Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8, nú ekki sagði fréttir, við vorum hérna með fréttatíma en við þurftum að draga saman seglin vegna óvissu hérna, hvað Logi Einarsson ætlar að gera, sambandi við stuðning til fjölmiðla, en við erum samt hérna með fréttamennina, Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Sæll, komið sæll. Hérna, hann ætlar ykkur fréttum í dag, var ekki Trump að taka bát af Putin? Jú, olíuskip sem var líka strendur Venezuela. Það er með olíu þaðan líklega. Já, ég sé það. Það er sko, hann að mæta með annað sinni í raunin. Hérna. Þegar þeir voru að skjóta sko eitilega bátana, þá var þetta skip. Hann tók nokkra svona báta. En rússar mjög ósáttir, þetta eitthvað, ég tók rétt, þetta 120 sjómílur svona suðvestur að Reykjanesi. Skynjanlega, það verið að ræna bátunum olíu, þú ert að kaupa olíu og verið að flytja hana heim og svo kemur ykkur og tekur hann að þér. Já, en hann er ekki á heimleið þessi bátur, eða þetta skip. Getur hann ekki að fara til Múrmansk? Já, jú, kannski. Já. En hvað með okkar landhelgisgæslu? Jú, hérna... Þetta er ekki okkar, við erum ekki með svona, við erum ekki með lögregluvald þarna, þetta er ekki efnaðarslögsvan. Jú, ég held það samt. Þetta er svona það sem heitir Open Sea, ég veit ekki hvað heitir það þetta er bara það sem allir með að sigla. Já, það kom fram hjá landhelgisgæslunni. Nema skip Pútins fyrir Trump. Það er bara komin í Sheriff in Town, eins og sagt er. Það er bara, nú segir Trump hver má sigla hvert. Já, sko, ef það er komin álagt sæstrengjum og svona og farin með klippur á sæstrengina. Þetta er einhver að halda því fram. Nei, ég er að því. Nei, er þetta ekki eitthvað olíuflutningar bara? Jú. Ég horfði á myndband sem var birt fyrir dag af þessar aðgerð. Já. Þetta er nokkuð svona, hvað maður að segja, impressive. Þetta er svona, eins og þú sért bara að horfa á bandaríska thriller, sko. Þetta búið líklega til þess. Já, þetta er bara þyrla og svo bara koma þér sígaði niður og bara með byssur. Það er náttúrulega flutningaskip hefur eitthvað varnir. Skip er hérna bara upp með hendur. Þeir tóku skipið. Já. Flutningaskip hefur eitthvað varnir að mæta einhverju sérsveit bandaríska sjóhersins. En nú spyr maður náttúrulega hvað er næst. Já, ég segi það líka. Þetta er svona, hann að rekast sko stórveldin á. Já. Við erum að sigla inn í frekar háskalaðan tíma. Þetta er návíi stórveldana. Þetta ár byrjar ekki vel. Nei, það byrjar ekki vel. Þetta byrjar bara illa. Já, leiðilegt að við getum ekki verið þá með svona bara aukinn viðbúnað hérna á Samstöðinni. Já. Hérna meira. Því miður þá er bara óvissan svo mikil. Ég hef reyndað að tekið eftir því að það eru mjög margir að gera þetta ásköfundur undanferðið því við höfum svolítið verið að tala þetta ástand. Það er virkilega gaman að heyra. Ef við ekki bara þakka fólki það. Já, einmitt. Og líka eldri ásköfundur sem við með okkur lengi að ég er að fá pósta að biðja að hækka og að þetta er svona þrepum, þú getur borgað sko 2.750 sem er grunnáskrift og tvöfalt sem er 5.500 og 11.000 fjórföld áskrift. Þannig að fólk er að senda mér póst og biðja að hækka. Gaman að heyra. Já, gott. En það er hérna, við erum eins og í óvissu, en Logi ætlaði ekki að koma hérna á mánudaginn næsta? Jú, við munum væntanlega, ef Guð lofar, útvarpa og sjónvarpa viðtalið við Loga næsta mánudagskvöld. Þú ætlar að taka hann á beinið það? Ég? Ætlar þú ekki að vera með mér? Jú, ég vera með mér. Jú, þetta er tvímennið á Loga. Við munum vonandi ná að spyrja alla þeirra spurningar sem brenna okkar vörum. Já. En hann lítur að hella sér yfir okkur að við séum bara að verða að sníða lögin þannig að við fáum engan stuðning. Ég held að hann sjá tækifæri í þessu. Nú, sem er bara eiga við okkur heiðarlega samskipti. Ég ætla bara að gefa Loga það gott hjá honum. Ég er samkominn. Hann er komið hingað áður, ég talaði við hann. En ekki eftir hann á ráðherra? Hann er ekki komið eftir hann á ráðherra? Nei, ég talaði við hann svona tiltölulega snemma á tíma samstöðunar. Þá var ég að fá fólk hingað bara til að tala pólitík svona almennt. Og þá held ég hann hefði ennþá verið formaður. Hvað er Kristján búin að vera lengi? Þetta er svo fljótt að líða, sko. Það er ekki bara rúmlega 2 ár eða tæplega 2 ár. Nei, hún var búin að vera 1 ár þegar hún var kjörið formaður. Þetta er bara rúmlega 2 ár sem hún var formaður. Já, það myndi ekki eitthvað svona 2,5 ár. Já, eitthvað 3 ár. Það er hárrétt. Svo var ég líka ætlaði að fá þau núna í vikunni Heiðu
og Pétur. Já. En það náðist bara ekki saman tími, en það er kannski mikið að gera. En þau koma inn í næstu viku. Ok. Samtímis. Já. Þannig að við erum að búa til svona ýmsa svona þætti. Já. Ég var að fá jákvæða meldingu frá 4 köllum sem hittast einu sinni í viku og spila körfubolta í Vesturbæjarsundlaug. Í sundlauginni? Já, og þeir ætla að koma hingað. Ég ætla að reyna að færa áhorfendum og hlustendum samstöðurinnar heita pottinn og körfubolta leiki koma að segja roskina kalla í Vesturbæjarlaug. Þannig að það er í laug að spila körfubolta, er það ekki gert á svona velli? Þetta er hluti af þeirra rútínu, það er karfa í Vesturbæjarlaug og þeir koma með sinn bolta og henda bara svona, ég nefni þetta til sögunar til margs fjölbreytileikann því að hann verður að vera fyrir hendi. Já, ég er að bóka Trump-tíman, hann verður núna, við ætlum að taka hann upp aftur, hann verður hérna eftir. Koma til mín Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði og Sveinn Máni, doktor í sagnfræði og Friðjón, borgarfulltrúi og nóg að tala og ég ætla að reyna að hafa þetta svona vikulega eitthvað sinn og það var svolítið fjörugt og skemmtilegt samtal og það er bara eitthvað þannig að þú getur alveg talað Trump einu sinni viku, hann skaffaði þér alveg helling. Við gætir alveg gert það og við tölum náttúrulega Trump oftar heldur einu sinni viku. En við getum gert það. Og svo er ég að tína upp í svona, við byrjuðum í þættinum okkar á sunnudaginn, kallað íslensk menning, að fá svona fólk úr menningar og listalífinu, að tala svolítið svona opið og breytt stöðuna í menningunni og menningun og samfélaginu svona saman. En þið komið væntanlega inn á Grænland í ykkar spjalli eða eitthvað? Já. Grænland og Venezuela. Og kom í ljós þegar við hittust að enginn okkar hafði náð að hlusta til enda á ræðuna sem hann hélt yfir þingmönnunum 7. janúar á 5 ára afmæli Valdaráns tilraunarinnar. Mjög furðulegt að halda í Kennedy Center sem heitir núna Trump Kennedy Center. þar sem hann segir eitthvað svona kannski verður kosið í haust. Og þetta er náttúrulega þetta er svo skrýtni tíma sem við lifum. En enginn okkar hafði náð, ég reyndi mikið og ég hef hort á ótrúlega marga blaðamannafundi og að því minnst að ég bara skylda mín að fylgjast með þessu. En ég bara gat ekki, þetta var eitthvað yfir klukkutími, en þetta var eins og að þetta var bara verri en Reykjavíkurbréf. Sigurður Kári Stefánsson, fyrrverandi þingmaður, Sigurður Kári Kristjánsson, hann skorar á alla að hlusta á ræðina alveg stórfengleg, blaðalust. Þessa ræðu sem ég er að vísi? Já, í þinginu. Já, hann er yfir þingmönnum. Yfir þingmönnum, já. Hann safna saman republikana að þingmönnum. Já. Var í alvöru? Í alvöru, heldur ég er ekkert vann að plata þess Smári. Kannski á maður bara að æfa sig og lesa Reykjavíkurbréfin og þú veist þetta bara svo var í rektina að vera, ég hugsaði til, ég hef aldrei vorkjört Melaniu, konunans, en ég hugsaði, grei konan að vera gift þessum maður, hvernig heldur þú að hlusta á þetta á kvöldin? Því þetta var bara stjórnlaust rapp. Það var þessi tvöfalda Big Mac, kók, og segir konunni hvað hann hefði gert daginn. Það hýtur að vera bara svakalegt álag. Enda er mér sagt að hún sé flutt til Kaliforníu. Já. Og sé eins lítið í Washington. Já, svo líka klæðir hún sig svona í opinberum athöfnum, hann er andlitið eiginlega sérst ekki, hún er með hann hatt, sko. Mér finnst það smart. Það sé eins og svona frú Sorró eitthvað neginn. Já. Hún er betri í tauginu heldur hann. Þið tveir ættu að opna svona tískuhorn hérna á samstöðinni. Já, við bræðir, við erum góður þessu. Já, nei, hún svona, hatturinn er svo barðastór, það sést ekki líka í andlitið á henni. Sem segir það, henni líður ekki vel. Já, svo hann er komið, hafið tekið til því, hann er komið með nýtt snið á jakkafattajakka. Hann er næri alveg nýr á miðlæri. Hann er líka með mjög langt bindi. Já. Ég var náttúrulega fæddur og uppalinn á þeim tímum að maður voru ekki mikið með bindi. En það var ekki fyrir en að svona, hvenær kemur svona djúran tímin og svona, þá var bara... Svona 82-83. Það er þinn tími. Það er minn tími, já. Þá var maður að reyna að nýta sér bindi og þá læriði maður að sko, endar bindi svona, að þetta ætti að vera svona nálagt beltinu. Já.
En Trump með sko alveg svona niður fyrir belti sko. Hann með þryggja faðma bindi en hérna þegar Sigtúnurinn á Suðurlandsbrautinni og þá mátti ekki að fara inn nema að vera með bindi og ég þarf alltaf svona teimur öðrum og við tókum leigubíli heim í Ljósema og mamma batt bindin áhrif og enginn okkar kunna binda bindistum. Þetta varði ekki að vera með bindi í leikurskjaldaranum en þá var það þannig að það var röðin átti bindi að þá fór einhver inn með bindið og það var klósettgluggi hérna og réttið út, þannig að sama bindi fór kannski sko 14 sinnum inn. Það mjög fyndið. Samnýting. Herðu, en við ætlum ekki að tala um það. Við erum að reyna, því miður þá höfum við bara ekki tímana. Það eru svona 2 stöðugildi hérna blaðamanns sem að það er til þess að halda út í fréttatíma. Og svo bætist náttúrulega við aukið álag í teknitildinni, en ég myndi segja að það er svona 2 stöðugildir sem við þyrftum. Þess að geta verið með fréttir á meiri viku. Við vorum með þetta 4 daga eða 4 kvöldi viku. Og við töldum að við fengjum eitthvað svona skýrari mynd, þannig við gætum tekið eitthvað ákvarðanir hvernig framtíðin yrði sko. En það er bara það sem við getum lesið út úr þessu er að við fáum þetta ekki og við verðum náttúrulega að fara eftir því. Og svo kemur Logi að og segir jú, þið fáið þetta, en við getum náttúrulega ekki stólað á það. Ég meina að ríkisstjórnin nær engu í gegn. En ég er búin að nær ekki þessum tillögum sína þér í dag inn á samstöðinni. Það er konar 4 nýjar fína fréttir. Þú ert komin í þú ert alltaf að hérna sína boga að séu fréttir hann inni. Já, það er við bara, sko, við erum með fréttir hann inni. Þetta er ekkert að segja við okkur að það sé ekki. Já, en það sem ég útskiptaði svona áður að það er bara ekki klókt hjá okkur að vera að setja orku í því að setja fréttin á vefinn þegar að ég held að allir sem eru að horfa á okkur hérna og hlusta á okkur, þú helst að við höfum haldið áfram með fréttirnar inn í sjónvarpinu. Og það er stöð 2 líklega að loka sinni fréttadild. Moggin er að draga saman, hérna hljómaði eins og þeir ætluðu að loka hérna viðskipta fréttadildinni. En svo las maður fréttina, það voru eiginlega alla fréttadildina settar undir viðskipta. Það er líka nafnið á aðal fréttastjórunum, Matthías Jóhannesson. En það er svona, það er ábyggilega, tefur hann ekki framgangi innan Morgunblaðsins. Er sá barnabarn? Já, eintalega. Þeir eru nokkrir Jóhannesson, það er náttúrulega ritstjórinn og framkvæmdastjórinn, fréttastjórinn og svo er það sko fréttastjóri erlenda frétta, hann er líka Jóhannesson. Við veist að þetta er einhver svo líkur Haraldi. Já, hann lítur að það svona. Herðu, en það er svona fréttin að koma að það verið að skera niður allstaðar og ég held að Logi verði nú að spýta í lófana. Ég held að við sem að fara að horfa á samdrátt á Stöð 2. Við erum að horfa á frekari samdrátt á mokkanum. Ég held að sko heimildir sé ekki að ná sér. Ég held að maður sagt upp helminginum af starfsfólkvísunum í síðast ári. Þannig það er eiginlega engar góðar fréttir í fjölmiðlum sko. Nei. Mér fætt alltaf sko samstöðum verið eiginlega einu góðu fréttirnar. Það er svo, samstöðin er náttúrulega með mjög fjölbreytt efni. Ólíka viðmælendur og það er líka annað að sko N4 og Hringbraut eru sjónvarsstöðar sem féllu, ekkert alls fyrir löngu og það er rosalegt gat og við höfum náð að fylla að hluta að minnstu kosti það gat. Og menn ekki að leika sér að því að vera láta svona fyrirbrigði bara hverfa og deyja. Við vitum nú allir hvað er rosalegt mál að byggja svona upp. Og að þegar menn eru svona að leika sér að því sem þetta skipta engu máli. Það er bara, þú ert rosalega fljótur að eyðileggja eitthvað. Já, en sko það myndi sannarlega auðvelda okkur gönguna og sóknina ef hérna samstöðin myndi nást á Vodafone líka hérna Sín. Já, þeir hafa ekki áhuga á því. Nei, en sko þeir eiga í samkynni við okkur til þessu kvöldréttur. Þá vil ég bara segja við þá að ég hitti fólk í jólafríinu sem var að skipta yfir úr Sín frá Sín yfir í Síman bara til þess að geta horta okkar útsendingar. Þannig að hérna þeir mættu aðtuga það. Ég veit þetta líka. Það er líka eitt sem að ég bara kann ekki alveg að útskýra það. En það er sem sagt Síminn er með app, ekki bara til þess að halda út og sjóna Síma sem er hans stöð, heldur eru með ímyndilegt dót inn í appinu sínu meðan hans okkur.
Þannig að mér skilst að ef þú ert á Vodafone og þú hleður bara niður appinu eða okay. þá gætur þú horft á okkur. Ég ekki marga sem að horfa á okkur í sjónvarpinu heima í stofu í gegnum YouTube. Já. Þannig að það ýmsar aðferðir en þetta náttúrulega ég skil ekki að okkur í Vodafone getur ekki bara dreift okkur eins og síminn. Nei, það skil ég ekki heldur. Okkur einhver stórkostlegt peninga en við erum eiginlega ekki sko markaðsdrifi þetta bara áhorfendur og áhorfendur sem haldur þessu gangandi og mér finnst það bara þeir geta bara gert það það er ekki svo að sé einhvern veginn allt og mikið af íslensku sjónvarpsefni þetta úti. Ef þú ert að dreifa sjónvarpsefni, af hverju viltu ekki dreifa samfélagsumræðu 24 tíma sólarhring? Ef Sín vill halda áfram að tapa áskrifandum vegna þess að Sín, já, ef þeir vilja halda áfram að tapa áskrifandum vegna þess að fólk sem notar Sín nær ekki dagskrá samstöðarinnar, þá verður það bara að vera þeirra mál en ég held þeir tapi ás. Þegar ég er búin að tala um Trump í svona klukktíma eða svo og þá þú að tala um fasteignir? Já, það er hérna maður sem heitir Páll Pálsson, fasteignasali, sem að hefur verið nokkuð glúrin finnst mér að setja hluti í samhengi og hann fer yfir árið 2025, breytingarna sem hafa vorið á fasteignamarkaði og ræðir félagslega hérna ýmis mál. Þannig að það er svona sambland af einhvers konar þjóðfélagspælingum og upplýsingum fasteignasölu sem kom fram í þessu viðtali. Eitt segir hann, ég get uppljóstrað því. Hann segir að á öllu árinu 2025 muni hann engin dæmi þess að ungt fólk hafi keypt fyrstu eign án þess að tilkæmi ríkulegur stuðningur foreldra eða annara náinna ættingja. Ekki eitt dæmi. Þetta segir svakalega samfélagssögu hina efnahagslegu stéttaskiptingu sem að verða í hópi ungra íbúarkaupenda eða þeirra sem rekist út á leigumarkað. Og þannig að út á leigumarkaði þá borga kannski helmingi meiri húsnæðiskostnað heldur sá sem á. Hvernig ætlar að safna peningu fyrir útborgun í slíka stöðu? Og það vitið allir. Stjórnvöldum er bara nákvæmlega sama. Já. Það er þegar þú gerir ekkert þá er þið bara nákvæmlega sama. Og árinu hitt hann einu sinni ungt par og þau sögðust hafa vera með smá útborgun 16 milljónir hvort og hann, hvernig fóruð það því? Og það var það afi þeirra afi annars þeirra sem hafði gaukað 16 milljónum að þeim hvort fyrir sig og ég meina sem er bara fínt og gott. Já, bara frábært en þetta var ekki svona strákar þegar við vorum að reyna að hasla okkur öll og kaupa okkar fyrstu eignir. En það held ég að fólk svona yngra fólk kannski undir 40 þannig ekki svona í kringum 30 það gerir sér miklu betri grein fyrir sko stéttaskiptingu í samfélaginu heldur fólk sem er 60 og svona vegna þess að húsnæðismarkaðurinn hann afhjúpar svo stéttaskiptinguna að það eru bara þeir sem að hafa sko góðan stuðning að heiman sem geta keypt sér húsnæði aðrir eru dæmdi til þess að vera á leigumarkaði það sem eru að borga miklu og sem að grefur undan þeim og þannig að sko hugmyndir það að við höfum að hafa eitthvað svona kerfi í samfélaginu sem að veldur því að allir hafi svona jöfn tækifæri það er bara liðin tíð og veit af hverju það er liðin tíð af því að við höfum þá trú að braskararnir og þeir sem eru að okra og svona að þeir eru raunverulega drifkrafturinn í samfélaginu þess vegna verðum við að gefa þeim fullt frelsi til þess að okra og braska því að þannig verður til gott samfélag þessi hugmynd bara varð ofan á og við setjum upp með hana. Ég held að sé enginn inn á þingi sem andmælir sem nema kannski Ragnar Þór og Ástalofa. Páll ræðir meðal annars, þessi fasteignarsali ræðir meðal annars uppkaup auðmanna á fasteignum til þess að svelta fátæka. Það er gamma sem byrjaði á þessu. Þeir keyptu íbúðir alveg lengi bænir. Þarna eftir hrun þegar að steypstu stóðdýrareignir inn á markaðinn þar sem að á sama tíma og kaupmáttur almennings hrundi þannig að almenningur hafði ekki efni á að kaupa svo ódýr íbúðir þá fóru þeir hérna og hreinsuðu upp og svo hérna var það ekki sem er kannski allt í lagi þeim með að gera það
Það sem að var verra að eignina sem að íbúðlánasjóður endaði á honum og þannig ekki íbúðina sem endaði á bönkunum, það sem að vera að taka íbúður af fólki, þeim var stokkað saman og selt í einhverja svona braskara. Þannig að það var eiginlega hið opinbera á þessu tíma sem að bjóð til þennan leigumarkað í höndunum á svona stóru leigufélögum. Og á salan þar í gegn, það var alltaf verið að fá upplýsingar að við fjöllum svolítið þetta á síðan tíma. Og þetta fer fyrst og fremst í gang eftir 2013. Þetta ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarna Ben sem að byggu þetta til. Og þau hafa alltaf varið, Miðflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, alltaf varið braskarana. Það var alls við höfum verið samið í kjarasamningnum og þeir hafa skrifað undir það að nú eigi að styðja leigjendur í sinni hagsmunabaráttu, styðja samtök leigjenda, alls konar svona hlutir, aldrei gert það. Og þetta fólk hlýtur að trúa því, nema þið fá bara borgaða peninga. Þið hljóta að trúa því að það sé best að láta þann sem er með mestu græðkina, mesta okraran, stýra kerfinu. Því miður. Já. Það er enga sérstaklega aðgerð. Það kemur alveg öruglega til að reyna sér skýring á þessu. Það er bara... Ég meina, var það eitthvað stórvægilegt sem að kom í fyrsta pakka þessar ríkisstjórnar sem að stoppa þetta? Nei. En það eru leigjendur eitthvað þetta. Ríkisstjórnin er aðeins að bæta í, hvað heitir þau lánin, hlutdeildarlánin. Það munar einhverju þau bara betum á þetta var skarf. Það eru svona dæmigert svona plástra í grundvallaratriðum með kerfið brostið. Þú getur ekki lagað eitthvað sem er ónýtt. Það verður að búa til húsnæðiskerfi sem að þjónar almenningi, tryggir almenningi ódýrt og örugt húsnæði. Þetta kerfi sem verður með gerir þveröfugt. Grefur undan öryggi almennings, þrýstir tugþúsundum fjölskylda ofan í fátækt, kemur verst niður á þá sem hafa litlar tekjur, öryrkjar, fátækir eldri borgarar sem kannski ekki eiga sitt eigi húsnæði, eru bara í hryllilegri stöðu, láglauna fólk, stúdentar, þú veist, því miður. Og svo er sagt að það er komnar hann eitthvað 1000 íbúðir inn í Bjarg. Það er það. Það væru líklega 28.000 íbúður inn í verkamannabústofunum ef það kerfið ekki verið hokkinu. Það eru stærðarhlutir. En núna eru bara glás af nýjum íbúðum sem enginn vill eða getur keypt. Það er svo öfusnúið. Akkur heldur að það sé. Það vegna þess að uppbyggingin á þeim það var falin, skipulagsvaldið var falið í hendurnar á verktökum, bröskurum og okrurum. Og þeir skilja af sér rándýrum ömurlegu húsnæði. Auðvitað er það þannig. Já, og það maður kom fram í þætti hjá mér, viðtalið sem ég var með í gær, að hluta þessu sem er að byggja til hans orkureiknum er svansvottað vegna efnisins sem er í húsinu. En býði nú við, kannski fyrstu 3 hæðirnar, 4, fá ekki sólarljós. En þau fá samt svansvottun. Þetta er svartir svanir. Að því að það er svo eitthvað sérunnið efni inn í íbúðunum. En gleyma þessu, að þetta er bara eitt af frumskilurunum, það er að fá ljós inn til sín. En ég vek athygli á því að völdin í þessu kerfi var falið þeim sem að braska mest. Og allir sem að sitja núna á þingi, fyrir utan Ragnar Þór og Ástólógu, voru sammála það að þetta væri gott system, að það fólk hlyti að koma með besta kerfið. Og ég meina fólk verður að fara að horfast í augu við það, að það verður að vera eitthvað svona lýðræðisvæðing, þannig að við fáum húsnæði sem almenningur vill, á kjörum sem almenningur ræður við, þú veist, með allri virðingu fyrir arðsemi, verktakafyrirtæki, alls það verður bara að víkja. Herðu, en þú ætlar að tala um hana Jasmínu Vatsjóvík. Já. Hún er búin að taka upp gamla nafnið sitt. Já. Hún ætlar að fara yfir árið 2025 sem er svolítið árið sem að viðhorf til útlendingamála breyttust á Íslandi. Til þess verða. Já, og hún ætlar að ræða hennar svokölluðu brottfararbúðir sem eru þetta skrautkvörf yfir eitthvað allt annað og ógeðslegra og það verður svona, það verður bæði gaman og sorglegt að fá að heyra svona hennar sjónarmið í því. Hún er uppkomið flóttabarn. Já, hún er það. Einmitt. Mjög magnaði viðmælandi, Jasmína. Þetta eftirminnast það viðtal sem ég teki var við hana þegar hún var að lýsa því þegar það gerðist allt í einu í Bosníu af því að þau voru múslimar og byggu á svæði þar sem voru fleiri serbar og gerði það bara allt í einu að þau voru án allra réttinda
að þau höfðu bara alist upp og lifað með fólki, aldrei verið neitt vandamál, aldrei tekið eftir því að vera eitthvað svona vandamál. Svo bara allt í einu gerist það að við erum skordýr en hinn eru herraþjóðin. Og þetta, þegar fólk að gæla við svona, með mennskuna, að við getum leikið okkur að þessu, við getum talað illa innflytjendur og hælisleitendur og útlendinga og transfólk og allt saman að þessi bara, við verðum að fara varlega. Þú veist, það tók langan tíma að byggja upp svona veikan húmanisma til þess að halda, en það tekur enga stund að eyðileggja. Rétt það. Og svo ætlum við að klára þáttinn á einhverju skemmtilegu. Hann Villi vandræðaskáld, Vilhjálmur B. Bragason, leikarinn góðkunni sem er annar tveggja aðalhöfunda Krakkaskaupsins, sáðu þið það? Nei. Já, ekki svona lítið ball lengur. Nei, ég ekki heldur sko, en ég sá hluta að þessu og einmitt hann sko. En hafið þið séð drápu hans og Cecilíu á Facebook undir vandræðaskáldum, þetta 4 mínútna áramótalag? Ég vissi ekki að ég ætti að læra heima að vera ekki að mýta það. Ég mæli með því, það er ágætis uppgjör á laginu og hann ræðir 2025 með hnyttnu nefi, við förum svona yfir það og svo líka svolítið bara hans stöðu, hann er leikari, býr á Akureyri, erfitt að fá vinn út á landi, langar til þess að vera þar, við sógumst ansi mörg hingað inn á höfuðborgarsvæðið vegna þess að eru flest tækifærin, en á sama tíma viljum við hafa öflugt lista á menningarlíf sem víðast út á landi, þannig að ég vona að það þykir skemmtilegt. Þetta var áhvert, hlustum á það. Eru það kæra þakkir Björn og Sigurjón. Framöndan Rauðaborðið, við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum, en áður en því kemur þá ætla ég nú bara að minna á það sem við höfum sagt að það sem heldur samstöðunni gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur. Ef þú ert í þeim hópi að telja að samstöðun sé mikilvæg, að samfélag sé betra með henni og ef þú ert aflögufær, þá hvet ég til þess að gera það áskrifandi. Þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskristir sem er 2750, mátt borga meira vilt og þeir sem er kjósið þetta endilega gangi alþjóðfélagið að því að það er alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraun til þess að byggja fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áhorfenda. Vonandi mun það ná í land einhvern veginn, en við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo er það Donald Trump. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það er komið nýtt ár en við ætlum að taka dagskrárlið sem við byrjuðum með í fyrra sem heitir Trump-tíminn á miðvikudögum og hingað eru komið góði gestir. Það er Guðmundur Hálfdanarson sem er prófessor í sagnfræði og Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagnfræði og Friðjón R. Friðjónsson sem er borgarfulltrúi. Og ákvæðan sagnfræði. Það er Trump-tíminn. Var þetta góð vika fyrir Trump? Já, sko, ég held að vikan, þó að vikan sé að verða búin, þá held ég að vikan sé ekki alveg búin. Að ég held að það sem gerast í Venezuela er eitthvað sem er svo áðbúrslega óljóst hvað mun gerast og ég var einmitt að hlusta á fræðimann sem hefur unnið fyrir bandarísk stjórnvaldi því að ég svona leikjafræði þegar var að lýsa því hvernig alltaf öðru hvoru að þá eru sett upp svona leikur, hvað gerist ef að þetta gerist og hann hafði verið alveg frá
Já, hann var í gegnum síðasta fyrir kjörtímabil Trumps og inn í Biden-tíman. Hann sem sérfræðingur í Mið- og Suður-Ameríku og hann sagði öllum þeim scenaríum sem að þeir settu upp að þá endar þetta alltaf í kaos. Að það eina svona stabilitetið það að þetta aldrei bara áfram eins og var en það var svo sem stendur kannski líka í kaos. Þannig að og það ýmsar ástæður fyrir því að hann sagði að til dæmis sem að Shadow hún kæmi þarna hún myndi kannski ná að halda völdum í Caracas en hún myndi ekki ná völdum annars staðar. Og það eiginlega svona lykilatriði sagðan að herinn hann virðist vera eins og að minnsta kosti vera svona nokkuð samstæður en ef þegar hann fer að leysast upp og það leysast í alls konar fylkingar þar sem að menn hafa mikið af vopnum og eru ósaman og eru að berast með völd. Trump ætlar að breyta Venezuela með því að breyta eins litlu og mögulegt er. Já, hans leikjafræði svo að hann ætlar að beita þá bara þvingunum og hótunum og reyna að stýra landinu þannig. Og þetta gengur svolítið, þetta svona svolítið svipað eins og þegar Putin hélt að hann gæti svona hyrt Úkraínu, þetta var ekkert vandamál, að þeir taka ekki tillit til að það býr þarna fólk. Það eru 30 miljónir mann sem búa í Venezuela og reyndar 8 miljónir sem búa annar staðar núna, það flotta fólk, en þarna býr fólk og fólk lætur ekki bjóða sér hvað sem er og þannig að þó svo að það væri þannig stjórnvöld sem myndu vilja hlýðunum að þá ekki víst að það myndi endilega ganga upp vegna þess að þá skapa þeir ólgu í landinu og upplausn. Þannig að hann ekki búin að býta úr nálinu með þetta. En eins og annað sem ég líka vil benda á, ég var að reyna að horfa á eina gæsalappa ræðu sem hann hélt hvað í gæraði maður rétt fyrir eða fyrradag yfir þingmönnum Repúblikaflokksins. Náður að klára hana? Nei, ég gafst upp. Ég gafst upp á henni líka. Sveinn, þú að hlusta á hana? Nei, var henni ekki 85 mínútur? Hlusta á hana? Nei, þú Fríða? Nei, ég tók bara brot. Ég reyndi og þetta, ég bara verða viðurkenna, ég hafði svona verulegar áhyggjur ef að Trump var ekki bindindismæður, þá hef ég haldið að hann væri undir mjög miklum áhrifum áfengis. Af því að þetta er valdamesti maður heims og hann leti svo fíbl og það er vel að tala illa fíbl að segja hann að við láta svo fíbl því að þetta var svo einkennilega rugglað en ég meina ef þetta er sá sem að stýri valdamestaríki heims og hann virðist komast upp með að gera það sem hann dettur í hug og hann dettur ýmislegt í hug að þá eigum við ekki vona góða og utanríkisráðherrann segir það að við eigum að taka mark á honum, hann gerir það sem hann segir. Já, hann gerir allt sem að Trump segir, hann reynir að afsaka hann eitthvað stundum en hann gerir allt sem hann segir. En þessi spurning sem ég var með, var þetta góð vika fyrir Trump, ef maður horfir á það svona inn í hans hóp, heldur að þeir meti að þetta hafi verið góð vika? Ég held að á forsendum Trump sjálfs hljóti þetta hafa verið góð vika. Hann er náttúrulega endómar frábæra viku. Já, hann er búin að dóminera fjölmiðla athyglinna, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur alls staðar í heiminum. Og ef hann leggur einhverja mælistiku á eigin velgengni, þá er þetta sennilega fjölmiðla athyglin. Og hann ræðir stjórnarumræðinni, ræðir stýrir því hvað við erum að tala og það eru allir að tala hvernig við eigum að bregðast við honum og eru mismikið að beygja sig og bugta út af því hvað hann og við erum hér að rýna í hvað hann segir og gerir. En náttúrulega til lengri tíma litum við Venezuela, það er náttúrulega eitt af því sem ég las núna undanfarnar viku þetta er ekki stjórnarskipti eða regime change. Þetta er miklu meira eitthvað svona regime tweak eða svona smávægilegar breytingar á jaðrinum. Eins og það hefur verið samið þetta við herinn að hann fái Maduro til þess að geta mikla sig að því heima fyrir en þau fá að stjórna Venezuela áfram. Einmitt, og það var svona horft kannski tilbaka til svona eldri aðferða. Þetta er ekki svona metnaðarfull stjórnarskipti eða breið út lýðræði eins og í Írak og svo framvegis heldur kannski bara svona klassískt byssubáta diplomacy, svona gunboat diplomacy sem var stunduð Bandaríki stunduð mjög stíft gagnvart sérstaklega í Karabíska hafinu og Suður-Ameríku undir lok 19. aldar og fram eftir 20. öld, fram á undir seinni heimsstyrjöld. Það sem að þessi ógn bara beina hernaðar íhlutun frekar en beinlínis til að ná fram eigin hagsmunum, til að ná fram eigin markmiðum án þess að skipta sér endilega stjórnarferðum sem slíku, heldur bara kúa stjórnvöld til hlýðni, með öðrum orðum bara svona rá heimsvaldastöð. Það var að ræða menn til hlýðni, svona svipað og gerist stundum það sem er svona gerfi lýðræði. Ég var einhvern tímann við kosningar í Tógó. Þá fór löggan og herinn inn í svona hverfið þar sem að stjórnarandstaðan hafði helst rótvestu og barði fólk, bara randomly. Og ég spurði hver er tilgangur við þessu? Það var bara að ræða fólk kannski, mæta að fara á kjörstað og guðum veit okkar.
einmitt. Og svo líka náttúrulega hluti að þessi náttúrulega líka þetta sjó, sko, sem að Trump alltaf með, ekki sett. Við fáum þessa svona ábyrrandi, svona svolítið spektakular til að sletta mannrán á forseta landsins og honum silt heim, sko, og myndirnar birtar að því og blaðamannafundirnir. Hljóma á blaðamannafundirnir eins og Amerikanar einir ættu sko nætursjónauka. það var sagði það. En þetta er svona einhver ný útgáfa, þetta er svona raunveruleika sjónvarps útgáfa Shock and Awe sem úr frá Íraksstríðinu nema að það fylgir náttúrulega miklu minni því náttúrulega Trump-stjórnin vill greinilega ekki fara í einhvers konar kostnaðisum, langvinn, erfið, rosalega dýr stjórnarskipti í Venezuela. Allavega ekki eins og Þá sitja bara með Maduro í fangelsi, og engin breyting. Það mun einhvern veginn held ég... Það er markmiðið núna. Já, ég held þeir allir sér nú ná í olíu, sko. Ég meina þeir alltaf að fá í stjórnum. Maduro var búinn að koma með svona tilboðum að við seljum okkur olíu. Þannig að mér hljómaði eitthvað sem að varaforseti sagði, ég var eitthvað reyna að lesa blöðin í Caracas, eitthvað sem varaforseti sagði var eiginlega að við ætlum að taka upp viðræðuna sem að Maduro var með. Sem var þá það hvernig getum við komið meiri olíu á markað. Já, náttúrulega núna hvernig þetta spilast. Annars vegar Trump sem segir sko við erum að stjórna landinu og við erum að Rubio kemur útskýrið það fyrir okkur hinnum hvað hann á við með því og þá er það sem hann á greinilega við með því er að Venezuela, Bandaríkjastjórn Venezuela af því að Venezuela má ekki gera neitt nema Bandaríkja leyfi þetta af því að herinn er fyrir utan og ef Venezuela gerir eitthvað sem að Bandaríkjunum líkar ekki hel við, þá bara er næsti tekin út. Og við stoppum ef við ætlum að selja olíu til Kína eða Rússland, þá stoppum við. Það er bannað núna, þeir er búin að segja það hreint út, sko. Og þannig stjórna Bandaríkin í rauninni Venezuela. Stephen Miller, einn af ráðgjöfum Trumps, orðaði þannig sko að Venezuela má ekki hafa hagkerfi. Það má ekki eiga olíu nema við leifum það. Orðið sem maður notaði. Þannig þetta er leiðin sem þeir ætla að stjórna og svo náttúrulega er stóra spurningi sko upp á hvaða marki náður að stjórna því sem þið vilja stjórna með þessari aðferð eða mun þetta leiða hægt og rólega eða hratt til einhvers konar eskaliseringar þar sem við sjáum meiri afskipti eða annað mannrán eða hefur morð eða innrás eða mun það sem eftir er að Maduro Chavista stjórninni gefa þetta eftir, það sem Trump er að biðja og hvaða afleiðingar mun það hafa innanlands, þeim sveitum sem eru þar og eru náttúrulega mjög amerískar. Og Trump-stjórnin veit það alveg að hættan er svo að þarna verði bara kaos ástand og það er ekki betra fyrir Bandaríkin að hafa Venezuela í upplausn, líklega betra fyrir Bandaríkin að hafa tiltölulega óbreytt ástand. Sem er eina ástæðan fyrir því að þeir hafa bara sagt þeirra svona innan gæsalappa lýðræðisinnarnir á Vesturlöndum segja sko ekki komið stjórnaranstöðuna sem er í útlegð sko, og þá segja Bandaríkjamenn bara það myndi hættan því var í borgarastríð við viljum það alls ekki sko. Við erum bara til að tryggja okkar hagsmuni sko. Ég ætla að halda áfram með þessu asnalegu spurningu hvort það verið góð vika af því að það var ég náttúrulega að horfa á það sem að því hann er að sumuleyti hann stendur ekki alltaf vel í Bandaríkjunum og hefur ekki gert það í einhverja nokkra vikur og maður gæti haldið að þetta væri svona liður í því að auka vinsældir sínar og ég skoðaði kannanir og það kom mér óvart svona eftir blaðamannafundin þar sem að vera að tala strákanir okkar sko að þeir hafi gert þetta allt saman og þetta leitað út alltaf eins og bíómyndir sem er búið að ala Bandaríkjun á sko marga kynslóðir hvað það sé smart og flott að þá var bara þriðjungur sem var ánægður með þessa aðgerð. Já, ég meina það sko svona aðgerðir hafa ekki þannig áhrif á stöðu Trump að það skipti máli fyrir hann heima við vegna þess að fólk er að finna fyrir því að allt er dýrara og atvinnuleysi hefur aukist og svo framvegis og á endanum er það sem að ræður miklu meira það hvað fólki finnst forsetann sinn en hvort að hann standi fyrir einhverju svona sjói. Þannig að já, varandi spurninguna sko, var þetta ekki bara make the week great again? Þannig að þú veist, góð vika fyrir Trump í hans huga, 100%, algjörlega frábær vika. Ég og svona ef mann ætla sko, mér finnst við ekki samt mega að gera lítið úr því að hér á landi og víða heim og meðal þessara 8 miljón manna sem hafa flúið Venezuela, það ríkir fögnuður yfir þessar aðgerð. Mjög margt fólk er mjög ánægt með þessa aðgerð vegna þess að það
hefur eitthvað von í brjóstu það að þetta geti orðið til þess að það losni valdatauma, þó að við höfum ekki nefnilega sérstaklega mikla trú að því að það gerist og það engar mjög sterkar vísbendingar, þá þetta vekur þetta þó allavega þá von hjá því fólki sem hefur flúið land að það geti snúið aftur heim og það geti frjálst höfu strókið í eigin landi. Og sem slíkt þetta ótvírætt betri leið til þess að skipta valdhafa heldur en að ráðast inn í landið með herafla eins og Pútín reyndi að gera. Það skiptir ekki valda, það skiptir bara með... Ef þetta verður til þess að ríkisstjórnin breytist, að þá þetta betri leið heldur en að eða efla til einhvers innanlands ófríðar eins og við höfum séð stórveldi gera í áratugi að vopna einhverjar andspyrnurhreyfingar og eitthvað svoleiðis. Það miklu meira mannfall og miklu ömurlegri aðgerðir á allar hliðar. Þannig að ef þetta getur orðið til þess, ef við lítum á glasið sem hálffullt en ekki hálftómt, að þá vonumst við þetta til þess að það losni þessa stjórn og það losni og lýðræði verði komist á í þessu landi. Trump ekki að stefna því sérstaklega. Þó að Stephen Miller tali eins og hann tali og svo framvegis, eins og við hljótum alltaf von eftir því að þetta verði til þess að það komist einhver hreyfing á, því að maður hélt þegar Chávez dó að það yrði, það kemur að stjórnin myndi ekki lifa hann. Svo bara var Maduro, hann ekki búin að sitja lengur heldur en Chávez gerði? Jú, 2013. Þannig að Chávez var í hvað 8 ár? Já. 2002 til 13 held ég. Þannig að og Chávez var þetta kosin inn á þessum tíma. Og Maduro reynda líka. Og mikið að vinsilla hjá sínu. Þannig að svona, maður vonast auðvitað til þess. Og byggði á raunverulegri hreyfingu, Já, hann gerði það. Ég held að þessi Bandaríkjamenn myndu mæta þarna skipulagðri mótstöðu heldur en í Írak og víðar sem þeir hafa ráðast inn, Ég meina, ef að þeir gera eins og Trump sagði, hann var ekki hræddur við að setja boots on the ground eins og hann sagði, eins og orðalagi sem nota. Svo ég veit í varaforsetan þá rennur blóð landsföður okkar Simón Bolívar í æðum okkar. Og ég myndi hugsa með tvisar áður ég færi í slag við svoleiðis fólk. Nei, ég meina, þú veist, stríð alltaf ömuleg, og þannig að og maður vonast til þess að það verði einhvers konar, það komist á einhver hreyfing á það hvernig það verði haldar lýðræðislega kosningar og það verði ekki stýrt af stjórnvöldum og svo framvegis. Maður vonast til þess. Ég meina, Bandaríkin hafa nú slegið það út á borðinu. Já, og ég meina þeir hafa en þessi stjórnvöld ekki eilíf, En Friðjón, niðurstaðan sem að þeir náðu til þessi í Sýrlandi, það sem fyrirverandi ISIS leiðtogi sem forseti og komið í Hvítahúsið og fengið á bílega möndlugöngu. Hvað heitir hann? Al-Sarraj. Þau meina, Trump alveg sama, Já, en alveg sama með eitthvað lýðræði. Ég held að sé að leggja af lýðræði heima þessi, Akkur hverju dettur í hug? Að hann sé að taka af lýðræði í Venezuela. En ég segi, Trump ekki eilífur, Þannig að frekar en aðrir, Þannig að vonandi styttir þetta þennan valdatíma. Það er það sem ég er að segja, Það sem er að gerast þannig það að Trump tekur það ákvörðun að með því að fjarlægja Maduro, þá geti Bandaríkin náð yfirráðum yfir landinu í gegnum þá og svona einhverja eins og sveitar að segja, einhverjum gunboat policy og sem að og það er svo klassíst að við erum að horfa aftur til 19. aldarinnar í næstu því allir þegar við erum að reyna að útskýra Trump og þetta bara eða frá fyrir 120 árum þegar Teddy Roosevelt var að tala speak softly but carry a big stick og það er nákvæmlega þessi stefna En lítum bara aftur til Chile að þá er það sem gera verkum með Bandaríkjamenn ná þessum árangur þegar maður koma pínu segja til valda er það að þeir höfðu herinn að baka sig og það er sem er öðruvísi í Venezuela heldur víðast hvar annar staðar að herinn stendur ekki þeir geta ekki tala beint við herinn Sömdu ekki við herinn? Sömdu Bandaríkjamenn ekki bara við herinn? Nei, ef þeir hafa fyrsta lagi held ég að herinn sé alls ekki hann er ekki bara einn
Það eru margar Þið sömdu við hann að herinn sagði, þið fáðu oljuna, en við ætlum ekki að breyta neinu hér. Og þá sögðu Bandaríkjamenn, það gengur ekki, við verum allavega að fá Maduro. Og þá sagði herinn, takið það bara Maduro. Já, sko, eins og segi, þegar ég segja vikan sé ekki búin, þá er það sem ég meina að við vitum ekki hvað þetta fer. Við vitum ekki heldur hvað gerðist. Nei, og þetta gekk ótrúlega svona snuðrulaust fyrir bandaríska herinn þannig, sérstaklega með það að þarna voru allir vissu að þetta gæti gerst, þannig að þeir voru ekki betur undirbúinir þetta. Einhvert bara kúbanir sem þetta áður. En sko, ég held að bara vandi sem að Bandaríkjamenn standa fram fyrir sá, að það er bara ekki bara einn aðili sem er að takast á við. Það var sem sagt stjórnin Maduro sem hélt þessu saman, þegar hann er farinn, að þá getur það leyst upp í alls konar fylkingar sem vilja þá ná völdunum í staðinn. Eða kannski ekki, kannski er þetta bara herinn svona saminaður. Ég var að reyna að kynnast þessu fólki, sko, þetta varnarmálaráðarinn 4 stjórnu hersöðingi. Varaforsetinn ættir að rekja til byltingarhetja. Bróðurinn að vera í þinginu. Þetta hljómar bara eins og mjög svona þétt ég veit neitt það sko. En Friðjón er að tala sem þú lýðræði og ef að það kemst á þannig að lýðræði, sko segja, það verður kosningar og þá er alveg ljóst að það er ansi margir sem telja sig að harma hefna einmitt gagnvart þessu fólki og sérstaklega á hernum og þannig eins og segi, þarna eru óskaplega mörg tækifæri fyrir þetta land til þess að springa í loft upp og vandinn er sá að við sakfræðingarnir vitum að ef þau tækifæri hendi þá gerist það mjög ofta því að það þarf svona mikla stjórnkænsku til þess að sneiða fram hjá því og ég held að við getum svo sem hrósað Trump fyrir margt og þá held ég að stjórnkænska sé nú kannski ekki eitt að því sko þannig að en eins og segi það er vikan ung. Þinn maður segir að þessu endalus möguleikar í stöðinni allir endi í kási. Já, hann sagði það og hann sagði hann bara að þeir eru búin að reikna allt saman út og þeir voru sérfræðingar við borðið og gera ráð fyrir þessu og hinu og að þetta endaði alltaf með því vegna þess að það væru svo miklir flokkadrættir á baku tjöldin sem myndu til dæmis ef það er engilegið að koma hann á einhvers konar lýðræður og svona kveða niður herinn að einhvern veginn þarf þá að gera það verkum að því að eins og segja menn eiga harma og hefna vilja þá hefna sínu honum og þá er herinn mjög fljótur að segja já við látum það ekki gerast og ef að það gerist þá bara fara menn út í sín horn með sín vopn og svo líka annars sem við mátt okkur á að landið er mjög erfitt yfirferðar. Það er auðvelt að stjórna Caracas eins og var tiltölulega auðvelt að stjórna Bagdad en það er erfitt að stjórna Venezuela og oljan er gjarnan einhvers staðar annars staðar. Og Venezuela er Skottland, það er stærra en Úkraína. Og mjög svona illt yfirferðar og þetta er frumskógar og oljan er dreifð hér og þar og þannig að það þarf mikið til þess að verja það ef þeir ætla að fara að vinna þessu olíu, það þarf að vinna hana og það þarf að leggja fjárfestingar til þess að þessi olíu rennur ekki bara upp og olíuinnviðirnir eru úr sér gengnir og gamlir og það þarf að fara í stórkostlegar fjárfestingar til þess að bandaríkjamenn sko geti nýtt þessu olíu sem þeir vilja nýta. Sem bandaríski skakkareyndur er að víst að taka á sig samkvæmt nýstu tíundum sko. Það fyrir að styrkja fyrirtækin til þess að gera þetta. Herðu, þetta var valla búið að gerast þegar athyglin fór á Grænland. Ég byrjaði að heyra það, að lesa það bara hjá svona einhverjum bara sem voru að spekulera að þetta væri endal og Grænlands, bara fréttinir að þessu. Síðan er haldir fundur og kemur verið að tala við Hvítahúsið og þeir fara að tala Grænlanda fyrir bröði. Og þannig að þetta sé bara að komin bara ný lína. Nú er það að tala hvort er allir kaupa Grænland eða ráðsinn í Grænland og þeir að tala kaupa Grænland, ég meina af hverjum allar að kaupa Grænland? Já, Rubio sagði að þeir myndu ekki fara með herinn inn og þeir myndu ekki beita hervaldi og hann sagði það við þingmenn Republikanaflokksins í gær og en þeir ætluðu að kaupa Grænland. Af hverjum þá? Ég veit það ekki. Ég veit ekki. Sko, eins og segi. Þið eru sagnfræðingar, hvað heitir það þegar ég umkringi borgina og býð svo ykkur að koma út og til að kaupa hana? Já, sko, þeir geta gert það sem þeir vilja. Þeir eru með herstöð þarna og þeir eru með leifar af öðrum herstöðum, fjöldan allan af herstöðum og þeir eru með herstöð, þeir eru með umgengnisrétt eins og þeir vilja allt Grænland. Þannig að það er ekkert sem að stoppa. Þú veist, það sem að manni finnst svo erfitt að skilja þetta nema kannski bara út frá einhverju svona egói Trump það að vilja sko sjá nafni sitt
og fánan á einhverju korti. Grænland alltaf rosalega stórt á korti. Já, ég veit það. Og enda stærri heldur niður í raun. Það var að kenna hann á forritið að það myndir sé raunverulega stærri landa. Já, þannig að þú veist, ef við tökum það út, ég meina þeir geta, það er það sem að veldur mann svo, þú veist, mann finnst svo erfitt að skilja, þeir geta gert næstum því allt sem þeir vilja. Þeir eru með herstuð á Grænlandi, þetta NATO-land, og samningarnir eru frekar rúmir, þeir geta fjölgað með hermönnum og þeir sem eru og þeir sem eru heilt þessi röku öll hann segir bara ég vil það samt og þeir sem eru fjármagna leitin að gulli og steinum og öllu þessu og jarðefnum öllum þetta eru meira og minna bandarískir skjóðir sem eru að gera þetta þannig að það er það sem manni finnst svo erfitt að skilja vegna þess að nema maður bara horfa á þetta í einhverju 19. aldar svona dæmi hann vill bara fá nafnið sitt á eins og þegar Alaska var keypt þá er hann sá sem að græjar þetta og þú veist en ef að þeir maður bara skilur ekki hvernig þetta á að því ef að þeir gera þetta með ofbeldi þá er maður er eiginlega að gera þetta með ofbeldi það er tegund á ofbeldi að hóta ofbeldi og semja undir því ef að þetta gerist og ef að þetta gerist með einhverjum hætti og ekki bara með ef þetta bara gerist hvað er þá varnarsamstarf, hvað er þá NATO, hvað er þá hvaða þýðingu mun það hafa fyrir Trump leiðist alþjóðasamningar, leiðist alþjóðastofnanir, leiðist NATO, honum er alveg saman. Ég held að þetta sé bara frekar ekkert ólíklegt, ég held að það sé frekar líklegt að þetta gerist. Ég myndi segja á þessu ári. Nema að Netanyahu eða einhver annar verði sterkari og ná að draga Bandaríkin til Íran eða að Rubio ná að draga Trump til Kúbu. Þessi von Grænland sé að athygli Trump verði skipt inn á önnur svæði en Mexiko eða eitthvað annað en maður sér alveg fyrir sig hvernig ég meina það verður bara fundur það verður haldið fundur með yfirvöldum í Danmörku og líka grænlendingunum þess að verður sagt að við munum stofna auðlindarsjóð sem við borgum inn í þannig að hver borgari hér í Grænlandi fær svona kannski í Alaska sjóðunum þá getur við fengið 400 skall á ári það verður bara 5 sinnum meira sem að þið fáið og gerð eitthvað svona samkomulag við grænlendinga og svo verður hent einhverjum skaðabótum í Dani Ég meina dönum verður bara sagt annarkvort seljið okkur Grænland og fá pening í staðinn og grænlendingar fá kjósum þetta og fá náttúrulega verið búið eitthvað í staðinn og svo koma hinn NATO-ríkin og segja bjargiði NATO-danir með því að samþykkja þetta og þetta sé bara og svo eru allir bara mæta allir á blaðmannfund og segja þetta sé best fyrir NATO og við munum segja, eftir korter munum við segja ég meina grænlendingar samþykkja þetta þetta er korter og eftir í lok ársins verður enginn að tala um Grænland Nei já það getur vel verið að gera en þá ef Bandaríkjamenn geta sannfært grænlendingum það að þeim sé betur borgið undir stjórn Bandaríkjamanna heldur en Dana að þá þetta verður þetta því að Danir hafa alltaf sagt grænlendingar á þessu þetta er grænlendingar geta og ég meina og ef að grænlendingar vilja þetta hvers vegna skildu og akkurat grænlendingar ekki vinja þeir fá allt sem þeir fengu frá tölnum pluss 2 milljónir á mann sem hvað eru þau mörg í fjölskyldu 4 það eru 8 milljónir á ári en þeir horfa meðlans til Alaska og hvernig er staða frumbyggja í Alaska Hvernig þið staða þá grænlendinga í Grænlandi ef band kemur á yfir? Danir búa ekki á Grænlandi. Það er saga grænlendinga, nýlendur saga Dana og Grænlandi ekkert sérstaklega fögur. Rúf næra ansi ofta að tala við Dani í fréttunum sem að búa í Grænlandi. Það er alltaf að býða því að vera að tala við Grænlending. Það er alltaf Danir sem er að tala við. Það eru auðvitað Danir sem búa þar en grænlendingar ráða sig sjálfir. Þetta mun alltaf ekki snúast hvað grænlendingar vilja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þetta verður alltaf svona krímska þjóðaratkvæðagreiðsla það sem að verður undirliggjandi að ef þið samþykkið þetta ekki þá bara tökum við ykkur og þið fá miklu betri díl eða þið samþykkið þetta en ef við tökum ykkur þá verður þið bara að fá ekki svona ríkisborgarrétt heldur verður bara nationals ekki citizens þið verður unincorporated territory frekar en incorporated territory og svo framvegis það mun líta nógu vel út fyrir Bandaríkin og líklega NATO-ríkin til þess að segja að grænlendingar hafi vanið þetta þess að þeir ekki enga á kjörstað þess að gáttu valið að taka þetta einhverja svona fégjafur og eitthvað dóttir í og hins vegar horfa upp okkar ennþá verra og þeir muni kjósa féggjafinnar ganga verða eitthvað svona nú er ég ekki þetta heitir þarna það sem er svona ótengdur Bandaríkjunum en samt bandarísku ríkisborgari ég ætla ekki að spá ég þekki ekki Grænland það vel að ég geti spáð fyrir þeirra svona tilfinningar en geti ekki varið sig
Þeir eru 56.000. Ég veit að það getur ekki varið sig en hérna, já, það bara þannig að stolt og svona sjálfsvirðing skiptir líka máli, sko. Já. Og hérna, ég veit ekki hvernig það kemur til að spilast út, sko. Það getur vel verið og það vita það allir og grænlendingar vita það vel að ef það ganga undir Bandaríkin að þá Grænland horfið. Þá Grænland til núna en Grænland verður ekki til. En þá verður Bandaríkjamenn 300 og eitthvað milljónir. Það verður örugglega svona við skulum segja svona 1 milljón Bandaríkjamann sem alveg til í að flytjast til Grænlands og tekka á þessu. Já, við skulum segja það er ekki svo margir sem búi í Alaska, sko. Segjum 200, jú, það einhverja miljón, eitthvað í miljón sem við þar. Já, þeir eru ekki fámennasta ríki í Bandaríkjunum, fylkið, og þar með þessi 56.000 manns þá búið. Reiknum við með að svona þeirra félagslega þjónusta á Grænlandi verði eitthvað svipuð eins og hann núna í undir Dönum. Þá segja Bandaríkjamenn að þú þarft þess ekki að því þú færð tékka eins og ári. Já, það getur vel verið að það sé hægt að kaupa en ég á eftir að sjá það og það getur vel verið gerst. Eins og þú segir Guðmundur með Grænland verður ekki lengur til, þannig útilokað að það yrði bara allt Grænland eins og Grænland í dag, yrði undir Bandaríkjunum bara eitthvað svona, það yrði svæðið, sko. Alveg saman hvernig staða þess skilgreind. Það náttúrulega íbúa kjarnarnir á suðurströndinni yrði náttúrulega hólfaðar af sem eitthvað svona territories. En sko megn Grænlands yrði bara eign alríkisins sem myndi maður sjá fyrir sig. Þjóðlendur. Já, eitthvað svona þannig. Sem að grænlendingar hafa ekkert með að gera, sko. Ég held að grænlendingar munu ekki kjósa yfir sig næstu sama hvaða gull og grænu skógar eru í boði vegna þess að fólk hefur ég held að séu nægilega margir bara vegna sögunar að þeir skipti ekki á því sem hafa vita hvað fyrir eitthvað sem hafa ekki hugmyndu hvað. Já, ég meina það sjálfstæðishreyfing í Grænlandi, sko, og sterk. En þið hafið heyrt í henni að það alltaf sagt, sko, við verðum að vita hvort að við getum varið sjálfstæð okkar, hvort að við séum of lítil eining, þannig að þegar við förum að semja nýtingu og auðlindum okkar, að þá verið aðinni sem við semjum við okkur, hvort sem það Kína eða Bandaríkin eitthvað sem þá verður svo sterkir að við getur ekki haldið sjálfstæð okkar. Þetta svona gegnumgang miklu meira þar heldur en til dæmis í umræðinni í Færeyjum. Það sem engin svona sjónarmið eru. Nei, en enginn að sækist þetta í Færeyjum. Nei, enginn að hófa þeim. En svo náttúrulega líka, sko, Bandaríkjamenn getur verið ennþá meira á móti sjálfstæði Grænlands en þegar Grænland væri bara áfram í höndum þessi hluti af Danaveldi. Og ástæðan einfaldlega svo að ég náttúrulega þekki ekki alveg hvernig lagalega hlutinni virka, sko, en ég meina það væntanlega semja aftur herstöð og annað slíkt. Ef Grænland yrði sjálfstætt ríki. Þú veist, allavega þyrfti einhvern veginn að framlengja eða endurnýja þá varnarsamningar sem eru fyrir og mæntanlega yrði ekkert betra fyrir Bandaríkjum en að Grænland væri sjálfstætt, það frekar verra ef eitthvað að Grænland væri sjálfstætt. En af hverju kemur þá ekki... Þannig að Bandaríkjumenn, myndi bara segja, það myndi ekki leysa málið fyrir að hálfu Bandaríkjumanna að Grænland var eitthvað sjálfstætt. Nei, það er engan á að síður. Það hefur ekki nokkuð á að síður. En saknið þá ekki að Evrópa komi og segir við erum til í að styðja sjálfstætt Grænland. Það er enginn sem gerir það. Það segja allir bara, þetta hefur Grænlendingar ákveðið þetta. En þeir eru eiginlega vonlausu stöðu til að ákveða. Það eru auðvitað engin sjálfstæður nema Grænland að meginhlutunum sjálfstætt. Þeir eru sumleiti sjálfstæður en Ísland var eftir 1918. Þó svo að formlega séður ekki. En það sem að gera það verkum sem gerir þá ekki sjálfstæða það að þeir þykja mjög mikinn fjárstuðning sem að í ríkiskassan, það eru svona rúmlega held ég helmingurinn af ríkisútgjöldum Grænlands sem borgaðar af Dönum og meðan svo að þá verður ekki hver sem borgar það, sko. Og staðan sem þessi að Danir hafa borgað þetta og af ýmsum ástæðum hluta til vegna þess að það er ægilega fínt að vera með svona stórt land sem að það gefur Dönum ákveður svona prestís á alþjóðavettvangi. Bestu myndirnar sem eru af þjóðingjörnum teknar okkur landi. Já. Þannig að það er svona eitt. Tilkallir Norðurheimskautsins og síðan auðvitað líka samviskubit. Að þeir hafa samviskubit eins og mörgar nýlendu þjóðir af sín nýlendu stefnu.
En Bandaríkjamenn hafa ekki slíkt samviskubit því að þeir hafa ekki verið nýlendur þar og þeir hafa ekki sérstaklega mikið samviskubit að frumbyggjum í Bandaríkjunum að það er aldrei nefnilega hlálegt að hlusta á það þegar menn að segja að gyðingar hafi rétt á Palestínu vegna þess að þeir eigi svona frumbyggja rétt þegar maður sér það hverjir eiga frumbyggja rétt í Bandaríkjunum. Þeir hafa líka nefnt að Danir hafi ekki farið vel með Grænlendinga en gleyma algjörlega eigin sögu Ég held að Danir kom bara nokkuð vel út í þeim samburði Ég held að líka Bandaríkjunum er byggð á þjóðamorði Já, það er bara þannig En þið með ekki halda að ég sé að mæla með því að Grænlendinga var inn í Bandaríkjunum Ég bara að reyna að sjá hvernig völdin eru og ég sakna þess að ef Evrópumenn ætla að styðja Grænlendinga þá ættir að koma þeim sjóðurinn sem að þeir þurftu að safna væri bara brota því sem að Evrópu safnaði fyrir Úkraínu sem að þeir myndu redda þessum halvu ríkisútgjöldum. Það er einn lausn. Það getur gert á einu fundi í Brussel ef þeir alltaf raunverulega verja Grænlendinga gegn þessari ógn. En er þetta ekki samt þetta mál, enn eitt máli þar sem að gís upp, svo kemur eitthvað annað mál og svo kemur eitthvað annað mál og við erum alltaf að tala Trump og svo verður það Íran og svo verður það Ísrael og svo verður það Kólumbía og Kúba og svo framvegis. Ég hef hæfilega mikla trú að því að þeir láti skara til skríða í Grænlandi bara vegna þess að þú veist, þessi stjórnvöld virðast vera með svo mikið athyglisbrest að það er alltaf eitthvað nýtt. Og ég er alveg sannfærður að innan hersins og víða í svona stjórnkerfum þá er menn að reyna að dreifa athyglinni frá þessu að því að það sjá allir að þetta er svo vitlaust eins og varst að segja þannig að þeir þurfa ekkert á þess að halda þeir hafa alveg möguleik verið með herstuðar þeir geta nýtt þessar auðlindir Ef að allt fær á versta veg að því leitum til að þeir myndu brjóta upp NATO-samstarfið. Ég veit að Trump og margir senatorar, það eru nokkrir senatorar og þingmenn og það eru sterkir það eru áhrifamenn í republikanflokknum sem að vilja NATO-samstarfið feikt. En það er eins og að þeir gerir sér ekki grein fyrir því hvað NATO-samstarfið skiptir samt sem að miklu máli upp á upplýsingasamskipti og margt annað sem að sem að skiptir máli fyrir varnir Bandaríkjanna á Norður-Atlantshafi og bara Atlantshafi í heild sinni. Þannig að ég einhvern veginn ég trúi því ekki að herinn væri bara, nú maður farin að tala Bandaríkin eins og Venezuela og Kólumbía eða eitthvað, eða Chile, að herinn láti, grípi ekki inn í, og þá er ég ekki að tala um að grípi inn í með eitthvað valdi, en svona bendi á það að það er meira í húfi heldur bara að setja Trump á eitthvað landsvæði. Þarna er ofboðslega þétt riðið net samstarfs og upplýsingasamskipta og svo framvegis inn í NATO sem að skipta Bandaríkjamenn mjög miklu máli og ef að það leysist upp að þá er bara komin einhver algjörlega nýmynd og það getur vel verið og Stephen Miller og einhverjir kónar í ríkisstjórn Bandaríkjanna tala digubarklega um það að þeir geti bara gert allt sem þeir vilja vegna þess að þeir eru með svo stórar sprengjur og langdragar vélar. En þeir þurfa samt sem að svara kjósendum og þeir þurfa að svara kerfinu og þeir þurfa að svara inn á við líka og kjósendur í Bandaríkjanum er ekki hrifnir af þessu. Marjorie Taylor Greene þegar það er ráðist inn í Venezuela og gagnrýnir Trump og gagnrýnir þetta var ekki það sem að maka kaus, sagði hún. Og harðast í makakjarnin. Hvað er hún núna? Hún er komin heim til. Og leiðinni að öllum líkindum að leiðinni eitthvað annað framboð. Ríkisstjórnarframboð í Georgíu. Þeir kumpana, þeir hótuðu ýmsum, þeir hundur náttúrulega Kólumbíu, yfirvöldu þar. Þeir hótuðu forseta Mexíkó. Hvað það er þess að þú kallar byssubáta utanríkisstefna. Hvernig ég fór að reyna að skoða kanadísk blöð þar held ég að menn séu bara að reyna að segja ekki neitt það kom mér óvart hvað var lítið sagt ég held að maður fengi bara stórar greiningar og eitthvað að mörgu leiti er skynsamlegt bara þú veist að við erum ekki með neitt gorgeir og þegja bara og býða og láta
Þetta bara eins og út á leiksvæðinu sko, og það er eitt rekkjusvín og allir eru bara svona að fela sig og og vonast að vera ekki tekni fyrir. Ég held að það sé bara skipuleg strategía, bara segja sem minnst fyrir flesta. Þannig hefur það verið. Það er ömurlegt að vera næst í nágranni svona heimsveldis með heimsveldastefnu og nýlendustefnu. Og núna er svona, sumir myndi segja nú er bara tekið tjöldi frá, svona hefur þetta vel alltaf verið sko. Það er samt munur á því. Það er ekki hægt að segja það hvert. Hvernig heldur þetta horfið fyrir Kanadamönnum? Ég held að ég ekki að segja að þetta hafa alltaf verið svona. Ég held að það er svona fleti fortíðina svolítið mikið út. Til dæmis Monroe-kenningin sem þetta er tengt við uppalega, hún snerist ekki þetta. Hún snerist sko evrópsk heimsveldi og þetta er í lok Napóleonsstyrjaldana þegar gamla stjórnin, einvaldar Evrópur komin aftur til valda. Þessi kenning, það var enginn að nefna hana neinu ráði bara fyrir en eftir seinna stríðið eða eitthvað sko. Er hún svo stóri í fortíðinni eins og látist í dag, eins og þetta hafi verið bara næstu eins og stjórnarskráin? Hún var kannski ekkert svo stór held ég fram á 19. öld, en alltaf Teddy Roosevelt breytir henni svolítið, hann breytir henni og þá fáum við þetta svona sem við hefum verið að lýsa hérna sem byssubáta utanríkisstefna. Og þegar ég var í hæskóla í Bandaríkjunum þá var hún kennd sko, en það eru 40 ár síðan. Það var eftir stríð. Já, það var eftir stríð. Hann er svona seinni hluta 19. aldar, fara Bandaríkin svolítið að beita sér skýrar hætti gagnvart Suður-Ameríku, Karabíska hafinu sérstaklega og Teddy Roosevelt og félagarnir upp á við 20. aldar gera það með skýrum hætti, verða svona, taka svona evróska innan gæsalappa heimsveldastefnu. En svo kemur til dæmis FDR, Franklin Delano Roosevelt, tekur aðra stefnu, hann kemur með the good neighborhood, the good neighbor policy, góði nágranninn. Það er að segja, við ætlum ekki að skipta okkur af innri málefnum, nágrann okkar. Og það var mjög skýr stefna og Bandaríkin áttu mörguleiti gott samstarf við nágrannaríki sín á þeim tíma. Og svo náttúrulega fáum við kalda stríð, það náttúrulega er önnur saga, en samanskapi innan þessa svona alþjóðakerfi sem er til þetta seinni heimsstyrjöld. Þannig ég held að segja svona að þetta hafa alltaf verið svona, sé aðeins of svona flatt og ég held að við séum að sjá einhvers konar breytingu, svona grundvallar breytingu sem er svona að fara aftur til Teddy Roosevelt tíman, þess að svona herskáasta tíma sem við höfum séð sko. Af því að á tímum kalda stríðs var þetta alltaf rökstutt með því að verjast heimskommunismanum sko. En það er kannski með að segja eitthvað með Maduro en Grænland absolutt ekki sko. Það er að ljósta það er eitthvað allt annað. Það er alveg, mér finnst það sko ömurlegt ef að fólk er að leggja saman sko Grænland og Venezuela einhvern veginn sko, þú veist, fyrst að þið tóku Venezuela þá hlýtur Grænland að vera næst. Það er ekki hægt að segja með neinum, það er ekki hægt að færa rök fyrir því með neinum hætti að Bandaríkjamenn getur farið inn í Grænland með sömu rökum og þarna hafi verið einræðisstjórn í 26 ár. Ástæða fyrir þetta að byrja að tala um þetta var það, þarna sýnir það að Trump-stjórnin ber enga virðingu fyrir alþjóðalögum. Og til í að gera hvað sem er og þeir eru bara með hagsmuni sína með að tala um ólíun en ekki um lýðræði og allt þetta og þar með þá bara færist athygli niður á Grænland. Hvað er það sem er alltaf að sækja þangað? Það er ekki þetta að tala um að sé einhverjir kínverskir eða rússneskir bátar það snýst ekki um það. Þeir eru bara varabirgðir af málmum til þess að geta byggt upp heimsveldi fyrir næstu 100 árin. 1000 ára ríkið. Og sama rúksundafærslan, Grænland er að vesturhveli jarðar, Monroe-kenningin allt þetta sko. En þá þurfa þær að svara fyrir sko hvað gerist ef að Kínverjar að taka Tævan, er ekki Tævan in their hemisphere? Ég held að þessi undirbúast undir að segja ekki neitt. Ég held að það sé og það er það sem menn eru að hugsa að verði svona, en eins og það fannst mér athyglisvert þessum var einni þessi leikjafræðingur sem við talum áðan sko að hann var spurður, hvernig reiknum með gerast ef að Bandaríkjamenn fara inn og tækja Maduro? Í varmafræðin allt brotnar á endanum. Það er svoleiðis maður. Nei, hann sagði að bara það datt það engum í hug. Þetta bara kom þessi sviðsmynd bara hvartlaldir að þeim. Þetta var aldrei sett upp þannig. Þetta mannrán. Já, það er bara, þeim datt ekki í hug að Bandaríkjamenn myndu fara að ráðast, brjóta alþjóðalög svona. En þeir gerðu það með Noriega. Af hverju var sú sviðsmynd ekki ólöglegt? Þeir gerðu þá annars, það var tvennt sem þar var í gangi, sko, annars vegar var Noriega augljóslega, þó að mann lýsið yfir að Maduro hafi verið ólöglega kjörinn og þá er það bara yfirlýsing en Noriega hafi bara sett af kjörinn forseta, sko, og öðrulagi þá er Panama svolítið annað heldur en Venezuela, sko.
það er einum ástæðum. Já, en ég bara segja okkur kom það ekki inn í sviðsmyndina vegna þess að Noreika-dæmið klárlega mjög keimlíkt, sko. Já, það kom ekki inn í sviðsmyndina held ég hann fór ekki meir út í þetta, held ég fyrst og fremst vegna þess að því fylgjast margar óvissur að það borgar sig ekki, sko. Þetta taka þessu áhættu fyrir svona lítið er ekki þessu virði að taka áhættun, en Trump gerir það og þess vegna kemur Grænlandinn myndina að þetta er í þessu, ef þau tækju Grænland með hvaða ætti sem ég gera það skapar þetta mjög marga áhættu fyrir Bandaríkin. En ég bara að segja sko inn á við líka fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum inn á við, við sáum sko, gleymum því ekki að Trump lofaði sko nánast einangrunarstefnu, ekki foreign intervention eins og þeir kallaði þetta sko og hann fekk atkvæði þeirra sem að vilja ekki að Bandaríkjamenn séu mikið svona að þvælast inn í önnur lönd, svo brýtur hann það auðvitað, en sko þú veist þannig að röksemda fæslan inn á við fyrir Grænlandi versus Maduro dæminu öllu saman var sko, er allt önnur og það, þú veist, þeir færðu þó allavega þeir reyndu þó allavega og færðu við rauk fyrir því að hann væri ólýðræðislegur og þetta veri einræðisríki og hann væri hluti af einhverju fíkniefna smygli og narkoterroristi og svo framvegis sko. Það er ekkert hægt að segja það einhver stjórnvöld í Grænlandi. Það er ekkert hægt að ráðast inn í Núk og ræna Jens þarna. Þess vegna var áhersla hans á oljuna sem ég held að við fært athygli manna á Grænland. Því hann var, þetta varðarna, var sömuleyti bara til þess að komast hjá því að fá leyfi og þinginu til að ráðast inn í, þetta væri umlega lögreglulega gerð og alls konar svona yfirverp sem allir sáu og þau voru ekkert reyna að fela. Þau voru að segja bara, við erum að sækja oljuna sem þau tók að okkur. Og enda það, ég held að það sem er ásinn upp í hendinni, upp í erminni hjá stjórninni í Venezuela sem er Maduro stjórnin, mínus Maduro, er það að þeir vita það að Bandaríkjamenn geta ráðist inn, en það er alveg gríðarlega óvinsælt í Bandaríkjunum. Það er algjör upplýsning innan makkarhreyfingarinnar, því þá fara Bandaríkjamenn að deyja og þeir vita það alveg að það getur vel verið ráðist inn, sko. Og þó að Bandaríkjamenn, sko, þó að þeir fari bara í einhverja drónaárásir og eitthvað svoleiðis, sko, það er líka ofboðslega óvinsælt vegna þess að svona í makarhreyfingunni er einmitt sko mikil einangrunna stefna og einangrunna hyggja. Það er margt í makarhreyfingunni og ég held að við höfum að setja okkur svolítið inn í það líka sambandi við svona hugmyndi þeirra efsta dag og að við séum í einhverjum átökum góðs og íls og svona. En ein hugmyndin þegar maður var að reyna að skilja þetta hérna fyrir nokkrum árum, að það er hugmyndin að bandaríska byltingin, hún stoppaði. Og hvar stoppaði hún? Við landamæri Bandaríkjanna og Kanada. Aðallinn í Evrópu, hann ræður ennþá, er kóngur í Kanada og við verum að halda áfram amerísku byltingunni og það myndi því að líka að fara sko sunnar. Þetta voru hugmyndir sem að maður var svona, að því maður reyna að skilja því að stundum skiptir að máli svona hvaða svona einhverja grunn hugmyndi drífa áfram svona hreyfingu svona sérstaklega að reyna að skilja sko þjóðernisstefnu og eitthvað svoleiðis, þá er oft svona furðulegar kenningar. Þannig að því að Maga, þá var þetta meðal annars setja til innan Maga. Ég held samt að sko Joe Rogan hafi miklu meiri áhrif á Maga-hreyfinguna heldur en svona kenningar sko. Bara í alvörunni sko og hann er, þú veist, þráttur hann er eins og hann er sko að þá er hann bara alls ekki geðveikur sko. Þannig að þá hann skrýtna skoðanir okkur finnst sko, þá var hann ekki, þú veist, þá var hann ekki á jaðrinum í bandarísku samfélagi og gríðarlega vinsæll. Þannig að og einmitt talar mikið, sko, hefur talað gegn þessu svona, finnst mér sko, allavega hefur ekki verið hrifinn af svona árásum bandaríkjamanna og hernaðaríhlutum. Það er nokkri sem að maður hefði talið verið miklir áhrifamenn innan makarhreyfingar sem hafa gert það. En mér hefur sýnst það svona undanförnum vikum og mánuðum að andstaða þeirra við Trump er ekki svo sterk. Þannig að Trump er svo mikilvægt fyrirbrigði fyrir þessa hreyfingu að það er enginn til í að forma honum. Þannig að Trump gerir bara það sem hann vill og til að vera eðlilegt. Felst í því að hann verður að hafa einhver svona samkomulag í herbygginu. En það er 3 ár eftir. Og svo segir hann á þessum, því miður náði enginn okkur að hlusta á það til enda. Það sem hann heyrði á þessum, ég hugsaði að menni var horfa á þetta, auðmingja, hvað heitir hún, Melania, að þurfa að hlusta á þetta alla daginn. Greið konan. Er hún ekki bara með AirPods? Er hún ekki bara með AirPods? Hún flutt í Kaliforníu, sko. Þetta hlýtur að vera hryllingur að hafa svona mann á heimili. Því hann bara, en það sem hann segir, þá segir hann ef að verður kosið í
haust og hann heldur þessa ræðu 7. janúar, 5 ára afmæli árásar og þing og ég meina, hvað þýðir þetta? Ég meina, hvaða merkingu hefur það? Já, maður bara að segja, já, þetta nú bara Trump eitthvað. Ég meina, þetta hljóma bara eins og, þú veist, hann bara að testa það, hvort það sé hægt að koma einhverjum svona hugmyndunum það að ég meina, hann næri árangri og til þess að kjósa ef ég næri árangri. Hann tók að fram á, blaðamannafundinum á laugardagsmorgunin, sko. Í því samhengi þegar hann var að tala að hvernig hann hefði rænt Maduro. Það var kannski bara að gera það saman við borgarstjóra Chicago. Og fór og talaði linnulaust þar einhverja óöldin í borgum Bandaríkjanna aftur á þessum fundi þessum ræðu sem við gátum ekki hlustað á að þar fer bara bróðurparturinn fer í einhverja óöld, hann segir að það sé engin morð búin að vera í Washington síðan ég tók við, svo kom að menna að segja að það eru 56 eða eitthvað þannig hann að draga upp einhverja svona hugmyndum það að hann eini sem getur haldið stjórn á Bandaríkjunum. Já, en sko Bandaríkin samt byggð á sko, þetta þjóðfélag sem byggt mjög mikið á lögum og reglum og hefðum og venjum og þannig að sko já, eftir að sko, ég trúi því ekki fyrir náði ég tekið að sko hann búin að segja alls konar hluti og sögum bara sko skiptir hann skoðun eða eitthvað gengur ekki og það við sjá eitthvað dómsmál þar sem hann að hjóla í fólk og síðan sko síðan reynist það ekki ganga vegna þess að þau hafa sko meira sér dómarar sem eru sko skipar af honum, henda þessum dómsmálum út, þá bara missir hann áhugan og og fer í hann gangi í hvað sem eitthvað af þessu drasli fer í gegn. Já, það það sem ég að segja sko, hann missir áhugan og fer eitthvað annað og gerir eitthvað annað og svo framvegis sko. En sko, og ég held að stórspurningin eru þetta stjórnarhættir sem eru líklegi til að skila árangri og þá fyrir bara almenningi Bandaríkjunum. Nei, fyrir Trump-fjölskylduna. Ég held ekki sko. Fyrir Trump-fjölskylduna. Já, fyrir Trump-fjölskylduna. Ég held á endanum sko það var þessna sem ég segi sko, hvenær kemur að því að einhverjir fara að rotta sig saman sko, einhverjir frá valdamenni republikaflokknum segja við verðum að fara að gera eitthvað í þessu sko. Það verður ekki gæst ennþá sem að er svona tilefni til þess endilega, sko ekki miskosti nóg mikið en ef allt fer núna í bál og brand í Venezuela og það fer að þurfa að senda bandaríska hermenn sem fara að falla taka Grænland og Evrópa verður óð og NATO leysist upp það fær nú kannski einhverjar að segja, ekki kannski nóg komið, hvað kemur næst og hvað nú takkin, rauði takkin með það sem auðvitað líka áhugavert að hugsa sko, þessi vika búin að vera svolítið vika Rubio J.D. Vance hefur ekki sést og hann hlýtur þá vegna þess að þetta keppni milli þeirra hver ég var aftakinn það hlýtur eitthvað að koma frá J.D. Vance núna fljótlega. Það var svo góð vika fyrir Rubio að Þórdís Kolbrún sagði í Silfrinu kallaði hann Marco eins og hann var góði gæinn í hópnum það fikk að vera Marco í smá stund. En er þetta góð vika fyrir hann eða? Finnst þér hann hafa sýnt að hann hafi eitthvað tök á þessu eða? Ég sko inn í Bandaríkin, inn í bandarísk samfélag þá hann búin að vera í stóru hlutverki og hann maðurinn sem að sko Trump að treysta á og hann í viðtölunum og svo framvegis. Sko hann að veðja á þetta gangi upp. Sko. Já, hann að veðja á þetta gangi upp. Ég myndi ekki veðja, ég ætti að veðja, þú myndi ekki gera það, en ég ætla ekki að veðja. En ég sjálfur sem maðurinn sem hefur völdin í Bandaríkjunum fyrir Trump, að það Stephen Miller sko. Hann er maður bak við tjaldin og hann með í þessu en Marko getur náttúrulega ekki gert annað hann getur ekki farið á eitthvað mítið press og fara að tala það er nú svona 50-50 hann getur það en þetta svolítið sko það þannig tvær að takast á innan þessar hreyfingar greinilega það annars vegar þá svona meiri einangrunarstefna einbeita sér að Bandaríkjunum og láta bara Venezuela vera og ekki hugsa um þetta sko og Grænlandi, hver nennir að ljóstum það. Og J.D. Vance kemur úr þeim armi, sko. Og það J.D. Vance. Og hins vegar er Marco. Hann meira... Já, sko, hann... Af því að nú er hinn stefnan á áberandi. Það er að Bandaríkin sé að beita sér út um allt. Og Marco Rubio er meiri fulltrúi fyrir hana, sko. Hvernig, sko, á endanum verður þetta til þess að þeir fara að takast á raunverulega, Vance bara segir ok, ég ætla bara að draga mig hlé og fara að sína fjölskyldunum með hann en svo það verða núna sennilega í næstu viku verða umræður í þinginu í fulltrúadeildinu hvort að framlengja
þessa skatta eða þessa, hvað maður segja, þessa niðurgreiðslur á sjúkratryggingum sem að demokratar notuðu svona sem ástæði fyrir því að loka ríkiskerfinu. Það eru nógu margir þingmenn repúblikana í fulltrúadeildinni sem eru það hræddir sætin sín að þeir voru tilbúnir að ganga gegn forystunni og komið svo dagskrá. Það gæti og það er mjög sennilegt að það verði samþykkt í fulltrúadeildinni að framlengja þessu ár eða kannski jafnvel 3 fram yfir. Það verður ekki að lögum af því að öldungadeildin mun ekki samþykkja það er 60 atkvæði og Trump mun aldrei skrifa undir það. En þá fara held ég þá gleyma menn Venezuela þangað til að allt fyrir bál og brand. Takk eftir því, það er enginn að tala um Epstein-skjölin núna. Nei, það er svo. En svo náttúrulega fleiri faksjónir. Þú veist, við erum með Rubio sem vil fara til Kúbu, hann alltaf draumur, og við erum með Miller er náttúrulega mjög spennandi fyrir Grænland, held ég. Og J.D. Vance var alltaf sendið til Grænland á sínum tíma til að lobba. En svo er líka náttúrulega Netanyahu sem vil draga Bandaríki til Íran. Og það held ég heldur ekkert. Og ég minna þeir tóku Trump myndist á Íran í þessari ræðu, Þannig að það er líka annar hópur, annar angin sem er að lobbya Og svo þarf að takast á við Kína líka, sem er stóra máli fyrir Trump, er svona slagurinn við Kína. En svona stjórnvöld geta ekki haft fókus á Venezuela, Grænlandi, Tævan, Gaza, Úkraínu og Íran. Ég meina þeir geta mestalagi haft svona fókus á svona 2 atriðum, kannski 3. Þannig að einhver leyti er þetta líka orðið þannig að það hafi verið að dreifa athyglinni, þannig að kannski verður bara hipsum haps hvar athyglin síðan verður, Já, eins og segi, með þennan athyglisbrest sem að þessi stjórnvöld eru með, þá er þetta bara svona random og kannski, og þetta er ekkert endilega allt skipulagt. Nei, skilur hvað við, alls ekki, stundum. Eða einhverju svona stór policy að plotta bak við þetta, Og stundum breytist atburðarásin þannig að þá athyglin verður að fara á. Það er til dæmis með að Trump, einn af þessum mörgu friðarsamningum sem hann er búin að gera, 8, reyndar, en er Gaza. Og það er allir sammála það að Netanyahu, hann gerir það útilokað að það verður ekki friðarsamningar og það er flestir sem að spá því að þetta Ísraelsmenn byrja aftur hernaðinn í mars og þá fer athygli aftur beinast þangað. Þannig að það sem sagt, þú getur ekki stjórna allt atburðarásina því hún stjórnast á svo mörgu öðru, eins og segja allt fyrir bál og brand í Venezuela. Að þá bara beinist athygli þangað hversu Þannig að besta sem að Danir og Grænlendingar geta gert er bara að tefja þar til að athygli fyrir kannan. Það er að sprengja upp strætó í Jerúsalem. Segi það nú ekki, en þetta er svona. En þetta með að það verði kannski kosið. Ég held að vera kosið, ég er alveg sammála Fríðan. En hann er að gæla við eitthvað. En hann segir síðan að hann hefur gælt við það að bjóða sig fram aftur í þriðja skipti og svo hættir hann við. Svo segir hann alltaf, nei, það nú ekki geta. Hann er að segja þetta, hann er að vona alveg eins og hann hefur sagt ýmsa hluti. Hann er bara eins og þeir fyrst að sagði Grænlanda þá þið bara hlóðuð. Ég fann nú ekki, ég nú viðurkenna það, en ég fannst ekki fyndið. Nei, ég fannst að vera fráleitt. Ég meina 2017 þegar hann nefndi þetta fyrst þá voru gerðum með grínmyndir og áherslan hans á óöld í bandarískum borgum og viljans til þess að senda þjóðvarliðið, þannig sé næstu í svona bara eiginlega herlög inn í hann er að athuga hversu langt hann kemst með eitthvað. Í versta falli hugsa hann kannski þá kjósuðu bara og ég verð með herinn bara út á götum. En svo svipur ég að lýsa á þann að bara hafa ógn á göttunum. En ég held að ég veit að hann langar ekki að hafa kosningar því hann veit að það verður kosið að þá er mjög sennilegt að demokrata vinni, það er mjög líklegt og það mun valdunum ekki bara vandram hann ekki koma neinu í gegnum þingismenn ekki svo sem þurft að gera núna. Impeachment eftir ár. Impeachment, ég sé að hann verður bara fegin að fá það því það er svona því að senati mun aldrei raunverulega fylgja því eftir. Það er miklu frekar þessar alls konar rannsóknarnefndir sem hann nefnast af því að það eru þetta ýmislegt óreind í pókáttinu með hvernig hann hefur verið að græða peningar sem að ég held að mörgum muni finnast svona frekar. En það er náttúrulega alveg rétt en á móti kemur það skiptir ekkert öllum að því náttúrulega hans base mun aldrei trúa því og hann er lagalega
stikk frí, bara alla æfi sko. En náttúrulega Trump sko, hann gefur svo mikið í og úr alltaf eins og við höfum verið að segja sko. Ég meina Grænland er búin að tala Grænland rosalega lengi 2017-18 og það er náttúrulega ekki gerst sko, alltaf ekki ennþá vonandi aldrei en og það er saman með kosningarnar en það er náttúrulega bara að segja að gefa í og úr með hvort það verði kosningar segir okkur náttúrulega samt á hversu alvarlegum stað við erum og það er ekki þetta útiloka að það verði að það svo atburðast muni eskalerast áfram. Ég þekki fólk sem bara fólk sem vinnur við háskóla í Bandaríkjunum, býr í Chicago og er í alveg mjög áhyggjufullt það að verði bara hermenn á göttunum næsta nóvember sko. Og ég er ekki nefnir stöðu til að leggja mat hversu raunhæft það mat er en bara það að við séum í þeirri stöðu að geta ekki endilega raunhæft lagt mat á hversu raunhæft það er náttúrulega viðvörunum björnland. En ég held að það séu nógu margir innan repúblikaflokksins sem eru ekki tilbúin að ganga þetta langt að segja, þú veist, bara gefum skítið þetta allt saman, Jesús Kristur meðalvor og við bara látum hann ráða, sko. Hvað er eftir að þessum repúblikaflokki? Já, sko, þetta er líka bara, ég meina, hann hefur sjaldan verið óvinsælli heldur en hann er akkurat núna, sko. Þannig að fólk er ekki ánægt með stöðun í efnahagsmálum, utanríkismálum, eina staðan þar sem hann var náð að einhverju pari var, sko, í innflytjendamálum, þar sem, sko, ótrúlegt hvað margir eru ánægðir með þetta ofbeldi sem að æsir að sína. En í flestum öllum málum sem skipta máli, það er að segja atvinnumálum og efnahagsmálum og verðlagi, þar er hann mjög óvinsæll og langt undir 50% og vel undir 40% er segja. Þannig að og það er bara forseti sem er í vandræðum. Það er forseti sem kemur ekki sínum málum í gegn vegna þess að á endanum þá eru þingmennirnir í fulltrúadeildinni sem eru á leiðinni í kosningar núna í nóvember og öldungadeilda þingmennir sem eru leiðinni í kosningar sem eru þriðjungur af þeim sem eru leiðinni í kosningar núna. Þeir vilja fá endurkjörn. Ég held að þegar ég var að hlusta á fréttafundin hérna á Laugardeginu þá hugsaði ég að hann horfir á þessa aðgerð til þess að auka vinsældir sínar og ég fór yfir og horfði á Fox og þar var sko kynningi svo að okkar kall, stekkikall, hann fór og kýldi kallinn hinn og nú er hann bara búin að vinna, okkar kall vann. Og það var svona eiginlega hugmyndin að það væri salan inn í Bandaríkjunum. Þess að fór ég að skoða þessar skoðanakannanir og sá að þetta er ekkert að fljúga. Þetta er nefnilega ekki að fljúga, það er bara málið og síðan bara vegna þess að þetta er flókið og vegna þess að það gerist og þetta er fólk eins og við vorum að tala um hérna í upphafi að þá gerist eitthvað annað og þá, þú veist, og þá komið viðbrögð og ef það er sagan eftir 6 mánuði að stjórnarfari Venezuela hefur ekki breyst með neinum hætti og það er en Bandaríkjum kjósundum er alveg saman það? Nei og svona bæði og flóttamenn hafa ekki snúið heim og þetta er í rauninu sko þessi aðgerð að hún skilaði engu nema bara taka Maduro út að þá held ég að sé miklu erfiðara fyrir hann að segja já við þurfum þá að láta knið fylgja kvið og gera næst eða hvað. Ég hugsa að það væri besta útkoman fyrir Trump sem að gæti orðið að það gerist ekki neitt. Það bara verði áfram þessi Delcy Rodríguez það eru bara ný Maduro. Þá ég held að það sé að jákvæðstum fyrir hann sem getur gerst af því að ég held að allt hitt er slæmt fyrir hann. En kæru sakfræðingar, 7. janúar, 5 ára afmæli árásar á þinghúsið sem er mikla alvarlegasti atburður í bandarískri sögu á þessari öld, eða ekki? Svona sambandið að vera að horfa á líður kannski síðustu líka innanlands sko en já náttúrulega 9/11 er þarna líka en þú veist það er eitthvað stað hann er alltaf bara 5 ára afmæli þar sem að hann var svona drifkrafturinn í þessari árás á þinghúsið alveg sama hvað hann er kvartar yfir BBC hann heldur þetta sem hefur lengi heitað Lincoln Center en er nýbúið að skýra heitir núna Trump Lincoln Center Kennedy Center næst verður það Trump Lincoln Memorial og hann er að segja að kannski verður kosið. Þú veist, þetta hljómar ekki vel. Nei, þetta hljómar bara ömurlega illa. Og hann líka hugsa sér, já sko ástæðan fyrir því að 7. janúar var ekki raunverulega þessi stóri atburður, minni atburður heldur en 11. september var það að þetta mistókst. En það var bara, þú veist... Hending? Já, það er sko... það hefði getað hefnast. Já. Ég meina það var hending að það var bara þannig, það var bara hending að það er engin þingmaður sem að dó sko. Það var bara hending og hefni að engin þingmaður og það var manneskja sem að sko dóð þarna og það eru fólk sem hefur dáið í kjölfarið. Þannig að og það sem að manni finnst sko
Og það þetta sem ég meina að ég held að það séu, þú þarft að vera mjög forhertur maka til þess að telja að þetta sé það samfélag sem þú vilt búa í. Af því að ég held að það sem getur alveg bjarga Trump, sko, ef hann til dæmis efnahagslífið fyrir allt í fljúgandi blúss á næsta ári, eða þessu ári fyrir ekki næsta ári komið, að þá veit maður ekki hvað gerist. En ef mann taka fjárfestinguna sem hefur verið í gervigreindinni á síðast ári út úr myndinni, þá samdráttur í Bandaríkjunum. Þannig að það er og hlutabréfamarkaðir fóru illa á síðast ári, þannig að venjulegt fólk er ekki að finna fyrir neinum uppgangi. Það er bara Trump-fjölskyldan. Og hann er í vandræði með verðbólgu. Það hafi getið eftir hann er byrjað að segja groceries. Hann er aldrei farið í búð, sko. Og það einhvern veginn var einhver ræður að vera að tala groceries og sagði að það verið skemmtilegt orð, þetta groceries. Svona þið aldrei bara nefnt áður. Þannig að maður finnur alveg að efnahagsástandið og verðbólgan að hann veit alveg að þetta er ekki góð tíðindi. Og cost of living og allt þetta stundum talar hann þannig, stundum þolir hann ekki. Þannig að hvað er í ískapinu? Hann er ekki eins og öruggur með efnahagsmálin eins og hann lætur. Hann ætlar alltaf að ef hann ætlar bara að stela olíu núna, olíunni sem er núna þegar á tunnum frá Venezuela til þess að lækka bensínverð heima fyrir. Hann er kannski í textunum að það er bara meira sem fylgir. Eins og við höfum lesið fréttir núna umfjöllina, það er erfitt að vinna þessu olíu, þeir þurfa að fjárfesta mikið í ég veit það en þeir eru nú með einhverja hreinsistöðar í Suðurríkjunum Mexikóflóa sér hann til þess að eiga við Venezuela olíuna en þeir þurfa þetta tekur alltaf langan tíma, það er bara það sem þetta er 10-15 ára verkefni Já, til að olían fara eitthvað að renna. Já, til þess að skipta máli, og það að olíuverð lækki, það er ekki góða frétti fyrir olíuiðnaðinn í Bandaríkjunum vegna þess að nú þegar er tunnuverðið þannig að það er undir kostnaðarverði framleiðslu í Bandaríkjunum. Já, það er fyrirtækin býð ekki til löngum bunum að reyna að fara til Venezuela að fjárfesta í milljarða dollara í einhverjum olíuvinnslu sem að getur verið þjóðnýtt eftir 10 ár, og þetta er bara sama eins og með tollana, sem að voru meðal annars þeir eru auðvitað rökstuðið með alls konar rökum sem að all stangast á, en einn af rökunum eru þau að þetta verið til þess að nú flýti fyrirtæki til Bandaríkjanna og byggi það upp til þess að vera innan markaðsins. En það tekur 10 ár og það hefur engin hvorki kjósendunum Trump nokkur að þolinmæði slíkt. Nei, það eru fyrirtæki að fara á hausinn vegna þess að aðfengin hjá þeim hafa hækkað svo í verði að þau ráðu ekki við bandarísk fyrirtæki í iðnaði að framleiða inn í bílaiðnaðinn. Ég er að fara á hausinn vegna þess að þau aðfengin eru komið svo háa tolla. Og svo náttúrulega líka hafi Trump tekist að kúa ríki á borðið Suður-Kóreu og Japan til þess að fjárfesta í Þeir segjast allir fjárfestum. Hefur séð það eitthvað? Ég meina það eru versmiður nú þegar frá Suður-Kóreu í Bandaríkjunum og það verður auka, en svo kemur á daginn að þau get ekki mannað versmiðuna sína nema að færa fólki frá Suður-Kóreu til þess að vinna störfin, af því það er bara ekki sérfræðiþekkingin í framleiðslu er bara skortum skammt í Bandaríkjunum. Það gerðist nú atvik í haust þar sem að sérfræðingar frá Suður-Kóreu voru handteknir. Þetta voru versmiður sem var að byrja fyrir löngu síðan. Svo kemur æs og hendur þeim á landi. Og það er það sem gerðist. Byggja hérna í Arizona í Marriott, alveg tævansk fyrirtæki að byggja hérna svona chip factory, svona örgjafa versmið, alveg rísastóra. Það er allt í tómu hassi, af því að bæði eru vantar á verkafólk til að vinna þarna. Öðrulega þá er svo mikið af ellilífeyrisþegum sem búa þarna sem að vilja alls ekki hafa þessa versmiðu þarna í nágrenninu. Tævan vinna menn, 6 daga vikunar, 12 tíma eins og ekkert sé, í Bandaríkjunum en annað því ekki, Þannig að fyrirtækin alltaf segja, kannski er nú ekki svo sniðugt að vera fjárfest í Bandaríkjunum af því að það er svo alls konar aðrir þættir sem að... Já, við erum líka að sjá í þessum mótmæli gegn gervigreinda gagnaverunum vegna þess að orkuverðið er að hækka vegna þess að taka... Það er hafasturinn. Það er hafasturinn að byggja gagnaverin. Já, ég veit það, en það er líka gerast vegna þess
að þeir hafi ekki undan að framleiða nægilega orku til þess að standa undir þessu. Og loka fyrir síðan sólarorku og vindorku sem að hérna... Miklu hraðari vöxtur í orkukerfi Kína heldur en í Bandaríkjunum. Miklu hraðari. Herðu, við verum að koma hérna, gaman að fá okkur og þau komum kannski setna í Trump-tíman. Við ætlum að hafa þetta vikulega í trausti þess að Trump skaffa okkur í hverju viku. Eitthvað tilefni til þess að spjalla þetta. Guðmundur, Sveinn og Fríðin, kærar þakkir. Takk. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá ætlum við næst að víkja sjónum okkar að fasteignamálum. Flestir okkar Íslendinga eiga nú svo sem ekki margar aðrar eignir en þá peninga sem að liggur í fasteignunum okkar. Og frá árinu 2021 hefur fasteignaverð á Íslandi hækkað 50%, hvorki meira en minna. Það eru náttúrulega góðar fréttir fyrir marga og ekki síst þá sem ekki skuldugir. En Guð hjálpi þeim sem á leigumarkaði, hugsar maður. En það kom í gær út svört skýrsla á vegum leigjendasamtakanna þar sem fram kemur að húsaleiga hefur stökkbreyst og mörgum leigjendanum mjög íþyngjandi. Þannig að það má álykta að bilið á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki það vaxi í svona árferði. En árið í fyrra var þó svolítið öðruvísi heldur en árin á undan. Það má spyrja sig hvort einhvers konar vatnaskil séu framundan, hvað varðar fasteignaverð, hvort fasteignaverð hafi toppað og hvort það muni lækka á þessu ári sem nú nýhafið. Til að reyna að leita svara við þessum spurningum og fleiri spurningum hef ég fengið Pál A. Pálsson, fasteignasala. Þú sestur hér við Rauðaborðið í fyrsta skipti á æfinni. Takk fyrir það, mikil heiður. Já, heiður að fá þig, gaman að fá þig. Vertu velkominn. Takk fyrir það, vinur. Sko, 50% verðhækkun á svona skömmun tíma. Já. Einstæmi í Íslandssögunni eða hvernig þetta sögulegu tilliti? Sko, það nú síðustu svona 30 ár cirka bát, þá meðalhækkunin og í kringum 9-10% ári. Vissulega innan þessa tíma, innan 5-10 ára tímabila, þá náttúrulega sveiflur. En þessi hækkun svolítið sérstök. Svolítið svona öðruvísi vegna þess að raun og veru frá 1. janúar 2021 til 1. apríl 2022 á þessu stutta tímabili þá hækkar markaðurinn 34%. Það alveg lýðilegt. Þú manst hvað var að gerast þá? Farðu aðeins yfir það? Það var COVID. Það var náttúrulega lækkuðir vexti og það var náttúrulega allir hægt að ferðast og menn höfðu enga aðra leið fyrir peningarna sína en að reyna að fjárfesta í þetta. Já, líka bara ódýrt að fá peninga til að kaupa lán. Vextinni ekki neitt. Vextinni fóru niður ekki neitt, einmitt til þess að bara örva samfélagið. Og síðan gerist þarna COVID líkur, apríl 22. Raun og verið svolítið skemmtilegt að segja að frá apríl 22 til dagsins í dag þá hefur markaðurinn hækkað 16%, sem raun og verið mjög lítil hækkun í langtíma samhengi. En sko, 10% af þessar hækkun gerðist á 6 mánaða tímabili, það að segja frá janúar 24 til júní 24. Júní, júlí. Og hvað var að gerast þá? Það var eldumsbrot í Grindavík. Þannig að sá hópur sem flytur úr Grindavík kemur allt inn á markaðinn,
kaupir eignir og þrýstir verðinu upp. Það er búin að nefna 2 ytri þætti sem hafa mjög mikil áhrif. Já, sem hefur mjög mikil áhrif á fasteignaviðskipti. Þannig að ef þú tækir í burtu Grindavíkur áhrifin og þá væri hækkun frá raun og veru apríl 2022 lítil sem engin, sem var náttúrulega tilgangurinn með hjá Seðlabankanum að hækka vextina til þess að tempra það að fasteignaverð myndi halda svona áfram að hækka næstu þeim stjórnlaust. Og upp úr þessu koma alls konar krísur, skortur á lóðum og svona, og núna sitjum við enn uppi með hábölvaða allt og háa vexti og það hefur svona að mörguleyti verið snúið fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn. Sko þetta svolítið svona fyndin hringrás, þessi fasteignarhringrás. Ef við horfum tilbaka 2018-2019 þar sáum við ekkert ólíka tíma. Þú veist, það voru einhverjar 700-800 íbúðir sem stóðu lausa til afhendingar, nýbyggingar íbúðum. Það var kennarverkfall, það var lóðnuskortur, váer fór á hausinn á þessum tíma og fólk var svolítið að halda sér höndum. Það var svolítið hrætt. Salan var ágætt, en síðan kemur COVID, vextirnir lækkuðu og bara hreinsaðast út á markaðnum og ég man alveg eftir þeim tíma þar sem að voru kannski 400 eignir inn á markaðnum og 30-40 manns í opin hús og maður horfa á 60 tilboð hverja eign og þær voru öll bara 2-4 milljónir yfir auglýst verð og síðan gerist það náttúrulega Seðlabankinn bregst við kjölfar á COVID með að hækka vexti til þess að fyrirbyggja það og var náttúrulega hvetja sveitarfélögin og þetta hefði maður viljað að árunum 2018, 2019, 2020 þeir hefði haldið áfram að skipuleggja og útluta lóðum þannig að hefði verið nú framboð á þessum tímabili 20-22 en það gerist ekki, það var brugðist aðeins og hægt við og raun og veru þá var farið í gang útluta lóðum og nú raun og veru ef maður fær rauk fyrir því að raun og veru núna offramboð sérstaklega nýbyggingum. Tæplega 50% af öllu því sem í sölu á markaðnum þetta eru nýbyggingar sem að seljast mjög illa. Já. Það er líka með sumar nýbyggingarnar að við verðum að geta bara talað um það upphátt á mannamáli að þær eru ekki nógu vel heppnaðar. Nei. Og það hefur ekki svona hjálpað til í þessu að það eru flöskuhálsar. Já, eins og hvað finnst þér? Myndið þú kaupa íbúðir í miðbæ Reykjavíkur í dag? Og hver var fyrirstaðan? Ég bý í miðbæ Reykjavíkur. Þú býrð í miðbæ Reykjavíkur? Þannig að ég neyðist til þess að svara þetta. Mér finnst mjög gott að búa í miðbæ Reykjavíkur. Ég bý í 101 Fjólugötu. Okay. Það fylgdi bílastæði þegar ég keypti. Guð blessi bílastæði. Já, Guð blessi bílastæði. En ég skil alveg hvað átt við og við höfum svo sem fundið fyrir breytingum nánast hvar sem við búum. Hér náttúrulega hefur fjölgað hratt. Umferðin verður verri og verri. Það eru aðri tímar en voru. En ég held að byggingar sem að hvorki taka nægilegt tillit til ljós, fagurfræði, hljóðvistar og í einhverjum tilvikum bílastæðamál í ólestri. Ég held að það sé ekkert skrítið að þessar byggingar fari ekki leiftur hratt. Nei, það var einmitt ég hef oft sagt að þeir eru út að selja eign að þá snýst þetta svolítið það, segjum allar að fara að selja íbúðinni í Fjólugötu. Þá snýst þetta svolítið það að aðilinn sem að koma og skoða hér, kaupandinn sem nýi eigendina, þú ert í raun og veru ekki að selja eignina þína, þú ert í raun og veru að selja einhvers annars og þá skiptir svo miklu máli að þessi aðilar sem hefur að sína áhuga að kaupa íbúðina kom inn og hún líði vel og það eru nokkri þættir sem hafa gríðarlega mikil áhrif á það að fólk lappar inn í einhver rými og hugsa bara, vá, hér á ég heima. Svo þú lappaðir hingað án inn í þetta stúdíó, þú settist og þú rættir að þér finnst góður andi hann. Já, mér líður vel. Já. Þetta eitthvað sem maður kannski kemur ekki fingri á en eitthvað. Það eitt af þessu sem þú vorst að ræða, það birtan. Og
það er birta og það er hljóð og það er lykt, það er semst skynfærin okkar. Það er það fyrsta sem þú upplifir þegar þú labbar inn í eitthvað rými. Það er fyrsta sem þú upplifir bara þegar ég hitti þig í fyrsta skipti. Bara hvernig ég upplifið það bara, ok, ég fann bara strax góða orku, skilur við. Og þess vegna hefur þessu umræða og var til dæmis bara umræða ykkur í sjónvarpinu í gær, þætti í gær, frábær umræða birtuskilyrði og arkitektar og fleira hafa verið að ræða þetta og mjög margt sem ég lærði til dæmis í þessu viðtali sem ég lærði að birtan sem kemur frá glugga bara nær held ég 4 metra sem hún sagði og munur og norður og suður birtu. Akkurat, hvernig það snúa og svo framvís. Þannig að þetta er hlut af ástæðinni sem margir telja í nýbyggingum. Það hafi ekki verið hugsað nógu vel fyrir. Auðvitað er þetta að búa til birtu, þú veist, inn í íbúðum og þegar fasteignasalar selja íbúður þá oft er bara hlutar ráðleggingunni að bæta birtuna. Þú veist, opna rýmin og gera rýmin aðeins opnar og bjartari. En þetta er umræða sem er mjög hávar, sérstaklega meðal arkitektarsamfélaginu. Þeir hafa verið að gagnrýna ekki bara ljósið sem kemur inn, heldur bara þéttingin, þú veist, þeir eru bara orðin komin á aðra hæð. Þetta er bara, eða ég vel fyrstu hæð í ákveðnum hverfum, þá er þetta bara sama tilfinning eins og þú keyptir kjallaríbúð bara þegar við vorum ungir, skilurðu mig. Þú veist, þannig að út af því að bara birtan, það er bara of stutt á milli eigna, milli íbúða, nýtingin á lónum verður svo mikil, þó að við eigum nóga landsvæði. En þegar við vorum ungir og þegar við hófum okkar búsetusögu eins og hjá mér, maður þurfti náttúrulega að flytja brott, elst upp í Mývatnssveit. Fyrst leigi maður kannski eitt lítið herbergi á Akureyri, svo leigi maður einhverja kjallarahólu þegar maður flyttur til Reykjavíkur, svo kaupir maður fyrstu íbúðina og hún er kannski á jarðhæð eða eitthvað svoleiðis og hún kostaði ekki neitt. Nei, hvernig keyptir fyrstu íbúðina? Hvernig lán varstu með? Hvernig safnar þið fyrir útborgun? Lífeyrissjóðslán. Þú tókst lífeyrissjóðslán? Já, og átti svo einhverja útborgun og ég minnir að ég hafi raunverulega átt hana. Það var nú svona upp og ofan manni með fyrstu kaupendur, hvort og sagðist bara eiga peningana og svo nurlaður eitthvað og En manst eftir þinn tíma þar sem þú raunverulega borgaðir útborgun yfir heilt ár? Ég kaupi mína fyrstu íbúð 97 og ég kaupi hana á 5,7 milljónir upp í Gauksólum í Breiðholti. 5,7 milljónir. Ég ætlaði að fara að ræða það. Ég held að mín fyrsta kosta 5,6. Já, einmitt. Og ég tók eitthvað lán, man ekki alveg hvað það var, og svo borgaði bara útborgunni yfir árið. Og maður þurfti bara að vinna eins og skepna til þess að ná í útborgunni. Og ég var ekki búin að safna mig fyrir henni. En varstu búin ég rætti þetta við foreldrar minn og svona, þú veist, það var bara farið og unnið. Það var bara að fara út á land og unnið allar sólarhringinn og unnið á daginn og þjónað á kvöldinn. Já, ég tek undir þetta. Við vorum á þessum tíma mjög margt ungt fólk var í þeirri stöðu að geta unnið alveg gríðarlega mikið. Já, einmitt. En við erum að tala að 5,6 milljóna króna íbúð á þessum tíma, þú myndir selja hana á 80 til 100 í dag, er ekki? Í réttu hverju? Þessi íbúð, 3 herbergja íbúð í Gauksólum í dag er að kosta 60 milljónir. 60? Cirka, já. 97, þetta eru tæplega 30 ár síðan. Og eftir því sem að því að þú ert að segja að fasteignaverð hækki í prósentum, eftir því sem verður hærra, þá er 10% hækkun alltaf fleiri og fleiri milljónir og miklu fleiri milljónir heldur en var hérna í gamla daga. Og ég myndist aðeins á leigjendurna áðan vegna þess að hugur minn er hjá leigjendum. Þetta er ekkert grín að festast í þeim vítarhing. Ég bara skil ekki hvernig þú veist, þú er kannski að leigja kannski par, leigir fyrir 320.000 á mánuði. Hvernig fer það að safna fyrir íbúð? Það er bara hlýtur að vera nánast ómögulegt. Veist, ég bara skildi ekki, án þess að fá hjálp. Og það væri náttúrulega allt í lagi að vera leigjandi ef þú væri að borga svipað í leigu og borgar í húsnæðislán. Ef það væri bara þín ákvörðun. Og ef leigumarkaðurinn væri stabíll. Og tryggir lengri 5-10 ára leigu. Eins og bara þekkist í Kaupmannahöfn og í London. En svo er ekki. Nei, en svo er náttúrulega þetta er snúin staða líka fyrir leigusala. Þú veist, nú þekki ég nokkar leigusala, allir minn sér svo þekki ég eitt mjög góð vinur minn, hann er að selja nú 2 íbúðir, búin að selja aðra þeirra og er að fara að selja hinn þeirra.
hann sagði bara þetta borgar sér ekki lengur. Borgar það sér ekki lengur? Að leigja út. Að leigja út? Já, meðan fjármagnskostnaðurinn svona hár. Ég hef aldrei keypt þessi rök. Sko. Nei, en þú veist, nú til dæmis, sko, hann borgar 11% skatta af leigutekjunum sínum. Hann, er reyndar einn af þessum aðili sem að hann vill leigja sanngjarnt. Hann er ekki að auglýsa, fær 40 fyrirspurnir og velur þann sem borgar mest. Hann vill bara borga, þú veist, rukka sanngjarna leigu. Og ég segi það nú í leigusalan alla, það er betra að fá sanngjarna leigu og fá alltaf greitt og fá fólk til að ganga vel eignina. Þess að ágóði margra þeirra sem hafa verið að kaupa eignir til að leigja út liggur í hækkun á fasteignaverði. Það er ágóðin sem fólk hefur verið að horfast í. Ég er alveg sammálaður með að leigusalar eru náttúrulega margbrotin hópur og það er ennþá til alveg slatti af bara heiðarlegum leigusölum sem er ekki að okra á leigjendum. Flestir eru þannig. Það kann að vera. En sko, eigum við samt ekki frekar að hafa fókusin á leigjendunum heldur en leigusölunum? Jú, ekki spurning. Já, og sko ég veit að þú ert fasteignasali, þú ert ekki stjórnmálamaður. Nei. En í þínu starfi þá hlýtur það að hafa svona velt svolítið fyrir þér þessari þróun. Já. Ef leiguverð hefur hækkað 5-falt á einhverju árabili núna, að einhverju leyti hefur þetta áhrif á markaðinn. Það eru einhverjir að kaupa upp 100%. Og ég man vel eftir því eftir hrunið. Í raun 2012 til 2014. Þegar það voru, og raun og veru hefur verið undanfarin á líka, svona stórir, sterkir, efnameiri hópar sem hafa verið bara að reynsa upp íbúðu til þess að eingöngu þeir tilgangi að leigja þær út. Og það hafa myndast hóparinn í Íslandi sem eru orðið mjög stóri leigusalar. Markmið þeirra er að græða sem mest. Sko, þetta er endilega mismunandi filosófía hjá fólki. Ég þekki líka fullt af leigusölum. Ég á góðan vin, hann er læknir, hann á einhverja 5 eignir. Hann enda komst í fréttinnar óvart. Hann enda gaf eftir desembermánuðinni. Ég veit ekki hvort hann hefði gert það í ár. Það sem að tilgangurinn hans var bara að kaupa íbúð til þess að leigja þannig að getur staðið undir sér. Og svona reksturinn, það er að segja lánin, fasteigngjöldin og svo framvegis. Og hann gaf eftir desembermánuð og hann fekk mikla virðingu frá mér allavega fyrir. Þetta eru náttúrulega, ég segi alltaf sko business eða viðskipti snúast fólk en ekki peninga. Það er svolítið svona svo hugsun sem er hjá þessari nýju kynslóð sem er að komast inn í viðskiptalífið, þú veist. Þannig að en varandi leigusalan eiginlega að taka þetta er náttúrulega mjög flókin staða. Hún hækkar endalaust, nú eru skattar að hækka. Ég þekki ekki marga leigusala sem mun ekki setja þessa skattahækkun inn í leiguverðið. Þannig að þetta er rosalega flókin staða og við erum séreigna þjóð, við viljum eiga það sem við eigum. En er það ekki eins með leigusalana og til dæmis bankana að við auglýsum eftir samfélagslegri ábyrgð frá bönkunum og við teljum okkur ekki að hafa séð þá ábyrgð núna skeið. Það sagði nú í einhverju skaupana, ég held að það hafi verið Villi Vandræðaskáld og konan sem er með honum sem ég man ekki alveg hvað heitir. Nei. Að við yrðum að ræna hraðbönkum til þess að fá útborgun fyrir fasteignunum. Því bankarnir væru ekkert að hugsa að lána okkur peninga í það. Nei. Það var svona frá sjónarmiði ungra Íslendinga og hérna með sama hætti og við auglýsum eftir sko, samfélagsábyrgð frá bönkunum aukinni, þá verðum við líka samt, er það ekki, hvað var þar leigusala að svona að einhverju leita höfða til samfélagslegar ábyrgðar þeirra. Já, það hefur líka verið rannsakað sko. Þeir sem sýna fram á meiri samfélagslega ábyrgð. Það fylgir því, sko fylgir fiskur samfélagslega ábyrgðar er aukinn hagnaður. Þannig að það má færa rök fyrir því að því meira sem hún leggur til, því meira farið tilbaka. Og þetta snýst allt gildi fólksins sem er í viðskiptum, sem er að, þú veist, kaupa fasteignir til að leigja þær út.
þú veist, og og þeir gera sitt besta að, þú veist, að reyna að vera með sanngjarna leigu. Þú veist, ég ekki að segja að menn þurfa að borga með eignunum sínum og en finna samt einhvern sanngjarnan flöt. Annað en það sé lausnin frá leigutökum að biðja bætur. En svo náttúrulega bara skattgreiðendur sem borga húsaleigubæturnar. Skilurðu mig? Þannig að þetta flókin staða og maður veit ekki hver einfölda lausnin annað en það að frambúðið þurfa að vera nóg á hverjum tíma. Þetta ekki heldur í lagi þegar auglýsir íbúðin og segjum svo við ættum íbúð saman í Engihjalla. Við myndum að auglýsa hana, bara fyrsta sólarhringin var komið einhversta bylunum 30-40 fyrirspurnir. Það heldur ekkert eðlilegt. Nei, það heldur ekkert eðlilegt. Þannig að... En í ljósi þess að fasteignaverð hækkaði aðeins 2% á höfuðborgarsvæðinu á liðnu ári og 1,8% á landsvísu og þar til dæmis segja nú fyrir norðan og Akureyri að markaðurinn sé algjörlega botnfrosinn, það seljist eiginlega ekki neitt. Nei. Að gætu við þá verið eins og sumir hafa verið að spá, það raunverulega möguleiki að fasteignaverð lækki á árinu 2026 alltaf 5% eins og sumir hafa haldið fram? Greiningar aðalar sem hafa verið að greina markaði mjög vel og ég hef lesið meira minn allar þessar greiningar þeir að spá svona 4-6% hækkun á þessu ári. Hækkun? Já. En þú hefur líka heyrt í hináttina? Já, ég hef heyrt það og það til tvær hækkanir og lækkanir. Það annars vegar nafnverðshækkun, það að segja þú átt 60 milljónir króna íbúð, hækkar 10% og hún orðin 66 milljónir króna virði. Svo raunverðshækkun eða lækkun, það að segja þú ert með 60 milljónir króna íbúð, hækkar 10%, 6 milljónir, verðbólgan hækkar 11%, þá raunlækkun upp á 1%. Þannig að ef við horfum fram á 4-6% hækkun á nafnvirði þessu ári hljómar sér rosa þurrt og erfitt og leiðilegt efni en mikilvægt að kunna þetta. Það er svo mikilvægt að skilja þetta og við erum samt að horfa samt svipaði verðbólgu. Þannig að raunhækkunin og lækkunin verður, það raunverulega hægt að því að það getur orðið raunlækkun á þessu ári. Það kannski allt í lagi til skamstíma eða hvað og kannski bara eðlilegt í ljósi þess sem hefur orðið? Ég bara af hverju ekki að halda þessu bara í skefjum. Þú veist, og laun hækkuð 7,7%. Þannig að það miklu eðlilega. Það búið að vera svo lengi þannig að launin fastanum verður að hækka kannski 10-15%. Launin hækka kannski 6-8%. Nú náttúrulega hækkuðu launin 7,7% og fastanum verður hækka 2%. Þannig að fleiri hafa getað að kaupa. Svo er þetta bara spurning með vextina. Verðbólgan stór í skatturinn okkar. Kannski þarftu ekki vasareikni til þess að reikna það út. En kannski getur bara farið yfir það í huganum. Mér langar svona aðeins til þess að segjum að einstaklingur eða hjón sem skulduðu 50 milljónir í húsnæðislán í fyrra og á höfuðborgarsvæðinu mat fasteignarinnar 2% hærra núna, hækkaðan 2%. En vextirnir af 50 milljónum eru náttúrulega blóðir. Þetta dæmi, í þessu dæmi þá þetta fólk að tapa peningum, það ekki? Alveg ljóst. 50 milljónur krónar lán á... ef þú ert með 50 milljónur krónar lán og þetta þannig það sem ég hoppar einu í annað kannski líka að 50 milljónur krónar lán í 5% verðbólgu ef það verðtryggt hækkar þá 5% ári 2,5 milljón. Segjum svo þau séu 70 milljónir króna eign sem hækkar 2%. 2% af 70 milljónum, hvað er það? Það 1,5 milljón. Já. Þannig að þá ertu raun og vera að þá eigi féð þitt í eigninni að minnka við þessar aðstæður. Já. Þannig að draumur okkar allra að ná verðbólgun niður, ná vöxtum niður. Já. Það þarf að vera aðal fókusin og það þurfa að vera aðal fókusin í mörg ár
og það náttúrulega enginn sem hefur eins mikil áhrif á það eins og ríki og sveitarfélög. Og Seðlabanki. Já, hvað var það vextina? Já, sko vextin er náttúrulega verkfæri til þess að reyna að ná verðbólgu niður. Eitt af mörgum. En Seðlabankin beitir alltaf sama verkfærinu, reynir að píska eigin þjóð til breyttara hæðunar. Já. Og kannski næri það ekki til allra. Nei. Og líka það þessu umræði með raunvextina líka eru rosalega háir. Já, allt og háir. Þar sem munurinn á seðlabankavöxtum og verðbólgunni er bara, munurinn þar á milli, hann er bara allt og hár. Og óútskýrður með vissum hætti finnst mér í samanburði við nágrannalöndin. Ég hef oft hugsað þetta, út af hverju allir hafi vextina svona háa, þó það sé ekki þörf fyrir það. Og eina niðurstaðan sem ég kemst ekki nema þú sett með betri hugmynd, að þetta sé bara einhver forsjárhyggja. Að það sé bara verið að fyrirbyggja það að við lendum ekki sömu aðstæðum og lendum í hérna 21-22. Það sé fastinu verið að vera að hækka kannski 1-2 milljónir á mánuði. Já, ég held þessi sammála þetta er forsjárhyggja með hag ríkisins að leiðarljósi. Já. En ætti ekki þú opinbera líka að hafa hag hins almennaborgara að leiðarljósi og þarf ekki einhvern veginn að ná dansi á milli einstaklingan og ríkisins. Og hvað var það alltaf skuldugt fólk þá þetta náttúrulega alveg ríkalegt hlutskipti sem að Íslendinga búa við núna. Heldur betur. Og það endalaust verið að senda þeim fingurinn sem skulda pening. Það endalaust verið að refsa það meir og meir. Á sama tíma og við vitum að fólk fæðist með mjög ólíka bjargir til þess að eignast pening og fé. Og þá komum við að næstu spurningu. Þú hlýtur á árinu 2025 í mjög miklu mæli að hafa orðið var við að þegar ungt fólk kaupir íbúð þá skiptir nú dálítið miklu máli að eiga foreldra sem að eiga pening, ekki satt til þess að aðstoða. 100%. Það er næstuð undan. Ég var með krakka heimsókn hjá mér í gær. Komin að skrifstofu, æðislegt ungt, duglegt fólk, stelpan inn í námi, hann er að klára námi, komin í mjög góðu vinnu, markastarf. Og þeim vantar bara ráðgjöf. Þú veist, hvað þegar ég tek fyrstu kaupendum ég er með frí námskeið fyrir fyrstu kaupendur bara til að kenna þeim á bara svona lingóið og svo framvegis og ég spurði þau, hvað er þið búin að safna fyrir miklu? Og þau sögðu sikkur á 16 milljónir og ég bara hvernig fóru það því? Það er bara hjálp frá afa. Þannig að og þetta er bara undan tekningalust að þá eru fyrstu kaupendur að fá beina hjálp annarkort bara með að foreldri annarkort bara lánaðin pening eða kaupi þá í eigninni á móti börnunum og eigi það bara er kannski með lausafé eða á kannski eitthvað eigi fé í sínu húsi þetta er bara eins og við fyrir að nota þig persónulega í fjólugautinni þá getur þú kannski tekið okkur 6 milljónir út á það nota þann pening til að hjálpa barninu til að kaupa fasteign og þá átt þú bara 10-15% í eigninni sem á móti barninu og hann greiðir þið síðan tilbaka þegar hann selur í framtíðinni óbeina hjálpin er náttúrulega bara svo að þeirra krakkar eru útskrifast og það bara búið að lengur heimi á sér og safni ég man til dæmis eftir einu pari sem að eru að læra læknisfræði og þau eru voru búin að safna sér fyrir útborgum með mikill vinnu náttúrulega hluti að læknanáminu er að vinna og þau notuðu peningin, kauptu litla íbúð í Breiðholtinu og leigja hann út og maður fann að sjá þetta í auknum mæli að leið og fólk er búið að safna fyrir lágmarkinu þá kaupa þau, leigja hann út og býða bara, eru þetta áfram heimi hjá sér þó þau eiga íbúð. Mér finnst þetta stórmerkileg staðhæfingjaður og stórmerkilegar upplýsingar að undan teknikalust fái ungir kaupendur aðstoð, fjárhagsaðstoð. Það er mín upplifun frá ættingum til þess að kaupa húsnæði og ég dreg þetta ekki efa að upplifun þín á við rökasteyðjast en það segir okkur þá samfélagssögu að hér hefur orðið ákveðið rof í jöfnuði. Já, sammála því. Og þetta er eitthvað sem er alveg ótrúlega lítið rættum. Það er þessi efnahagslega stéttaskipting á milli foreldra, á milli heimila, eftir bakgrunni foreldra, eftir tekjubreytunum og eftir þessari aðstoð. Og ég held að Íslendingar séu flestir í eðli sínu svona frekar jafnaðarlega sinnaðir og við viljum ekki að þetta haldi áfram. Við viljum Það er enginn sem ég veit sem vill að einhverjum líði illa og er að ströggla.
Nei, bara og þessi ójöfnum tækifæri þetta er náttúrulega líka einhverju leyti afleiðing þess að við leggjum niður félagsleg kerfi verkamannabústaðana og fleiri og eitthvað svoleiðis. Það er vinsopin Breiðholti. Þetta var endilega svolítið skemmtileg saga að sko þegar að hvað var ekki kringu 1950-60 að þá bjöggu náttúrulega heilu hellinga fólki í Braggahverfinu, í bröggum út á Seltjarnarnesi sem var vestur í bæ og hljómar kunnulega, en það var húsnæðisskortur, það voru verkföll og fólk vildi fá hærri laun og ríkið, sveitarfélag og atvinnulífið sögðu bara, það er ekki til rými. Við getum ekki hækka laun á okkur. En við skulum byggja fyrir ykkur fullt af íbúðum og koma ykkur út úr Braggahverfinu. Og þannig voru til 1100 íbúðir í Bakkahverfinu og ennþá fleiri og svipaði fjöldi upp í fellunum. Þannig að sá markhópur fluttist þangað. Þannig að en nú eru uppi hugmyndir að búa til eitthvað sambarlegt upp í Úlfarsárdal. 4.000 íbúðir sem á að vera hugsað fyrir ungt og lágtekjufólk. Ertu ánægður með þessi plön? Ég sé alveg kostin og gallanum við það. Að sjálfsögðu þetta betur en engin lausn. En síðan hvernig hún verður útfærð og hvernig það verður unnið, það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það er. Þannig að við viljum heldur ekki blanda, búið til einhver gettó. Skilurðu mig? Það er ekki það sem við viljum. Þannig að það hefur heldur ekki hvetjandi áhrif sérstaklega á fólki sem betur fyrir ungt fólk í dag að ég vil meina það að þetta unga kynslóðin við erum náttúrulega við erum öll alveg fyrir það unga kynslóðin er alltaf að gera alltaf vant tónlistarsmekkurinn er alveg glataður og ég skil ekki hvernig Birnir selur upp Laugardalshöllina, skilur, og meðan Sálunars Jónsmins getur það valla, skilur, eða Djúran getur það valla. En ég held að þessi kynslóð sem er að koma upp, hún er mikið kláranum við, hún mun vinna minn en við og hún mun þéna meir en við. Og þau eru mjög business þenkjandi og dugleg. Þó að okkur líður kannski ekki að þessi duglóta því að við erum ekki bara út á sjó 16 tíma á dag að rífa upp einhver net, skilur mig. Nei. Þannig en það þarf að passa þetta, það þarf að passa það að bilið verður ekki og gjáin verður ekki of mikil. Já. Á milli þeirra sem geta keypt sér og fara inn á húsnæðismarkaðinn og þeir sem geta það ekki. Og hlutdeildarlánin til dæmis er alveg frábær lausn. Fyrir fólk sem ég þekki marga sem að hlutdeildarlánin gjörsamlega björguðu fólki af leigumarkað. Það var spýt í þau, segir stjórnin og við fögnum því. Fögnum því, ekki spurning. Svo þarf bara að byggja þetta fyrir þennan markhóp. Einmitt. Sko, nú langar mig aðeins að venda kvæði mínu í kross. Já, þetta eru svona hátt í 10.000 kaupsamningar sem voru þarna á öllu landinu árið 2025. Já, voru tæplega 11.000 minni mig, því ég var ekki með desember inn í tölunni sem ég sendið þér. en þetta voru með 11.000 samningar. Já, og það er kannski bara, þetta er svona töluvert dropp eða fall frá 24 en svona ekkert sem að rífur neitt svakalega í og svona þú myndir segja að bara svona ef við svona veltum fyrir okkur þinni stjætt það er ekkert verið að segja upp á sölunum. Sko það er rosalega mikið í minni stjætt sem eru bara raun og veru bara sjálfstæðir verktakar í raun og veru og þeir raun og veru reka bara er með sína atvinnustarfsemi innan fasteignasölu og þeir eru og tekjurnar eru misjafnar. Það var 8,5% minni sali var 24 en 24 var óvenju góður út af Grindavík en það var meiri sala 25 heldur en var 23 og 22 þannig að það er verið komur á óvart. Já, það kemur svolítið á óvart. Já, og með umræðina líka. Með umræðina og en það voru, ég heyrði þessa tölu, ég veit ekki hvað til það voru einhverju 70 manns
sem lögðu inn leyfinu sínu. Þú þarft náttúrulega leyfi til þess að starfa þessu fasteignasali. Mér skilst þetta var eitthvað 60-70 mann sem lögðu inn leyfinu sínu. En svo eru mjög margir sem halda leyfinu en er komin í aðra vinnu og líta á sölu að vera fasteignasali sem aukastarf. Já, þannig að hlutfall frílansara það eykst, það hækkar. Já. Og það er með sér orðið mjög stórt hlutfall í stéttinni sem raun og veru með sem fasteignasali sem aukastarf. Já. Svo spyr maður sig alltaf hvort þetta kerfi sem við erum með, hvort það sé meitlað í stein með þóknunina og svona og hérna, en það annar þáttur. Það var gaman að spila við þig og það einhvern tímann, en það bara annar þáttur. Ég væri alveg til í bara 40-50 mínútur bara það. Ég var alveg til að taka þá. Er það ekki? Af því að það hefur líka, sá heimur hefur breyst kostnaði við sölu fasteigna bara hér og erlendis. Þetta er búið að breytast alveg gríðarlega. Þú kemur bara aftur til mín. Ég er alltaf til að koma til þá bara ræðum við þetta. Ekki spurning. Þá fæ ég líka kannski einhvern að borðinu hinum megin frá. Bara ekki spurning. Það væri skemmtilegt. Algjörlega. Já, en ég myndist á Akureyri áðan. Já. Og að þeir segja heimamenn sem ég ræddi við jólin botnfrosin markaður. Já. Er eitthvað sem segir okkur að landsbyggðirnar, sem að tala nú þær í fleirtölu því að þær eru nú ólíkar byggðirnar út á landi. Er eitthvað sem segir manni að það sé meira ströggl þar í augnablikinu heldur en á höfuðborgarsvæðinu? Sko, ég hef ekki greint tölunar, en ég skal segja hvað ég upplifi. Af því að ég kannski mest að þjónusta höfuðborgarsvæðið. Þegar ég kalla höfuðborgarsvæðið, ég var að kalla þetta nýja höfuðborgarsvæðið. Það er að segja Akranes, Selfoss, Reykjanes og svo höfuðborgarsvæðið. Og ég hef upplifað markaði eins og Akranes, eins og Selfoss og Þorlákshöfn hafa, og náttúrulega Reykjanesið á þessu ári, hafa verið í erfiðleikum. Það er að segja sölu tíminn hefur verið lengri og varandi aðra markaði, hvað sem sé fyrir austan, norðan eða vestan, að þetta er ekki auðveldir markaðir. En ég held að þessir markaðir eiga mikið inni. Þorlákshöfn til dæmis, það er óbúslega mikil atvinnustarfsemi og mikil uppbygging þar. Selfoss, Hveragerði, þetta er svona hægt og rólega breytast líka svolítið í Svefnbæ. Það er bara býrð þar, getur keypt einbýlishús fyrir hæðir Reykjavík, keyrir bara á milli eða vinnur heima hjá þér kannski 2-3 daga í viku. Akureyri, hann hefur verið nokkuð virkur þessi markaður á síðustu 2-3 árum. Það hefur verið gott líf þarna og það fasteignasalar sem ég þekki þarna, þeir hafa bara verið nokkuð sáttir. En hvernig síðustu kannski 4-6 mánuðir hafa verið, ég trúi þér að þeir eru búin að vera erfiðir. Það held sér þungt bara síðustu 3-4 eitthvað sluðis sem mjög rólegt. Svo kom hann náttúrulega þessi vaxtadómur. Hann kom hann í nóvember. Hann náttúrulega setti hik á alla og það bara fraus allt. Það bara mætti, ég reyndar sagði að því að maður vissi það að vandamálið var bara tímabundið. Þú veist, svo leistist þetta á einhverju 3 vikum og kom bara lausn og fólk gæti farið að taka lán aftur. En það bara var ekki mikil mæting og opin hús en slíkt, en þeir sem gerðu það náðu sér kannski ekki góðan díl sko. Og en í kjölfarið líka, salan í desember, almenn sal í desember var mjög lítil. Þannig að nóvember út af vaxtamálunum og desember var mjög rólegur. Október er venjulega annar af 2 söluhæstu mánuðum ársins. Já. En fyrstu kaupendum þeim er að fjölga eða eitthvað? Standi í stað. Já, þeir eru standi í stað. Ég sá í fyrstu 3 ársfjórðungum síðasta árs voru þetta 4.000 á öllu landinu. Já. Og meðal aldur þess, veistu það? 29 ár. Vel gert, já, þú náttúrulega sást upplýsingarnar. Já, ég man ekki hvort ég sá þér hér eða einhverstað annars. Já, 29,3 ára. 29,3 ára. Hefur þú haldið að vera yngri eða eldra? Hefur ekki vitað töluna? Og ég komið í þínu vinnu? Góð spurning, já, endilega. Góð spurning, sko. Já. Hvað varst þú gammal þegar þú kaupið fyrst ílun henni? Ég held þetta sé aðeins lægri tala, ég held það. Ég hefði giskað svona 23-4 ára.
en meðalaldur fyrstu kaupenda eru tæplega 30 ár. Það hefur mjög margt breyst síðan við vorum ungir. Heldur betur. Já. Nema það við erum með það ungir. Við erum aldrei gamli, skal ég segja þér. Herriðu, en einstök hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Já. Það er nú alltaf pínlítið skemmtilegt að velta því fyrir sér. Heldur betur. Hvar er svona mesti hitinn? Ég er reglulega að spáði í þessu. Hvaða hverfi eru verri og betri á hverjum tímapunkti. Auðvitað eru dýrustu hverfin. Náttúrulega miðbærinn, 210 Garðabær, Seltjarnarnes og 107. Eru til einhverja eignir að selja á Seltjarnarnesi? Nei. Seltjarnarnes sem algjörlega, ég var fyrir nokkrum árum í sambandi við bæjarstjórana þar og var svona eitthvað bara með einhverja pælingar. Hún sagði að það verið 150 íbúðir byggðar og sem heldur sér bara búið að byggja, svo verður aldrei byggt meira á Seltjarnarnesi. Það er bara game over? Það er bara game over og þetta er svona pínlítið eins og að þróast með bara sérbýlismarkaðin, bara einbýlishúsamarkaðin. Það verður innan við 6% þeir sem verður byggt á næstu 10 árum eins og staðan í dag eru einbýlishús. Og þess vegna hef ég talað fyrir því, þó að einbýlishúsin hafi ekki hækkað neitt mikið verði á síðast ári, að þá er líka svona ákveðin svona það er ákveð trend, það er að segja 80% þeir sem eiga auðin í dag og peningi heimlum í dag er fólk sem er fætt á árinu 46-64 og það hefur aldrei í sögunni sést það sem verða eins mikil millifærsla auð á milli kynslóða og núna og á næstu árum og þú sagði 46-64. Já, babyboomerinn eins og Amerikanin, það er eftir stríðsárskynslóðin. Já, og þeir eru 80% af peningunum. 80% af peningu auði í heiminum. Og ég fætti 65. Æja. Fyrirgeðu. Áfram með söguna. Nei, ég meina það er kannski fólk fætt og í kringum 50-55 sem er nú þegar farið að byrja, það var nú bara fréttunum áramóti, það hefur aldrei verið greiddur eins mikill fyrirframgreiddur arður, þú veist, arfur á milli kynslóða og þetta er bara byrjunin og þessi kynslóð sem eftir koma, þær vilja vera meira í sérbýli. Og en það eru mjög fá hverfi og mjög fái staði þar sem eru bara til einbýlishús og lóðir. Þannig ég held að því að sérbýlin verða takmörku auðlind að þau munu vera svona sterk ummerkjum það ákveðna stéttaskiptingu. Bara þeir sem verði einbýlishúsunum og þeir sem verði ekki einbýlishús. Þetta er áhugaður. Þannig að þetta er skoðun en hún er calculated, þess að ég segi. En sem sagt, það er miðborgin, það er Seltjarnarnesi, það er Garðabærin, er Vesturbærin, mér minnir það að þegar ég flutti að norðan fyrir 4,5 ári frá Akureyri. Já, ok. Það var svo stutt í bænum? Já. Nú, ok. En bjó reyndar hérna í áratug þegar ég var yngri. Já, ok. En mér minnir að íbúðirnir í Vesturbænum hafi nú verið helvíti dýrar. Já. 21. Þegar við vorum að reyna að brjóta okkur land hér og hasla okkur völl, eru þær ennþá helvíti dýrar? Það er eitthvað, 107 er svolítið, þetta er svona svipað eins og Garðabærin, að fólk sem er þaðan, það er svona 3 hverfi sem þetta er í hug, það er einhvern veginn Garðabærin, það er 107 og mögulega Kársnesi í Kópavogi, það sem að er svo rosalega rótgróin búseta. Það er eins og þetta fólk sem eru Garðbæingar, þau bara flytja ekki úr Garðabænum. 107, þau flytja ekki úr Vesturbænum. Og þeir sem ætla sér að vera í Vesturbænum, þeir fara ekki þannig, alast upp í Vesturbænum. Og þau voma yfir hver geti dáið eftir 5 eða 7 ár og það byrja að tala við fólkið og það er bara svolítið þannig þannig að það er ákveðin orka, sérstaklega í Vesturbænum. Það er mikið listafólki sem býr þar og það er ákveðin stemning þarna. Það er fólk sem horfir á samstöðuna? Fólk sem horfir á samstöðuna? Ég áttum á því þegar fyrir Vesturbæjarlög, það er bara eins og hver einasti íbúi í Vesturbænum horfir á samstöðuna. Það er eitthvað sem ég veist ekki endilega sjálfgefið. Nei, en ég meina það er samt eitthvað við Vesturbæjarlögina, það er eitthvað við Melabúðina, það er eitthvað við KR, þó að þeir séu ekki nú duglegir að mæta völlin. Það er stuðning þegar það gengur illa, ekki það ég sé einhver káringur. En
en svo eru önnur hverfi sem að hafa svona verið vinsæl, svona orðið vinsæl á síðustu árum, þú veist, Álftanes til dæmis. Ég getur hugsa mér að búa þar. Álftanes náttúrulega bara frábær staður. Já. Alveg bara meira áttur að vera þarna. Svo þetta trend þar sem að babyboomerarnir 40, 60, 64 það svolítið farið að snúast við að, þú veist, þú selur einbýlishúsið þitt, kaupir þér eitthvað kósí í sveitinni, ert þar meira og minna, átt svo afdrif í bænum en ekki öfugt. Ég man á amma og afi vorum íbúð í bænum og áttu svona afdrif utan bænum. Þetta trend, þetta svolítið alþjóðlegt líka, þetta gerast annars, þetta gerast í London, fólk að flytja þess út úr bænum. Svo eru staðir eins og Háaleitið. Háaleitið hefur, þú veist, Háaleitisbraut, Álftamýri, Hvassaleitið, þetta miðsvæðis, þetta Gamlaregnir, Rótgróið. Þetta hefur einbýlishús á markaðinum í Fossvogi hefur orðið mjög áhugaverður. Það hefur verið svona myndast ákveðið stöðutákn að vera þar. Þannig þegar þú efnast þá viltu vera þarna. En snýr fólk ekki öllu við inn í þessum húsum eftir að það kaupir? Oft á tíðum. Það er nefnilega oft sko, eins og maður er svolítið fylgst með til dæmis eins og eins og með lundirnar og flatirnar í Garðabænum. Það sem er ennþá daginn í dag, það var að búist við því í mörg ár að frumbyggjarnir þar, að þeir myndu einhverju tímapunkti bara selja 280 fermetra einbýlishúsið og kaupa sér bara einhverju íbúð. En þeir eru ekkert að fara. Þú veist, og þetta er líka svolítið vestur í bænum, vestur í bæ. Þau virðast bara þessir eftir stríðsárs kynslóð, þeir ætla bara að vera þarna, þeir ætla sér ekki að fara í íbúð. Skilur þið, þeir vilja bara vera ennþá í stóru húsinu sínu og svo þegar þetta fólk selur þá er mjög algengt að nýjir eigendur koma inn og þeir hreinsa bara allt út og setja það bara nútímalegan og í sinn stíl sem er kannski eðlilegt. Pál, tíminn hefur flogið en ég ætla að fá þig aftur. Ég er alltaf til. Hlakka til að fá þig aftur að Rauðaborðinu síðar, en bara svona eitt að lokum. Já. Það eru sem sagt, þú ert með einhver upplýsingar það hvaða svæði utan landsteinana, borgir og lönd svona fasteignir að hækka mest eða að lækka, er það ekki? Hverjar eru fyrirsagnar þennan? Sko, ég tók saman bara svona hvað menn að horfa inn á næsta ár, 2026. Það eru reyndar yngri markaði sem að búast við að rjúkju upp eins og gerðist til dæmis í kringum COVID. En það verið að spá til dæmis markaði eins og Stokkólmur í Svíþjóð. Það verið að spá töluverða hækkun þar. Það verið að spá til dæmis Madrid. Spánn að ganga ansi vel. Bara hagkerfið þar. Og Íslandingar eru að kaupa upp íbúðir á Spáni sem aldrei fyrir það ekki? Já, það bara gömul sá ný. Og Stockholm og Madrid, já. Lissabon. Portugal, það að verða mjög heitum markaðar. Dublin. Veistu hvað skýrir svona hitta, svona hækkanir? Nei. Margar ástæður? Já, sko, ástæðan fyrir því að verð hækka. Það eins og hugsa með verðbólgu, ekki það að ég sé einhver hagfræðingur. En ástæðan fyrir því að vextur eru háir því að það er kannski bara mikil eftirspurn eftir peningum. Er það ekki einfaldaskýringin? Jú. Þú veist, það er mikil eftirspurn eftir lánum og peningum og svo framvegis. Og svo hef ég oft sagt, sko, þó að það sé ágæti sala, þá er undirliggjandi pressa á markaðin alveg rosalega mikil. Þannig ef að vextir væru lægri, þá verður fullt af fólki fleira sem myndu geta og myndu kaupa. Bandaríkin að ströggla svolítið. Það eru margir sem spá margar borgir í Bandaríkjunum, þú veist, eins og Tampa, Phoenix, þetta eru markaði sem eru bara offrambóð eins og staðinni í dag og það er ekki flytið inn mikið af fólki þar. London. London er náttúrulega alveg hrikalega dýr borg, en London samt búið að tala eða búið að umræða það í 20 ár. Að nú fer að koma tími að fara að sjá lækkun eða leiðrétting, aldrei gerist það einhvern veginn. Berlín hefur samt sko, það komið svolítið óvart að sjá Berlín á þessu lista vegna þess að Berlín frekar ódýr borg miðað við svona
ef við horfum á aðrar eins og Kaupmannahöfn, London, München, jafnvel Róm, Barcelona og þessar stórborg í París í Evrópu, þá hefur Berlín verið svona einn af ódýrustu af þessu borgum, en þar verið að spá svona jafnvel einhver lækkun þar. Það var mjög gaman að lesa þetta. Já, þetta áhugavert. Þetta áhugavert. Herru, kæra þakkir fyrir að fara hér yfir víðan völl með mér í upphafi nýs árs. Já, takk sem ég leys Björn. Margt áhugavert sem að við höfum rætt hvað varðar síðasta ár og bara kæra þakkir fyrir komuna og ég fæði aftur. Ég hef að tilfinningu að við getum setið inn einn marga klukkutíma. En ég hef líka örgulega heimboð þegar það er í Mýðasveit. Kíkið okkar. Það getur aldrei áfram umræð. Kontu fagnandi. Gerir það vinir. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Sömuleiðis. Og þakk ykkur, hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu. Við erum ekki búin. Nýr kafli hér eftir andartak, þannig að ekki fara langt. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, það var margt ágætt við árið 2025 eins og nú með öll ári en það var svona annað sem var kannski dálítið skuggalegra og við sem höfum fæðst á Íslandi, við verðum að viðurkenna það að í þessu landi þá hefur verið svona meiri bylgja gegn útlendingum, vaxandi útlendingaandúð, meiri stígandi því á þessu ári heldur en ég bara man eftir og ég nú orðinn 60 ára gamall. Við sáum þarna hóp fólks safna saman í miðbænum á nokkrum útifundum og svona fordómar margra gagnvart útlendingum þeir hafa ekki verið í leinum undanfarið. Fólk hefur svona, það má segja að það sé svolítið búið að lögmæta hugmyndina að skipta okkur í Íslendinga, útlendinga, flóttamenn, hælisleitendur, eitthvað svona, ég segi ekki pakk en mörguleiti skrítið ár í þessum efnum. Og hér tala ég úr einhver hásæti hvíts forréttinda kallmanns sem fæddur hér og ég get leyft mér að hafa skoðanir á því en það er náttúrulega annað að koma hingað sem flóttamaður og viðmælandi minn næstur hér á dagskrá þekkir það á eigin skinni og mér langar til þess að ræða árið 2025 í ljósi þess sem ég hef nefnt hér við ykkur. Vertu velkomin Jasmína. Þú ert fædd í Bosníu, ekki satt? Jú. Já, og komst hér sem flóttamaður? Getum ekki sagt það? Ég kom úr flóttanum. Úr flóttanum. Það við komum hérna til landsins í raun og veru sem innflytjendur að því við fengum dvalarleyfi, atvinnuleyfi og sóttum bara hjá Útlendingastofnun og fengum það samþykkt. Það vantaði náttúrulega starfsfólk í vinnu og þetta var líka á þeim tíma þegar við vorum ekki gengið í ESB eða EES-samningin þar að segja. Við vorum ekki búið að skrifa undir þannig það var svona miklu auðveldara í raun og veru að koma þá. Þannig við vorum bara heppin en það breyti því ekki þegar ég kem hér þá gátum við ekki snúið heim. Hvaða ár var það aftur? Þetta var 1996. Það verður 30 ár í ár. Já, einmitt. Og á þessum 30 árum þá hefur örugglega upplifað bæði gleði og sorg að vera stödd í landi sem ekki fóstraði fyrstu skrefin. Það lítur að vera einhver söknuður alltaf en líka mörg gleðin. Þeir eru fundist gott að búa hérna. Já, bara alla mína ævi þar til svona breytingar sem ég sá fyrst núna sem ég myndi segja í fyrsta skipti sem ég verð fyrir fordómum, alvöru fordómum því að fólk
sem ég þekki umgengst og búið þekkja mig mörg ár allt í einu fara að tjá sig þið innflytjendur eru búið að leggja Íslands samfélag og það bara það sem gerist núna bara fyrir 2 árum. Já, fyrir 2 árum. Byrjar þá. Og ég get alveg mér að segja farið kannski bara nákvæma dagsetningu, þetta var í byrjun janúar fyrir 2 árum akkurat, því ég man svo vel eftir því, ég var boðin ég skrifa einhvern pistil því ég náttúrulega skrifa svo mikið og margt og ýmislegt sem svona vangaveltur oft, þar sem ég pæli mikið í þessum hlutum og þá var ég að setja hlutina svona í samhengi einmitt þegar við leyfum okkur að tala fólk niður og þegar við erum að leyfa fólki eða svona stunda þessa útskúfun svolítið með þessari orðræðu og hver hefur aðgang að samfélaginu og hver ekki. Og ég setti þetta einhver svona samhengi þar sem mitt fréttamaður hjá Heimildinni á sínum tíma tók upp og bauð mér í viðtal og þá var ég einmitt akkurat fyrir 2 árum, bara núna orgla eftir nokkra daga þegar ég einmitt tók eftir því að umræða breyttist, hún varð allt í einu harðari og allt í einu ég var einhvern veginn í öll þessi ár búa hér og aldrei aldrei lent í hvað maður segir, einhverju fordómum annað en mögulega einhver sem reittist við mig út af einhverju öðru sem sagði bara farðu heim til þín en að öðru leyti ekkert neitt þannig en í dag þarf ég oft svara. Já. Þú veist, fyrir einmitt bara fyrir núna rétt fyrir jól þurfti ég að svara fyrir mig þegar einstaklingar koma til mín að fyrrabragði og segja bara að við þið eru slíga heilbrigðiskerfi og þú veist, allt í einu sinni var ég út fyrir svega, einu sinni var sagt við mig, já, þú ert svo mikið Íslendingur, þú ert ekkert í þessum hópi, við erum ekki að tala um þig. En núna allt í einu fann ég, þú veist, og ég er hvít með forréttindi. Já. Þú veist, eins og varst að minnast á í byrjun, menntun og í góðu starfi og tala, þú veist, og þess vegna ég kannski ákveðnar í dag að tala um þetta og heldur kannski áður fyrir vegna þess að hvað þá með alla hina sem ekkert í forréttindastöðu eins og ég? Sko, forvitni Íslendinga gagnvart fólki sem fæðist í öðrum löndum, hún búin að vera mér í blóðborin og mjög mörgum held ég. Við höfum verið forvitin, við höfum verið curious, okkur langaði að vita meira. Já. En þessi forvitni, hún hefur aðeins verið að breytast í fordóma, ekki satt? Jú, klárlega. Og eins og ég segi, ég get alveg örugglega sagt í fjölda mörg ár bara það var engin munur á milli mín og einhvers annars. Það valla ég upplifði að ég væri einhvern öðruvísi. Og mér dettur í stundum hafur grætt að því. Já, bara út af þessari forvitni. Já, fólk vildi kynnast þér. Já, og ég get ekki kvartað, eins og ég segi. Ég persónulega, þú veist, ég hef oft sagt frá mínum dýrséð, bæði ég og fjölskylda mín og börni mín og allir í kringum mig. Ég vel stæð. Og ég hef enga áhyggjur á sjálfum mér. Hins vegar, það sem ég finn að því ég hef unnið í málaflokknum og ég umgengst fólk á erlendum uppruna og ég sé þetta breytast og ég sé líka orðræðuna breytast og ég sé orðið fyrir henni þá ef ég verð orðið fyrir henni þá eru hinir verra settir þá verða þau ennþá meira fyrir henni og það þetta sem kannski ég að reyna svona árétta því fólk oft rugla saman hvað ég að tala um eitthvað. Ég ekki að tala fyrir sjálfa mig. Ég að tala um 80.000 manns á erlendu bergi brotnu hérna á Íslandi. Og margir hverjir innflytjendur og margir hverjir jaðarsettir vinna láglaunastörfi, ekki menntuð, hafa enga rödd í samfélaginu. Ég hef áhyggjur af því fólki. Ég hef áhyggjur líka Íslendingum vegna þess ef við leyfum okkur færa þessa línu sem við erum að tala um að vera með fordóma og einhvern veginn dæma heilu hópa fólki út í jaðrið og útskofa samfélaginu þá erum við að sjá
sömu þróun eins og í öðrum ríkjum vegna þess að við erum að hafna þeim, við erum að hafna fólki sem að koma hérna setjast þar og vilja búa hér og leyfa þeim ekkert einhvern veginn að komast inn í samfélagi allt í einu í dag það sem ég upplifi líka ég get aldrei gert það alltaf tala að inngilding og fólk þarf að aðlast íslensku samfélagi og allt þetta og svo þegar fólk gerir það eins og ég hef verið að gera það og margir aðrir allt í einu fáum við núna ég fæ þetta oft þessa dana þú sem ekki trufla mig en það bara svo áhugavert að pæla í þessu þá ég allt í einu hvað ég að trana mig þarna fram hvað ég að segja þetta hvað ég hef eitthvað þetta eins og nú ég allt í einu of mikið aðlöguð þannig þessi skilaboð annarkvort ertu ekki nóg eða ertu of mikið nóg hvar liggur lína hvar ætlum við að hafa fólk það stefna okkar að við ætlum ekki hleypa þessum 80.000 manns inn í samfélagið eða það stefna við ætlum bara svona velja úr við ætlum hleypa þessum og þessum en ekki hinum og ekki hinum og svo þessi orðræða eins og undanfarna mánuði og síðasta ár búið að vera meira og meira allt í einu innflytjendahópurinn sem að skila og 89% fólks á vinnumarkaði allt í einu það byrði á samfélaginu af því að notar innviði og eitthvað svoleiðis já. Þannig þarna sjáum við þessi lína færist alltaf við byrjuðum að hælisleitendum við færðum þetta yfir að flótta fólk allt í einu komu þá það ekki þetta flótta fólk heldur bara hinir við ætlum hleypa Úkraínumönnum en ekki Palestínumönnum og svo til að flækja þetta ennþá meira þá ætlum við að hafa þessa innflytjendur ekki hina innflytjendur vegna þess að þessi innflytjendur vinna en ekki hinir ég velti fyrir mér hvar liggur lína í öllum innflytjendahópnum hvort sem innflytjendur frá Balkanska eða innflytjendur frá Vesturlöndum og jáfnvel innfæddi Íslendingar við veitum það þarna eru bara einstaklingar og þeir eru ólíkir og við getum verið komið flangflestir orðlega 99-98% tilvika kemur á góðum hug allar setjast að og allar bara vinna og borga sína skatta og svo koma alltaf náttúrulega skemmt epli sem við höfum getum ekkert haft stjórn á. Það alltaf skemmt epli. Nákvæmlega, og að Íslandi líka. Já, mikið. Ég meina 50.000 Íslendingar búa í útlöndum og það ekkert allir bara til fyrirmyndar. Nei. Það eru þarna fólk sem sest á kerfi, viljandi eða óviljandi, eða lendi í slísi, eða vilja læra tungumál eða vilja ekki læra tungumál, hvernig sem það Þú veist, það þetta sem við þurfum einhvern veginn yfirfæra að alhæfa ekki og við þurfum að gera okkur að reglu að flest fólk gott og svo komast einstaklingar einstök skemmt epli sem við megum ekki alhæfa út frá en mér finnst þetta snúist við erum að alhæfa út frá smá hópi sem ekki Það eru líka mörg dæmi að gott fólk fara að hegða sér með vondum hætti Svo það líka Við höfum mörg dæmi það í heimsögunni og var ekki Börk sem sagði að hið illa þrífst ef gott fólk aðhefst ekki. Nákvæmlega. Og þetta svona ákveðin línudans að verða vitni að þessum breytingum hér innanlands að stundum eiginlega bara nenni maður ekki að taka þennan slag eða að vera eitthvað að kalla til manneski eins og þig í þennan þátt til þess að ræða þetta. Stundum velti maður fyrir sér bara svo ég sé bara algjörlega hreinskilin við þig stundum velti ég fyrir mér verður maður ekki bara að leyfa þessu að þróast og þetta kannski gengur hjá og eitthvað svona en þá minnist maður orða Börk og það verður einhvern veginn að við verðum að halda samfélagslegri meðvitund vakandi vegna þess að ef við ætlum að leyfa tröllunum að taka umræðina og auka þá fordóma sem maður hefur séð hér og alls konar sleggjudóma og aðgreiningar jafnvel einhverja hugmyndir bara nánast hvítan arískan nýjan kynstofn og blandaðan og við erum að fara að sjá það og, og mér myndi það
ég las ekki greinina en hún var vist vinsæl núna bara fyrir nokkuð með að benda á hana, ég persónulega hef enga áhuga kannski lesa hana, en það ekki það kannski innihaldið, en þarna einmitt að koma þessa hugmyndir okkar eigin, þú veist, að bara hreinlega bara að við eigum að vera bara gefa til kynna að Íslendingar eiga bara að vera bara Íslendingar og senda innflytjendur bara tilbaka heim. Þú veist, við erum komið í þessa umræðu, sumir hafa þessa hugmyndir í dag og þetta akkurat það sem þú réttilega að benda á. Við þurfum, þetta þrífst á meðan hinn meðalmaðurinn, eins og maður segir, einhvern veginn, þetta gefur mér ekkert við, ég ekkert í þessu, ég þúr ekki segja neitt, þetta bara einhver vitlýsingar þarna, þú veist, þetta svo lítil hópur, ég hef heyrt öll þessi rök. Ég vel persónulega fyrir sjálfa mig að vera ekkert akkurat í þessum hópi vegna þess mögulega mín forsaga, ég fer ofta svona skoða sjálfa mig og líka mjög gagnrýnin á sjálfa mig þó ég segi eitthvað og þá velti ég oft fyrir mér þetta rétt í góðu samhengi, en mín forsaga segir að þetta sé slæmt. Þetta byrjaði svona í mínu heimalandi að svona íta okkar, við þurfum eiga okkar land að því við erum okkar þjóð, við erum okkar og allt þetta okkar breytist allt í einu að ég sem barn vaknaði bara og skildi bara ekkert hvað var í gangi. Allt í einu þetta allt okkar var við og þið. Og allt í einu var ég útskúfuð úr samfélagi. En ég veit hvernig það að vera útskúfaður, vera ekki tilheyra, að geta ekkert átt vini, að eiga ekkert samleið og vera, og það kannski líka gott, þannig lærði ég mótlæti í raun og veru og þess vegna kannski get ég tjá mig þetta því ég veit það versta sem getur gerst að ég sitt einn heima og enginn vill umgangast mig og ég búið að fara í gegnum þetta en á sama tíma þetta svo óréttlátt. Þetta kendi mér að ég get ekki setið með óréttlæti. Ég tek alltaf þetta dæmi, þetta myndi vera svona ef ég væri bara núna að útskúfa alla serba því við lendum í stríði þarna úti, Bosníu muslimar eða bosníakar og Bosníu serbar. Og eins og ég myndi ekki tala við það fólk hér á Íslandi eða ég myndi útskúfa þau og telja þau sig einhverju slæm og koma alltaf í útvarpsþætti og tala alltaf hvað þetta lið, þetta fólk, þetta væri einhver óæskilegt. Ég meina þetta svo siðferðslega rangt vegna þess að það fullt af góðu fólki og þeir sem gerðu eitthvað, þeir eru dæmdir og sitja af sér dóm í dag og við þurfum að halda áfram og að þeim bara, þú veist, að þeirri reynslu veit ég að það mun aldrei skila ávinningi að vera í átökum þetta. Við þurfum að finna leiðir, við þurfum að finna lausnir. Hvernig eigum við búa saman á hvað máta þeir sem að greiða skatta sérstaklega innflytjendur sem gera það og setja inn í samfélagið þetta eru þegnar eins og hver annar. Það virkilega þannig að fólk mun þurfa að vakna eftir, eða ég verð bara gömul hér eftir 30 ára að vakna, því ég fæddist ekki hér þá get ég ekki verið að taka út lífeyri hérna. Akkur ekki. Ég minna ég búið að borga kannski 60-70 ár, eða 60, svona, ég búið að vinna hérna í 29 ár og á slatta eftir. Þú veist, þetta mín réttur. Hvað ætlum við vera lengi í þessu? Þannig við þurfum setjast niður og taka, þú veist, að því við erum að tala rosalega mikið inngildingu. Við innflytjendur verða að vera hluti af samfélaginu. Vegna þessi þróun, það ekki raunsætt að hugsa og boða stefnu. Við ætlum að senda alla innflytjendur heim. Hvað gerist ef við sendum 80.000 innflytjendur, tæp 80.000? Íslensk þjóðfélag lamast, það það fyrsta sem gerist. Já. Hvernig ætlum við þá breyta því? Þessar umræður eru í dag, við erum að heyra þetta í dag, að við erum mögulega
fara að senda fólk, við erum talandi síðasta ár 2025, við erum að skerða réttindi, við getum ekki lengur fá eins marga námsmenn af því það fer bara fjöldi sem kemst núna inn í háskólana og það bara frá ákveðnum ríkjum. Þú veist, við erum farin að flokka, kerfi farin að flokka, við erum að búa til lög og reglur þar sem við segjum í raun og veru að sumir eru velkomnir og aðrir ekki. Þannig það þarf, er þetta Ísland sem við viljum standa fyrir? Nei, mér langar að spyrja þig þegar þú nefnir stríðsátökin í Bosníu og þegar það hefst þessi aðgreining við og hinnir. Þeir sem að lögðu á þeim tíma áherslu á hvað aðgreindi þá þessa sönnu patriota frá hinnum, var þá vísað til, eins og núna heyrist, gamla góða Ísland fyrir tíma innflytjenda, var þá vísað til fortíðarinnar, var þá... Já. Það vísað til fortíðar vegna þess að í Bosníustríðinu, þú veist, við höfum langa sögu af Ottomannaveldi og sem réði ríkjum í fleiri 100 ár og svo kom í lók 1880 og eitthvað, það kemur Austurveldi, sem sagt ungverska, ekki Austurveldi, ég ætla að segja ungverska veldi. Og var þarna til fyrsta heimstyrjöldin og svo var náttúrulega búið til konungsríki Júgóslavíu og þegar það fór í sundur það var orðið sósíalistaríki Júgóslavíu eftir seinni heimstyrjöld. Þannig þetta þróunin í raun og veru síðan cirka frá 1400 til 1800, þetta fleiri 100 ár sem Ottomannaveldi var sem sagt hjá okkur og þegar stríði Bosníu eiginlega kom, þá var þetta eitthvað sem var dregið fram og glorifæja fortíðina. Já. Þetta bara þessi og þess vegna þekki ég mörg einkenni af þessu og bæði gegnum söguna, þekki ágætlega söguna mínu heimalandi, gömlu Júgóslavíu og líka Bosníu og síðan þekki ég bara söguna á Íslandi og líka annara svona hvað maður segja ríkja og hvernig þetta getur haft áhrif. Það tala í fræðum allan í stjórnmálafræði því ég lærði það, ég hef verið alltaf þeirra skoðun að þjóðernishyggja að hinum illa. Ég hef skipt skoðun vegna þess að því ég lærði í háskólanum það tala jákvæða og neikvæða þjóðernishyggju og jákvæða þjóðernishyggja hún snýst svolítið að passa okkar menningu og passa okkar tungumál og passa okkar og mér finnst það mjög mikilvægt vegna þess ég hef oft sagt og ég leiðist aldrei segja frá því til þess að þú getur verið inngildandi, það að segja að getur tekið á móti öðrum þjóðum og bjóði fólk velkomin, það þarftu náttúrulega þekkja þína eigin þjóð og þín eigin gildi. Þú ert að vita hvaðan þú kemur. Akkurat, og bera virðingu fyrir því sem þú kemur frá, til þess að þú hefur hæfni til að taka öðrum vel. Þetta snýst ekkert keppni. Það sem öðræði í dag svolítið snýst einmitt að búa til þetta keppni. En keppni snýst ekkert að mitt sé betra heldur þitt. Heldur að ég og þú sem við sitjum hér og getum verið sammála og ósammála og hafa alls konar hugmyndir hvaðan við komum, hvort ég með mitt sterka sjálfsmynd sem kemur frá Bosníu, hún á ekki trufla þína sterka sjálfsmynd sem þú hefur sem Íslendingur. Og það það sem jákvæð þjóðernishyggja snýst að þú þekkir þitt. Hún snýst ekkert endilega að búa til átök. Þú veist, við lærum, börnin mín, ég meina þau læra í grunnskólanum íslenska hefðir og gildi og þau læra víkingana og þau læra Eiríka rauða og alls konar og íslenska sögur. Ég mjög ánægð með það. Og það hefur engin innflytjandi að setja sig upp á móti því. Þetta tilheyri okkar og þetta það jákvæða. Það sem hins vegar neikvæða það þegar þú ert farin draga hlutina úr samhengi og einmitt glorifæða, eins og maður segir slettir á ensku,
að búa til eitthvað meira heldur það í raun og veru. Að búa til þetta keppni eins og ég vil meina. Þú veist, að mitt sé betra en þitt, að því ég innfættur Íslendingur þá ég betri og ég finn það í dag, svo sannarlega að einhver hluta vegna bara sumt fólk setur það í samhengi að þau sé einhvern veginn betur settir og þau tjásu þetta eins og til dæmis, þú talar 90% íslensku, já þú talar með hreim, þú til dæmis. Hvers konar fólk þetta? Þetta bara úr alls konar stjættum. Nú umgengst þið alls konar fólk og í mörgum samtökum og veit. Og þetta ég get ekki pinpointa þetta eitthvað, þetta bara... Flöktir milli allra stjætta, já, þetta bara þessi orðræðar sem fólk grípur svolítið. Þetta svona lyftiræður, kannski stjórnmálamála og svo fer þetta út í samfélagið og svo bara allt í einu bara... Já, því fólk virðist vera ekki eins og mér var sagt fyrir jól, bara rétt fyrir jól, já, innflytjendur að sliga bara heilbrigðiskerfi og ég fór að hugsa, hvernig? Þú veist, hvernig? Eiga þau ekkert jafna rétt til þjónustunnar eins og innfættir? Það var greinilega að gefa það til kynna með þessu. Hvernig þá? Þau greiða skatta, hugsaði ég, já, ok, þau greiða skatta, en hvernig slíða þau? Þau eru flest eða mjög margir sem vinna einmitt í heilbrigðisgeiranum. Þú veist, hvernig þá? Hvað hugmyndir En það engin rök. Ég fæ aldrei rök á móti sem segir, já, sko, 20, 30, 40% eða þetta bara, já, vinkona mín, hún segir það eða ég heyrði það að það var eitthvað fram á gangi, eitthvað svona mál, hún tala ekkert íslensku, þetta fá túlk. Og ég hugsa með mig, já, það gæti verið, þú veist, ok, það þarf lengri tíma kannski. En svo fæ ég að heyra, já, þau innflytjendur eru undan mér til að fá tíma hjá heimilislækni og ég hugsa með mér, hvernig getur það staðist, hvernig það getur verið undan. Þú veist, það fer vantarlega eftir í hvað heilsugæslu þú ert, hvað lækni þú ert, hvað hefur hann mikið að gera, frekar heldur eftir einhverju þjóðerni. Hins vegar getur verið alveg réttmætt að það getur tekið lengra tíma fyrir fólk sem þarf túlk í staðan fyrir 20 mínútur að þau búa til meira álag að það þarf kannski ekki 20 mínútur heldur bara 40 mínútur. En þá ræðum við það og hvernig við getum leyst það en ekki með upphrópanir að það sé að við séum einhvern veginn búa til eitthvað meira úr því heldur það Þú veist, og það alls konar svona og ég alltaf tilbúin í svona samtal. Þú veist, að leysa, ok, það þá lausnin að fólk að erlendu bergi brotnum geta fengið fyrstu 3 árin túlk en ekki eftir það. Jú, ég meina það pólitíkin sem þarf að leysa það. En ég og þú leysum það ekkert með því að við förum í átök. Nei, og það ágætt að minna það á líka þetta eru íslenskar ákvarðanir teknar af Íslendingum að til dæmis hegða okkar þjóðskipulagi þannig að til dæmis í ferðaþjónustunni þá hefur hún kallað á rosalega margar hendur. Það eru íslenskar ákvarðanir. Íslensk fyrirtæki sem stjórna því að við þurfum allar þessar hendur að utan. Já. Það einhvers konar forréttinda hyggja á meðal Íslendinga að við kjósum sjálf síður en við gerðum að vinnu með höndunum og erum í auknum mæli að sjá fólk sem kemur frá öðrum ríkjum til þess að grafa skurði eða hvað það að gera sem við gerðum áður. Þetta yfirleitt láglaunastörf, já. Já, þetta eru ekki ákvarðanir teknar utan landsteinana, þetta eru íslenskar ákvarðanir, teknar af Íslendingum og bara Guð hjálpi okkur ef það væri ekki til mannafli til þess að hlaupa í skarðið. Öllum hjúkrunarheimilunum, öllum spítalanum, umönnunarstörfin sem eru mjög mikilvæg og það eru konur sem vinna þar og svo bara eins og þú varst að réttilega nefna ferðaþjónusta sem byggir rosalega mikið erlendu vinnu. Ég myndi ekki nota vinnu afheldur bara einstaklingum sem koma hérna og eru viljuði til að vinna og gera sitt besta.
og þegar við erum að tala aftur tilbaka í inngildingu, þá erum við, sko, hún tengist rosa mikið þessu, einmitt. Þú veist, þetta fer eftir því, þú veist, þetta er ekki bara í eina átt, þetta er ekki einstefna og ég hef oft líka rætt það. Þetta þarf að fara í báðar áttir. Ok, okkur vantar fólk hérna í vinnu. Hvernig getum við, hvað sem eru fyrirtæki, stjórnvöld, við einstaklingar, nágrannar, í götunni, í skólasamfélaginu, hvernig getum við gert betur, hvernig getum við boðið fólki til að vera hluti af samfélagi, hvernig getum við, að því þetta snýst alltaf til þess að þú hafið þennan vilja að vera eftir og læra tungumáli og hafa áhuga á samfélaginu. Það þarf vera líka, Íslendingar þurfa að hafa áhuga á hinu fólkinu sem að koma hérna og leyfa þeim að vera hluti af samfélaginu. Vegna þess versta sem getur gerst að þeim mun blómstra. Þú veist, það það versta sem getur gerst. Þú veist, og það í raun og veru það besta sem við viljum. Það að fólk blómstri og veri hluti samfélagi, læri tungumálið, hafi tækifæri til að blómstra og geta keypt hús hérna og geta verið eftir, hjálpa okkur að hérna byggja okkar land saman vegna þess að við þurfum alltaf meiri skattgreiðendur, sérstaklega að því við erum að eldast og það þessi þróun í öllum allavega OECD-ríkjum, nú vitna ég bara í rannsóknir, sem segja það eftir einhver x ár, nú 20% eldri borgara, það verður 25 og það verður 30, þú veist, við erum að eldast, þannig hvernig við getum gert okkar samfélagi betur saman og það kemur hvernig einstaklingar koma inn í samfélagi, hvernig þau fá tækifæri til að vera hlutur samfélaginu og hvernig framtíðin verður. Vegna þess við getum ekki bara að hugsa núna í ár, eða 2 ár, eða 3 ár, heldur ákvarðanir sem við erum að taka í dag og við skulum taka líka fram, ég tek heilsugar undir, það ekki innflytjendur sem taka þess ákvarðanir, það ekki innflytjendur sem sitja á Alþingi, þau ekki ráðherra, þau ekki stjórnendur fyrirtækja, þau ekki stjórnendur lífeyrissjóðanna, þau ekki stjórnendur í þessu efnahagskerfinu, þau koma hvergi. Það 1% fólki erlendum uppruna sem eru við stjórnendastörf í dag. Þannig við skulum átta okkur á því, það ekki við innflytjendur sem eru að taka ákvarðanir, heldur Íslendingar oft að tíðum taka þessa ákvarðanir og á einhverju lífsleiðinni, eins og þarna 2002, þegar var tekið ákvarðun að við skrifum EES-samning, þú veist, það fylgir. Þannig þá velti ég líka fyrir mér, hvað ef við getum reikna út það sem innflytjendur leggja inn í samfélagið? Við vitum það alveg, ég þarf engar rannsóknir, en hérna að því ég hef unnið við þetta í 24 ár. En fyrir þá sem vilja fá staðreyndir og vilja ekki láta plata sig, þá hvað leggja innflytjendur mikið inn í samfélagi og eigum við þá bara taka þá hlutfarslega þá úr því bara til innflytjenda og hitt farið, þú veist, hvað stefna? Þú veist, ég oft líka, það sem fólk kallar eftir? Viljum við í alvöru, að því Ísland getur ekki án innflytjenda að vera, það bara staðreind, við vorum búin að fara yfir þetta. Erum við þá að leggja einhvern ákveðin fjármagn til þeirra, bara það sem þau leggja inn og búa til þess að tvöfaldkerfi, að þau fara bara einhvers stað sér og Íslendingar sér. Það sem við viljum? Ég held það mun skila okkur verri niðurstöðu og til rest ég held það myndi ekki ganga upp vegna þess að það myndi einmitt vera svolítið átök. Þannig ég hef búið að hugsa þetta svolítið oft svona fram og tilbaka og ég kemst alltaf sögum niðurstöðu. Ég held samstaða það að við gerum þetta saman á grundvelli þess að auðvitað viljum við náttúrulega, það segir sér bara sjálft, þú veist, hér gildir lög í landinu og allir þurfa að fara eftir því. Þannig við getum ekkert verið að búa til lög fyrir okkur og lög svo fyrir hina. Nei. Þannig það gengur ekkert. Það væri mjög óskynsamlegt að reyna það. Nákvæmlega. Þannig þegar upp staðið, eins og ég oft fært rök fyrir því, einstaklingar sem koma með annarlega hugsanir, þau þurfa að fara eftir lögum og þau eru bara skýr.
þannig við þurfum ekki að vera hrætt, ég myndi aldrei vera hrætt það. Nei, það sumir segja þessi óttin sem reiki fólk og svona fáviska og ótti reiki fólk áfram og það kann vel að vera að það sé rétt órökstuddur ótti en varandi það sem hún sagði ráðan með sko sem sagt uppbyggilega þjóðlega hneigð að þjóðremba það neikvætt hugtak. Já. Hún skaðleg en þjóðarstolt eðlilegt, jákvætt. Já, það það sem fólk oft rugla saman, af því ég hef alveg fengið það að já, ég ætla ekki hljóma, þú veist, maður svolítið fljótur sko að svona nasku svolítið í dag að finna út úr hvað fólk, þegar fólk meina vel og þegar svona forvitni, þetta íslenska forvitni bakvið, en þegar fólk hæðist að manni og það stór munur og fyrir mig mjög auðvelt að sjá það og sumum finnst ég bregðast of harkalega einmitt út af því, en það vegna að sér skynja þetta hæðni, en stolti allt öðruvísi, ég stolt, ég fæddi uppalinn í Bosníu-Hercegovínu og þetta fyrsta sem þú munt alltaf heyra og búin fólk sem þekki mig og það sem ég vinn með, ég segi það alltaf, en ég stoltur Íslendingur líka vegna þess að ég þekki íslenska sögu og ég stolt að vera hluti af þessu samfélagi. Það kendi mér svo margt og það svo margt sem gott og holdt og það þetta þjóðurinn stolt, íslenska þjóðurinn stolt. Ég borða allan þorramat, ég tek þátt í jólunum, ég mesta jólabat sem þú finnur. Ég elska að segja fólki, ég bý á Íslandi og ég elska að segja fólki að því að ég hef búið ferðast allt Ísland. Já, eitthvað hluta af smá hálendinu sem eftir sem ég hef ekki séð. Þú ert meiri Íslendingur heldur en margur annar sem fættur hérna. Mögulega, það það sem ég fæ ofta að heyra, vegna að ég stolt af því, ég stolt af landi sem ég bý í, en það líka gerði mig kleift að ég fékk tækifæri að vera í landi þegar þessi ólga var ekki til staðar. Þegar innflytjandi var ekkert endilega innflytjandi, þegar fólk var ekki hæðarstammið, þegar fólkinu fannst ekki ég vera ómikið, þegar fólkin var stolt af því að þekkja mig. Það einmitt tíminn sem ég vísaði til áðan sko, úr forvitni í fordóma. Þetta mjög sorglegt skeið. Akkurat. Bara reynum að reka það aftur tilbaka, vísum því til föðurhúsina. Já. Árið 2025 var ekki frábært í þessu tilliti en svo getur vel verið að eins og ég segi það komi aðrir straumar og þróun. Já. En áður en ég sleppi þér Jasmína, bara svona örstutt í lokin, tíminn að verða búinn hjá okkur. Það hérna á döfinni breyting kallast brottfararbúðir. Já. Og þá þá verið að ræða þennan hóp fólks sem kemur hérna í veikstöðu og verður snúið tilbaka og þarna eru börn. Já. Þetta verður nýlunda hér á landi. Er þetta vont úrræði? Já. Ég myndi afdráttarlaust segja já. Og nú ég svara bara í mínu eigin nafni vegna þess að eins og ég vitna alltaf í mína sögu sem 11 ára gamall barn að vera í flóttamannabúðum og líka 12-13 ára þegar við reyndum að flýja og koma í Ungverjaland yfir landamæri og þegar fólk vildi ekki taka móti okkur þurfa að snúa svo aftur í og vera á flótta það nú slæmt. Þetta hefði gríðarlega áhrif á mig, allt þetta flótti. Ef ég þurfti að einhverju þessum tímapunkti sitja svo, persónulega reynsla, í fangabúðum, hvort sem það vegna þess að eða þurfti snúa mig heim, það nóg slæmt fyrir mig að vita ég þarf að snúa heim, eins og það gerðist þarna á þessu tímapunkti hjá mér, að þurfa svo sitja loku inni með ekkert aðstóð og vita ekki hvað tekur við. Þetta hefði sennilega haft jafn mikið áhrif. Og þessna veit ég þetta sé ekki slæmt. Í öðru lagi að vinna í þessum málaflokki, taka á móti flóttabörnum og aðstóða þau. Hörmunargandan sem þau hafa þurft að þola.
þetta segir mér að þetta sé ekki sniðugt. Út frá þekkingunni líka rannsóknum sem sérfræðingur, þá veit ég þetta sé ekki gott. Rannsóknir segja þetta þor sé ekki nema í 3 sólarhringa. Þetta ekki gott. Og breyta frumvarpinu þó að standi hérna starfsmaður í staðinn fyrir fangaverðir, það mun ekki breyta þessari staðreind. Þetta ekki gott fyrir eitt eða neitt. Og það sem ég hissa yfir það þegar við erum að færa línuna, eitthvað sem óeðlilegt og á ekki vera samþykkt og við höfðum átt í fjöldamörg ár að þróa mannréttindi eftir seinni heimsstyrjöld og komið þennan góðan stað að við þurfum að taka þetta bakslag og Ísland sérstaklega þurfum við taka þetta bakslag sem ekki með neina hvað maður segir, fordæmi fyrir einhverju slíku. Þetta finnst mér mjög slæm þróun að við séum á Íslandi opna þessar stöðvar eða stöð þar sem við ætlum setja börn í loku úrræði. Þetta loku úrræði. Skiptir engu máli hvernig við ætlum að orða þetta. Og hversu falleg við ætlum að segja það sé betra en að fangelsa börn inn í fangelsi. Þetta samt loka úrræði þar sem einhverjir verða að passa fólk svo að það voða sér ekki. Voða sér hvað? Þetta fólk brotin nú þegar. Við þurfum ekki beita frelsiskiptingu. Fólk mun fara úr landi eins og hafa gert undanfarin ár. Og hér það mikilvægt í þessu það nota fjöldi að við sem að fá svaka fjölda hælisleitendum sem stenst engi í rök. Það búið að vera fækkun og meiri fækkun og verður miðað við hvernig lögin eru samþykkt mun en þá halda á sömu þróun að fækka þeim einstaklingum. Þannig það engin ekki til fyrirstöðu sem réttlæti þetta að við sem að fara í raun og veru stunda mannréttindabrot. Það bara frá mínum dýrum, frá minni reynslu, frá minni sérþekkingu og ég bara tárast, ég þarf að hafa mig alla að fara ekki að gráta. Ég sá það, þú táraðist þegar þú fórst að ræða þetta. Ég tala þetta frá mínum beinustu hjartarótum. Fólk þarf að hlusta og því miður, ég vildi óska þess, það einhverji núna í stjórnendastöðu, hvort sem Alþingi eða ráðuneytunum eitthvað, sem getur útskýrt þetta fyrir öðrum hversu slæmt þetta og hvort sem þetta börni mín, íslensk börn, einhver önnur börn, það skiptir mig ekki. Þetta fyrir mér þetta mjög nær vegna þess þetta skemmir börnin og mér and öll börn, alveg saman hvað þau koma. Þetta bara það slæmt. Þú sér sko ég 44 ára og það tók mig og ég enn að vinna úr þessari minni lífsreynslu. Ég trúi því. Þannig geti ímynda ykkur hvað þetta hefur áhrif á þessi börn í framtíðinni. Og það sem ég því ég var að vinna og það sem ég að fræða í dag og ég stundum fengi í skólana sem eru börn þeirra sem sækjum alþjóðlega vernd og mjög líklega að verða send úr landi. Það sem ég ráðlegg alltaf þeim einstaklingum hvernig hvað þau eiga að læra. Þau eiga að læra eitthvað þar sem þeim mun hjálpa í lífinu. Að því mjög líklega verða stór hluti þeirra lífi þau verða á flótta. Og þau þurfa að fá ekki endilega lestur í íslensku. Þau þurfa að fá tæki og tól til að díla við, til að kunna eitthvað í höndunum, til að geta bjarga sér út í heimi í dag. Og þetta mjög slæmt að þurfa að segja og kenna börnunum að flótta. Til að sjá sér farborða. Nákvæmlega. Og eitthvað uppbyggilegt sem þau geta notað. Og þetta bara, eins og ég segi, þessi þróun og við erum að sjá milljónir manna á flótta í dag, hvort sem það hamfarir, stríð eða eitthvað annað. Þannig þessi þróun mun ekki breytast nema við sem heimur stillum til friðar og tölum það og tölum fyrir því
og reynum að færa heiminn þannig að það verði ekki fólk að flótta. Færa ástand í heiminum þannig að það verði ekki börn að flótta. Þannig við þurfum ekki að grípa þessa aðgerða og eins og ég segi, og sérstaklega á Íslandi það sem ég bara, ef þú hefur spurt mig fyrir 2 árum, þá hefði ég sannlega sagt nei, þetta mun aldrei koma til Íslands. En við sjáum hvað þetta breytist mjög hratt. Jasmína Vajtović, kæra þakkir fyrir þetta samtal og áhrifa mikil orð núna undir lok viðtalsins sem að við vonandi tökum með okkur áfram. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Við höldum áfram hér við Rauða borðið eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá nú komið að því að halda áfram að gera upp árið 2025 í einhverri mynd og góðu gestur kominn hér. Ég kalla hann Villa vandræðaskálda því að fleiri gera það, en hann heitir Vilhjálmur B. Bragason. Ertu velkominn. Kæra þakkir. Þú ert höfundur Krakkaskaupsins ásamt fleirum eða hvað? Já, við Árni Beinteinn skrifuðum það saman, kollegi minn úr leikhúsinu, við kynntumst þegar vorum að leika saman fyrir norðan. Já. Og þetta annað árið sem við skrifum Krakkaskaupið saman. Já. Bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og heiður og ánægja að fá að taka þátt í því. Einmitt. Vinna með þessum hæfileikar ykkur krökkum. Já, vel heppnað skaup. Já, takk fyrir. Segi ég. Ég hafði gaman að því. Og svo náttúrulega þetta myndband, þessi söngur þinn og Sesselíu Ólafsdóttur, þar sem þið gerið upp árið 2025 með ykkar hætti. Já. Sem vandræðaskáldin. Einmitt. Hann algjörlega búinn að slá í gegn. Mér sýndist vera 108.000 áhorf á Facebook. Já, maður næri eiginlega ekki alveg utan með þessar tölur, sko. Nei. Ég veit ekki hvaða fólk þetta sem að horfa á þetta, en bara dásalegt og gaman að fá svona viðtökur, sko. Vel gert, segi ég bara. Já, takk fyrir það. Já. Sko, Vilhjálmur, við þekkjumst aðeins. Já. Að norðan. Það norðan tengingin. Já, þú ert Akureyringur. Ég Akureyringur, í húð og hár. Í húð og hár. Fæddur uppalinn. Pabbi reyndar úr Kópavoginum en búinn að búa lengi fyrir norðan. Einmitt. Og ég tók fyrst eftir þér þegar þú fyrstur frumsýningargesta barnaðaldri í samkomuhúsinu á frumsýningu stökkst á fætur og klappaðir standandi í sýningarlok og svo fylgdu við þessi fullorðnu þér eftir. Þú varst örugglega ekki nema 14 eða 15 ára gamall. Já, einmitt. En þá vaktur athygli mína fyrst. Já, já. Og sem sagt leiklistin, hún þér í blóðborin? Já, ég held ég geti fullir það, sko, því að ég bæði byrjaði að leika sem krakki, svona saga sem ofta rifjuð upp í minni fjölskyldu þegar ég kom í fyrsta skipti inn í Þjóðleikhúsið, 5 ára gamall, þá fór ég að sjá Dýrin í Hálsaskógi, Sigga Sigurjóns og Örn Árna leika þá Mikka og Lilla gullaldarsýningu og mér var það svo mikið þegar ég kom inn í Þjóðleikhússalinn í fyrsta skipti og ég lít upp í Stuðlabergið og segi bað út höndum þannig að fólk komst ekki fram hjá mér og ég sagði drottinn minn, leikhússalurinn og ég held að örlög mín hafi bara verið ráðinn þar með að ég myndi verða leikari og þvælast inn í leikhúslistina. Varstu ungur þegar þú varst notaður í einhver aukahlutverk hjá Leikfélagi Akureyrar? Já, sko, fyrsta sýningin sem ég tók þátt í fór ég í pröfur fyrir söngvaseið og fékk að leika yngri strákin í systkina hópnum, von Trapp hópnum. Það gæti verið svona 97-8. 98, passar, já. Já, einmitt, frábær sýning. Já, það var rosa ævintýri að taka þátt í. Þóra Einarsdóttir var María og Hinrik Ólafsson var kafteinninn. Symfóníuhljómsveitin í Gryfju þetta var svakalegur metnaður og mikill skóli. Og einmitt eftir að ég lék í þeirri sýningu
þá voru örlögin endanlega ráðin og eftir það mætti ég á allar sýningar, légrindar í nokkrum fleirum hjá leikfélaginu og mætti á allar frumsýningar og þar hefur séð mig fyrst mitt á einhverju slíkri þó við munum ekki hvaða sýning það var. Nei. Og svo vorum við báðir gengdum sama djobbinu. Ég held að sé rétt munað hjá mér að föstudagsþátturinn á N4 hafi verið mín hugmynd. Já, það er ekki ólíklegt. Og eftir að sem var svona spjallþáttur og átti að vera svona uppgjör og vikunar og þú eiginlega gerði þann þátt miklu betur en ég. Það eru þín orð. Fannst mér síðan þegar þú tókst við af því að þú varst með píanó. Já. Og svona dróst svolítið annan blæ inn í þetta. Einmitt. Þannig að þú varst líka fjölmiðlamaður tíma. Já, ég fekk að prófa það. Það var svona kollegi minn úr leikhúsinu, María Pálsdóttir hafði verið með föstudagsþáttinn og svo atvikaðist hvernig þetta var svona í kringum COVID sem að mér bauðst þetta og þetta bara, maður er forvitin að eðlisfari og gaman að máta nýja hatta þó sé ekki alveg að margir og þeir sem Inga Sæland er með að þá fannst mér það bara ómótstæðilegt að fá að prófa það og einstaklega skemmtilegur tími. Ég held að þetta hafi verið 1,5 eða 2 ár sem að ég var með föstudagsþáttinn á N4. Varstu þá búin að ljúka leiklistarnámið þínu út í London? Já. Þarna og ég er í rauninni að hluta til á sama tíma er ég að starfa hjá Leikfélag Akureyrar meðfram því sem ég var með föstudagsþáttinn og Fyrst grímuna fyrir aukahlutverkið Skuggasvein. Já, þá var ég að leika Ketil Skræk á móti Skuggasveini Jóns Gnarr. Það var ótrúlega gjöfult og gott ferli og það er svona það leiti sem við byrjum að æfa Skuggasvein sem ég hætti með föstudagsþáttinn. Þá voru svo stífar æfingar að ég sá ekki fram á að geta gert bæði og þá tók Oddur Bjarni Þorkelsson við keflinu og stýrði föstudagsþættinum alveg þangað til bara N4 leið undir lok, illu heilli. Nú er búið að slökkva. Já. En þetta hlýtur að vera svolítið góður undirbúningur að vera menningarlega sinnaður með leiklistarmenntun dass á blaðamennsku og fjölmiðlamennsku. Það ætti að gera þig nokkuð hæfan til þess að gera upp árið með hnittnum þjóðfélagslegum hætti eins og þú hefur núna verið að vinna við, starfa við. Já, ég hugsa það sem bara rétt hjá þér þetta er bara dálítið góður grunnur í það að það er auðvitað eins og þú þekkir úr blaðamennskunni, það náttúrulega er svo margt og mikið sem gerist og það kemur einhvern veginn alltaf jafn flatt upp á mann þegar maður ætlar að fara að gera upp árið og eins og núna síðustu 2 ár hefur maður byrjað kannski að spá í þetta í kringum krakkaskaupið að því að undirbúningur fyrir það hefst fyrr heldur en áramótalagið að það kemur manni alltaf mikið óvart maður man kannski ekki meira en svona 2, 3, max 4 mánuði aftur í tíman svona almennlega. Svo rennur það svolítið saman, gerist þetta á þessu ári eða síðast ári og... Tekur ekki nótur í mars eða apríl eða eitthvað? Ég hef ekki haft ræna á því hingað til. Þetta kemur einhvern veginn alltaf flatt upp á mig að árið sé að verða búið og maður er með fögur fyrirheitum að maður ætla að gera það. Svo stendur maður ekki alveg við stóru orðin og þá verður þetta meiri vinna í loka árs en það hefði verið að maður En hins vegar eru svona nokkur mál sem að ég man til dæmis á síðasta ári síðasta sumar þegar kom upp og þetta er kannski ekki mál sem að allir muna eftir en mér fannst þetta bara strax svo fyndið þó að þetta verið leiðilegt líka af því að það fylgdi þessu kostnaður og svona það er með segulómtækið og ræstitæknirinn sem opnaði inn og skúringavagnin sogaðist á tækið og kostaði 12 milljónir að losa frá að ég man bara leið og ég las þessa frétt og hugsaði þetta verður í skaupinu og þetta er allt og fyndið til þess að grínast ekki með og í rauninni þó að það hafi orðið fjárhagslegt tjón það voru engin
fórnarlömb þannig nema kannski bara þeir sem þurft að bíða lengur eftir segulóm mynd. Já. En það náttúrulega engin samgangur á milli höfunda áramótaskaupsins þess að hefðbundna og krakkaskaupsins það? Nei. Ekki hugmyndalega? Nei, það... En það voru þarna nokkuð margir sameiginlegir þræðir? Já, og manni finnst það svo áhugavert. Ég var eiginlega svona spenntastur fyrir því að sjá stóra skaupið, sko, að sjá, sko, maður búin að gefa sér að það væru einhver mál sem að óhjákvæmilega kæmu fyrir í báðum. Og þá maður alltaf að bíða til að sjá hvaða nálgun taka höfundar stóra skaupsins á þau mál, eru þau á sömu línu og við eða faraðu ykkur allt aðra leið að hlutunum og eins og bara við vorum búin að geta okkur til að fallplay kæmi fyrir með einhverjum hætti og ráðgjafi ríkislögreglustjóra sem að tók 33.000 tíman fyrir að fara í Jusk og allt þetta sko og það var bara gaman að bera þetta saman og sjá hvernig þetta var tæklað á mismunandi vígstöðum. Ég spurði yngstu börni mín 15 og 17 ára hvað haldið að verði í skaupinu og þau sögðu Play og skórnir hennar Ingu Sæland. Það var svona eitthvað sem var gefið. Já. En svo var það annað einmitt sem sko maður hafði gleymt að hafði gerst og það nú alltaf heila málið. Já, og ef það sett í þannig samhengi að maður skellir hlæri jafnvel þá nær þetta allt saman tilgangi sína. Já. Og það náttúrulega fyrst og fremst tilgangurinn með þessu og ég held að við þurfum að líta bara svolítið á það þannig að við erum fyrst og fremst bara að hlæja að okkur sko, því að ég tók eftir því svona umræðunni eftir stóra skaupið sérstaklega að fólki finnst það megi kannski ekki gera grína að öllu og málfars einmitt fordómar til dæmis, það gott dæmi og ég hugsa, auðvitað finnst manni þá alltaf að vera þannig í gríni að þú ert aldrei að kýla niður, þú ert alltaf að kýla sparku upp sko og fyrst og fremst ef það er verið að gera grína ráðamönnum og svona þá á það að vera til þess að halda fólki við efnið og spegla þannig til gags vonandi. Valdefling almennings gagvart þeim sem ráða ríkjum. Einmitt. Og ég fór ekki varhluta af því heldur að því að ég flutti áramóta lagið okkar vandræðaskálda í Kryddsíldinni. Og þar var þetta er nú alveg 4 mínútna lag og mjög margt sem tekið fyrir í því. Hver spilaði á píanóið undir? Ég spilaði sjálfur bara, satt við flílinn og nema hvað að svo voru sýnd sko viðbrögð ráðamanna sem sátu í settinu og þetta kom nú held ég svolítið flatt upp á þau vissi ekki að þetta atriði yrði á boðstólnum og þau væru svona undir smásjáni á meðan. Nema hvaða skómálið fræga var náttúrulega tekið fyrir í þessu lagi og nærmynd af Ingu Sæland á meðan og hún var nú búin að vera að hlæja svolítið að laginu fram að þessu en svo svona datt aðeins sko, henni var ekki eins skemmt yfir þeim parti. Skutu augu hennar gneistum? Já, ekkert alvarlega en og risti nú ekki dýpri en svo að hún bara faðmaði mig eftir á og var nú bara hinn elskulegasta þegar útsendingu lauk en svo fannst mér svo fyndið að Vísir sló svo upp fyrirsögn nákvæmlega þetta og það var eitthvað svona Ingu ekki skemmt yfir skógríni villa og ég nefnilega ég skrapp norður á nýjársdag norður á Akureyri og fór beint í skóaböðin og satt þar bara í mestu makindu, var ekkert búin að vera að pæla í fjölmiðlum, kemur maður vinur minn inn í skóa og segir það logar allt á fjölmiðlum út af þér í kommentakerfinu og ég náttúrulega að koma fjöllum en þá að Vísir satt búin að slá þessu upp og bara held ég hátt í 200 komment þar sem að fólk bara sagði að þetta væri einelti og nýð og ég veit ekki og ég hugsaði bara ef helmingurinn af þessu fólki hlusta ekki á lagið ef það hélt að þetta væri það eina sem kom fram í því en það segir manni líka bara
maður getur ekki gert öllum til hæfis Nei, og ég held kannski að þetta 1% þjóðarsálarinnar sem bara hálfbrjálað sko, það bara heyrist hæst í því. Já. Og stundum dregum að línu á milli hávaðans og þjóðarinnar en ég held að það sé ekki rétt. Nei, einmitt, ég alveg sammálaður í því sko. Og Við erum miklu betri heldur en okkur stundu sagt. Það nú með heila máli og það alltaf einhverjir sem munu finna sko eitthvað svona til þess að hafa á móti. Eitt svona besta dæmið það ég var eins og veislustjóri í brúðkaupi hjá Birnu Pétursdóttur vinkonu minni, þau giftu sig á Beru fyrir því og á leiðin tilbaka fekk ég var samferða Cecilíu, kollega mínum og vandræðaskáldum og manninum hennar honum Víði og hann verkfræðingur hann Víðir og leiðinni norður á Akureyri frá Berufirði þá vildi Víðir sko, því hann verkfræðingur hafði aldrei komið upp að Kárahnjúkum og hann stakk upp á því hvort að það væri í lagi okkar vegna við tækjum hennan auka bíltúr og ég hugsaði já, með einu skilyrði að ég fæ að koma við í matvörubúð og kaupa flösku af stíflueyði svo við vandræðaskáld getum tekið mynd á okkur fyrir framan virkjunna stífluna með stíflueyðin mér finnst þetta alveg bráðsniðugt á sínum tíma og við gerum þetta og settum inn á Facebook síðu vandræðaskálda mæltist bara vel fyrir en svo kom eitt og eitt komment og hvað ætlið þið að gera án rafmagns þarna mannvitsbrekkurnar ykkar og maður svona, hér þetta í sumum tilfellum þetta bara töpuð barátta þeir sem ætla sér að misskilja þeir misskilja sama hvernig maður fer að þessu sko það er bara þannig það geta að vera að elta það en þá langar mig aðeins að beina sjónum okkar að svona varðandi pólitískt hugrekki og grín Ég bjó nú lengi fyrir norðan eins og þú veist og var þarna ég held að meginn og alveg segja bara framlínu aggressífra frétta og það eru nú oft árekstrar á milli mín og valdamanna fyrir norðan og ég hugsaði nú bara með mér Villi bara og Villi og Cecilia bara hugurök þegar voru aðeins að gera grín að Samherja í mitt þú ekki þurft að kyngja barkakýlinu og áður en þú tókst það ákvörðun og þú ekkert verið smeykur að snúa aftur norður Nei, ég fekk einmitt spurningu það hvort að ég ætti afturkvæmt norður eftir að láti þetta falla í læginu og í kryddsildinu og þessu en ég hef engar áhyggjur af því, ég meina þetta bara svona allt í gamni gert og ég trúi bara einlæglega og fast á það að maður á alltaf að hafa það sem að fyndnara reynist og ef mér finnst hlutinni fyndnir þá bara lætur maður þá flakka og í góðu lagi fólk ósammála og mér finnst bara sama hvað skoðun fólk hefur ef að til dæmis fólk algjörlega á móti veiðigjöldunum og trúir einlæglega á það þá bara má það hafa þá skoðun en það getur ekki móðgast út í grín það hlýtur að þola það Andskoti aumt fyrir þjóðina að stela úr vösum auðmanna segir í þessu góða lagi ykkar Jú Engin jól hjá Samherja Nei það einmitt, manni fannst þetta svona Jú, þetta kannski þetta skilja að þetta svíður það fyrir einhverja ef þeir fá minna en þeir fengu áður en það gott að minna sjá að þetta sem áður sameinlegar auðlindir þjóðarinnar sem þarna eru undir þannig að ég stend fyllilega með þessum orðum sko. Sjálfsögðu en ekki hvað þetta var náttúrulega hilarious þetta mál þó í fyrra sumar og farsinn í kringum þetta og hvernig var talað kjarnorku ákvæðið áður en því var beitt eins og það myndi bara jörðu og himinn myndu farast og eitthvað svoleiðis og svo bara gerðist það og puff og bara allt helt áfram í lýðræði riðaði til falls á Íslandi bara með þessi þetta er náttúrulega mjög merkilegt mál að því leiti til sko Við erum náttúrulega algjörir snillingar þessi þjóð í úlföldum úr mýflugu það vantar ekki sko það
En svo fannst mér þetta mjög merkilegt að því að þegar við vorum að undirbúa krakkaskaupið þá fengum við 10-12 hressa krakka í að vera svona handrita ráð, hittum þau nokkru sinnum og bara til þess að svona ræða við þau árið og hvað þeim fannst svona standa upp úr. Þannig að þetta krakkaskaup endurspeglaði nú svona hugðarefni krakkana. Og eitt af því sem kom mér svolítið óvart að því að fyrirfram þá vorum við búin að hugsa að það verður nú að gera eitthvað mikið úr þessu málþófi. En krakkarnir, það fór eiginlega bara alveg fram hjá þeim. Þau vissi bara ekki hvað málþóf væri. Þau voru bara út að leika. Þau voru bara út að leika og ekkert að pæla í þessu skiljanlega. Já, sko það var lagið hjá vandræðaskáldunum sem sagt hægt að nálgast á að minnstakosti Facebook síðu vandræðaskálda. Er það ekki bara svona einfaldast? Jú, það er einfaldast að leita bara á Facebook. Fyrir þessa 10 sem ekki búin að sjá það. En sko, það eru þarna Vesturbæjarlaug. Já. Náttúrulega. Jú. Hún kemur við sögu Play 6-7, Dubai, súkkulaði, Labubu, Óráðsega ríkislögreglustjóra. Já, þetta er allt saman dauðafæri. Dauðafæri, já, ekki að láta það kyrrt liggja. Nei, hvernig fannst þér þetta ár sko svona í samanburði við önnur ár þegar komaði að reyna að finna því einhvern farveg í gríni og tónlist? Sko það var að mjög mörgu að taka og það var bara, ég myndi segja þetta hefur bara verið yfir meðalagi gott ár sko. Í komísku tilliti. Í komísku, já, tilliti. Svo auðvitað margt sem að sko, maður vissi alveg fyrirfram að væri ekki hægt að grínast með og margar náttúrulega hörmungar og alls konar sem bara var ekki hægt að taka fyrir. Og við höfum líka svona, við vandræðaskáldin sko, reynd svona að hafa minna, þetta eru yfirleitt verið svona innlendum vettvangi, við ekkert mikið verið að taka útlönd, það væri það þá fyrst og fremst Donald Trump og einhver vitleysa úr vesturheimi sem myndi taka mest pláss þar, þannig að alveg gott að láta það bara kyrrt liggja. Já, einmitt. Sko, voru einhver dæmi eitthvað sem þú reyndir að gera en sást svo að virkaði ekki? Ekki sem ég man eftir í sig. Ég held að maður er svona orðin það þjálfaður í þessu að maður er svona sér orðin nokkurn veginn bara, já, það er engin flötur á þessu. En mesta vinnan finnst mér oft vera sko, því það er oft gaman að para saman hluti sem að sko eiga ekki endilega saman en svona reyna að tengja það á einhvern veginn sko. Þetta er ástæðan fyrir þessu þó að sé engin tenging á milli. Það verður svona skemmtilegra ef maður getur búið til tengingar. Já. Þú minnist í laginu á Klám í kirkjum? Já, það var nú nærtækt dæmi. Það var nú Glerárkirkja á Akureyri sem þar var. Mjög nærtækt dæmi. Já. Og það finnst mér líka sko að því að landsbyggðin, maður meðvitaður það sem landsbyggðamaður að það sem gerist á landsbyggðinni virðist oft gerast í hálfgerðu tómarúmi og ekki fá pláss, sérstaklega þegar kemur eins og áramótaskaupum og þannig að mér bæði að geta tekið þetta nám í klámi í Glerárkirkju og hjartaljósin sem að Vegagerðin ætlaði sem að náttúrulega verið einkennismerki fyrir Akureyrarbæ að rauða ljósið er hjartalaga. Að Vegagerðin ætlaði sko mitt sumar að afnema þetta vegna slysahættu. En það tókst ekki? Nei, ég hættöldi við það. Það bendi líka einhver á að þetta er búið að vera svona í 17 ár og það hefur ekkert orðið eitt einasta slys út af hver slysahættan átt að vera nákvæmlega, lág ekki alveg ljóst fyrir. Þetta er ljóm í Akureyrar. Já, þessi rauðu ljós. Magga Blöndal var það ekki? Jú. Var þetta ekki hennar baby? Jú, ég held það. Ég held að hvort það var bara einhver í ástarsorg hjá Vegagerðinni sem að mátti ekki sjá hjarta á þess að fá sting í sitt, ég veit ekki. Þetta alltaf kom mjög skyndilega upp og var hið undarlegasta mál. Stofnanamennska frá helvíti. Já, mætti segja. En mjög gott ef það hefur tekist að stöðva þessa allugu. Já, það hefur allavega ekkert heyrst meira um þetta í bili, þannig að við sjáum hvað setur. Já. Og svo Moskítóflugurnar. Já.
Það svona óvinsælasti innflytjandi ársins, moskítóflugan og á svo sem eftir að kom í ljós hvernig framvindur með hana sko, en við fórum einhvern veginn strax í fyrirfram hamfara gír. Já, nú væri öllu lokið og Sigmundur Davíð sá fyrsti sem sagðist að það verið stungin. Já. Þetta er náttúrulega alveg stórkost. Þetta er alveg bara, þú gætir ekki skrifa þetta sko, þetta verður oft svo yfirgengilegt að maður sko handritshöfundur eða skáldsagna-höfundur með alltaf að setja þetta allt saman í eitt pakka, þá myndi fólk segja nei, þetta er of mikið, það gerist aldrei svona. Raunveruleikin lygilegri en skáldskapurinn. Já, það er nú bara tilfellið. Já. En þetta er bara allt saman hið bestamál. Já. Og ég er búin að hlusta á þetta lag mér til gamans 3-4 sinnum. Já, ég er gott að heyra. Og mér langar svona kannski þá svona síðustu mínúturnar sem ég hef til þess að fá þig í heimsókn, því að það er nú ekkert á hverjum degi sem að þú ert hér við Rauðaborðið. Nei. Það er fyrsta skipti sem þú kemur hér á samstæðinu. Gaman að koma. Þú ert sem sagt starfandi hér fyrir sunnan. Já. Sem stendur. Ég er að leika og alls konar sko, ég er að leika pappans Einars Áskels. Já. Maður búin að vera að sýna það síðan í haust niður í Hörpu, gaman að fá að leika svona frægan karakter sko. Já. Og hefur lífsviðurværi þitt af störfum þínum hér í listinni? Í listinni, já. Á höfuðborgarsvæðinu? Já, akkurat, og hef nú svo sem í gegnum tíðina verið að leika dálítið fyrir norðan, en það er norðin held ég 3 árið eitthvað síðan ég var síðast að leika á Akureyri sko. Sem er einmitt fótskriða að spurningunni hvernig gengur að halda úti öflugu og fjölskrúðugu listalífi í bæ þar sem íbúarnir eru réttum 80.000 núna með skjöplastekki, eða er það 90.000 kannski? Já, alltaf, ég held því að nálgist alltaf 20.000 sko. Það gengur nú bara vel sko, svona heilt yfir myndi ég segja, það er fjölskrúðugt listalíf á Akureyri. Auðvitað myndi maður vilja sjá framlag eins og til leikfélagsins og menningafélagsins sko hækka og vera Menningafélagið Rekurhof. Já, Rekurhof og í rauninni náttúrulega nú er þetta orðið undir einum hatti þó þetta séu náttúrulega allt sjálfstæð batteri en þá menningafélagið Rekur í symfóníuna og leikfélagið líka. Og Hof er menningarhúsið á Akureyri, það er ekki allir sem vita það. Nei, einmitt, gott að halda því til það. Þessi hringur þarna við sjóin. Við sjóin og þetta er allt rekið undir einum hatti en maður myndi vilja sjá sko eins og framlög til leikfélagsins verða þó það væri ekki nema bara 10% af því sem að framlag til eins og Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins þá væri hægt að ráða fleiri leikar og setja upp fleiri uppfærslur á ári hverju. Undanfarin ár hafa þetta verið kannski 2 uppfærslur á ári sem leikfélagið hefur haft bolmagn til þess að gera sko. Og En margt spennandi sem hefur verið á boðstólnum og flottir hlutir að gerast en það má alltaf vera meira. Já, það var umræða í kjölfarskoðunar heimildarinnar daginn sem sýndi fram á sko listamannalaun fara sjaldan út á land. Já, það er alveg grátlegt í raun og veru að það hefur ekki því miður hafa listamannalaunin fyrst og fremst ratað á höfuðborgarsvæðið og ég hafði bara á svona í afmörku hverfi á höfuðborgarsvæðið. Tiltekin hverfi. Já. Og alls ekkit að ósekju frábæri listamenn sem þar búa og oft líka bara landsbyggðarfólk sem hefur flutt sig á höfuðborgarsvæðið. En það skiptir auðvitað máli að halda uppi öflugu listalífi allstaðar landi því að og ég veit ekki hvort að mér finnst það oft vanta því að verður nú oft óvægin umræða listamannalaun og hvort þetta er rétt á sér. En sama fólk og grætur yfir því svo hefur áhyggjur á stöðu íslenskunnar og íslenskra menningar og virðist ekki alltaf átta sig á samhenginu að ég meina menningin okkar og listirnar eru hornsteinn þess að við tölum
íslensku og að við eigum íslenskan menningararf. En þetta gömul saga ný að því fleiri sem kílómetrarnir eru niður í ráðuneyti og svona niður í klíkurnar sem hafa mest að segja útdelingu fjármuna því erfiðara verður að sækja féð. Það er bara svoleiðis. Ég held að það sé bara svona lífsins gangur í hvaða landi sem er. Já, það er alveg rétt. Hins vegar Akureyri sko nokkuð magnaður staður í hvað maður að segja listrænu tilliti. Já. En það er náttúrulega, það eru svo margir einstaklingar sem þarna hafa framið stórvirki í menningarheiminum. Það eru þessar glæsilegu byggingar eins og Hof og eins og samkomuhúsið. Já. Og mjög mikil hefð að baki. Já, og ég veit það bara sko, bæði mér og fleiri kollegum mínum úr leiklistinni, leikarar sem tala um það sko að samkomuhúsið er eitt besta og magnaðasta leikhús landsins af því að þú eiginlega upplifir hvergi jafn mikla nálægð og tengingu við áhörendur í jafn stórum sal því að það komst 210 manns í salin en það eru allir bara sko í lofanum á þér eiginlega. Alveg magnað hús og svo erum við náttúrulega með sko menn eins og Þorvald Bjarna Já. Sko þetta var svolítið merkilegt í jólafríinu að sko tvennir tónleikar í sjónvarpi aðri teknir upp á Akureyri í Hofi 30 ára Rocklands tónleikar Óla Palla og félaga algjört stórvirki kórar Sinfoníuhljómsveit Norðurlands eða hvað það heitir og bara magnað og svo líka hann potturinn og pannan í þarna Eurythmics hvað heita, Ármenn áttunar í Hörpu og Atli Örvars hans áhrif einmitt náttúrulega alveg magnaður ótrúlegt og það má bara ekki gerast að standardinn í þessum málum að hún sé ítt út í hotn fyrir norðan. Nei, alls ekki og og mikil ástæða til þess að standa vörð það og efla norðlenskt listalíf bara ennþá frekar. Ég held að sko þegar vel gengur þá bara að blása til frekari sóknar. Og rosaleg hvatning fyrir krakka og fullorðna úr nágrannabyggðunum að geta farið til Akureyrar og séð klassíska tónlist sem dæmi flutta með fullkomnum hætti í Hofi eða orðið vitna leiksýningu bara svo ég vitni aftur til eigin bernsku að ég ólst upp í Mývatnssveit og það var svo mikil skilningur og mikilvægi menningar hjá skólastjórnendum og svona menningarfrömmum í Mývatnssveitinni að okkur var alltaf sópað upp í rútu skólakrökkunum og farið í ferðarlög. Horta á leiksýningar á Akureyri, jafnvel Húsavík líka, farið á tónleika hér og svona. Þannig að sko, að því að margir hafa áhuga því að Akureyri verið skilgreind sem borg, Akureyrar borg, að hún náttúrulega hefur svona ákveðið hlutverk auk þess að vera hún sjálf bara sem nafli Norðurlands. Það er alveg svoleiðis og ég held að þessi áhersla á að Akureyri verði skilgreind sem borg sé einmitt liður í því að ef það nær fram að ganga að þá verði auðveldar að sækja til dæmis auki fjármagn í alls konar svona starfsemi af því að þá búið að viðurkenna þetta þjónustu hlutverk Akureyrar gagnvart nærliggjandi sveitafélögum og þar fram eftir götunum. Akkurat. Þetta breytti lífi mínu að hafa aðgengi að þessum leiksýningum sem ég sá í samkomuhúsinu. Einmitt og það sko þessi hlutir verða aldrei fyllilega metnir til fjár. Og það er held ég í allir svona umræðu krónur hér og krónur þar að það er hollt fyrir okkur að minna okkur á það sko menningin og það hvað við viljum að íslensk menning og menning á landsbyggðinni sé verður aldrei almennilega sko metið til fjár þannig að það þó leggir
svo mikið að þá hvað ert að fá tilbaka, það er ekkert endilega skilgreint í krónum og aurum. Ertu á leið aftur norður ef næga atvinnu verður að fá tækifæri? Já, sko ég er nú alltaf með lögheimili á Akureyri, þannig ég ég væri svo til í að maður fer náttúrulega auðvitað bara fyrst og fremst þangað sem verkefnin eru og þar sem spennandi verkefni er að finna. Út farand listamaður? Já, ég bara fer þangað sem listin kallar á mig, en það er bara heiður og ánægja að vinna meira fyrir mitt uppeldisfélag Leikfélag Akureyrar sko, ef því er að skipta og það kemur örugglega að því. Já, einmitt. Ég vona að allir draumar þínir rætist, Vilhjálmur. Ég held að segi í texta ykkar Sesselíu vandræðaskáldum í áramótaleginu að árið núna verði okkar ár. Já. Er það ekki? Já, ég vona það bara sömuleiðisvinnu minn að það verði svoleiðis í tilfelli okkar beggja. Er það ekki? Jú. Kæra þakki fyrir komuna og gangið allt í haginn, Vilhjálmur. Sömuleiðis. Og með þessum orðum og þessu spjalli okkar Villa vandræðaskálds líkur dagskrá samstæðarinnar í kvöld. Við þökkum ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samfylgdina og verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Stundum látum við söfnunarbaukinn ganga þegar útsendingu er að ljúka hjá okkur og við minnum ykkur sem eruð aflögufær og hafið oft velt í fyrir ykkur hvort þið ættuð að styrkja samstöðuna með 2.750 króna mánaðarlegu framlagi. Að hægiru heimatökin ef þið heimsækið vefslóðina samstöðin.is og skrollið aðeins niður og finnið þar hnapp þar sem ástendur áskrift. Við erum hér með daglega dagskrá fyrir ykkur vegna þess að við erum með dágóðan slatta af styrktaraðilum eða áskrifendum og án ykkar væri þetta ekki hægt. Með ykkar stuðningi getum við elst og búið til enn meiri og magnaðri dagskrá fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláksson og þættinum er lokið í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.